Og þá bara spurningin þessi til borgarstjóra sem ég veit hann svara hér á eftir. Hvað ef? Þetta sama spurningin ég spurði það. Hvað ef húsnæðismálaráðherra gerir ekki neitt? Ætlar þá borgin að falla frá tillögu, ætlar þá meirihlutinn að falla frá tillögu að fjölga 500 félagslega leiguíbúðir? Þetta allt svolítið í þoku. Allana fyrir mér. Ég sá það að stjórn félagsbústaða hefur á árinu 2012 látið vinna það sem kallað er óháð úttekt af hálfu KPMG á rekstrarhæfi félagsins. Það hefur verið lagt fram í borgarráði seinni part árs 2012 og tekið fyrir á aðalfundi 2013 hjá félagsbústöðum. Ég hef ekki náð að kynna mér þessa skýrslu, en ég veltir hreinlega fyrir mér, verðum við ekki að fá óháða úttekt á félagsbústöðum eins og staðan í dag? Ég meina, hvernig ætlum við að gera þetta? Þetta risavaxið mál, það vandmeðfarið, það nauðsynlegt að gera þetta og staðan virðist vera frekar alvarleg. Og eins og ég sagði á það hægt að endurmeta eignir félagsbústaða endalaust, bæta við 3,6 milljörðum aftur og færa það sem tekjur. Það bara ekki tekjur, það ekki raunverulegt. Þess vegna skiptir sjóðstreymi mestu máli. Og nú auðvitað ég ekki með sjóðstreymið eins og það mun líta út eftir þessar breytingar með 500 félagslegar íbúðir. Það mun væntanlega varla lagast. En þegar maður skoðar sjóðstreymi hérna eins og þeir settu upp í áætlunni fyrir árið 2015, þá ljóst að veltufé frá rekstri, það miklu lægri tala heldur en afborganir langtímalána og miklu lægri tala heldur en tekin ný langtímalán. Nú veit ég að afborganir langtímalána geta verið hærri heldur en það getur verið sveiflur í afborganir langtímalána vegna þess að það verið að selja eignir og greiða upp einhver lán. En tillögurnar sem verið að tala hér varðandi 500 íbúðirnar, öll heldur 550 íbúðirnar, ganga svo út af það að selja 50 íbúðir sem litlar skuldir hvíli á til þess að fjármagna hluta af þessum kaupum og byggingu á því sem upp á vantar. Þannig að eins og sjóðstreymið núna, þá veltufé frá rekstri allt og lág tala og dugir ekki fyrir afborgun langtímalána. Þannig að félagsbústaðir standi ekki nógu vel. Ég velti því hreinlega fyrir mér hvort að við eigum ekki að fá nýja óháða úttekt á þessu fyrirtæki vegna þess að við erum að tala hér milljarða. Við erum að tala hér alveg gríðarlega stórt mál sem eins og ég sagði áðan, í fullmikilli þoku fyrir mér. Ég átta mér hreinlega ekki á hvernig á að gera þetta og ég veit að borgarstjóri mun gera sér besta til þess að skýra það fyrir okkur hér á eftir. Nú að lokum þetta, í þessum umgangi hjá mér, að eins og ég sagði áðan, þakka borgarstjóra fyrir að svara þeim 11 spurningum sem ég lagði fram fyrir hönd borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar 4. nóvember síðastliðinn. Og ég ætla ekki að svo sem að fara að telja þetta mikið upp. Borgarstjóri gerði það hér, en auðvitað voru svör borgarstjóra nokkuð efnismikil og ég segi fyrir mitt leyti, ég náði þeim auðvitað ekki niður, sérstaklega ekki í fyrsta liðnum, það sem kannski hann svona eyddi mesta púðrinu í að svara fyrsta liðið. En ég veit að borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir kemur inn á þetta á eftir í sínu erindi varðandi nýsköpun í málaflokknum velferðarmál, þar sem að þjónustuþörfin mun aukast mjög á næstu árum og áratugum. Ég vil bara ítreka það sem að ég sagði áðan varðandi þessa fyrirspurnir, að ég átti von á því að þeim yrði svara skriflega fyrir fundinn. Þannig að ég og aðrir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gætum átta okkur á þeim og tekið þá afstöðu til þeirra hér á fundunum í umræðunum. Það reynist nú illmögulegt, en ég gera sjálfsögðu ráð fyrir því að þessum fyrirspurnum verði svarað skriflega. Ég veit að embættismenn hafa verið að vinna að einhverjum þeirra
þannig að það hlýtur að hljóta að vera til skrifleg svör við þessu. Mér langar til þess að já, eins og ég sagði, borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir kemur inn á fyrsta liðinn velferðarmálin og varðandi annan liðinn breytingar á vinnubrögðum við framlagningu og kynningu fjárhagsáætlunar, þá kom það fram hjá borgarstjóra að það kemur vel til greina að gera það og ég fagna því. Ég svona eins og ég talaði þetta við fyrri umræðu og ég talaði þetta núna áðan, mér finnst það kom mér á óvart að það sé ekki meiri vinnufundir hjá kjörnum fulltrúum í þessu. Þetta mjög mikið unnið inn á sviðunum og borgarráð eiginlega bara í því hlutverki að taka við upplýsingum. Varðandi þriðja liðinn með áætlaðan niðurskurð fæðiskostnaðar, þá kemur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon inn á þetta á eftir. Við erum með tillögur varðandi fæðiskostnað bæði í grunnskólum og leikskólum og erum þar með áherslur sem eru töluvert öðruvísi en áherslur meirihlutans. Já, ég varðandi fjórða liðinn, varðandi hlutfall viðhaldsframkvæmda, þá bauð borgarstjóri upp á ítarlegra svar ef óskað væri eftir því og ég mun óska eftir því, væntanlega þá í borgarráði, varðandi hlutfalls viðhaldsframkvæmda hjá Eignasjóði. Og svo finnst mér mjög áhugavert að velta fyrir mér fimmta lið varðandi hvernig staðið rýningu á nýjum fjárfestingum hjá Eignasjóði. Kemur svolítið inn á það sem að líka spurt í spurningu 11. Það sem við spyrjum hvort að meirihlutinn hyggist gera breytingar á fjárfestingartillögum milli umræðna þannig að viðbyggingar og viðhald skólabyggingar sem lögbundin verkefni fái forgang umfram ólögbundin verkefni. Og þess vegna verður gott að fá skriflegt svar það undir 5. liðnum hvernig staðið rýning á nýjum fjárfestingum í Eignasjóði út frá hverju slíka fjárfestingar skili arð en einnig nýja rekstrarkostnað. Og þetta auðvitað lykilatriði í allri ákvarðanatöku varðandi nýjar fjárfestingar. Því að nýjum fjárfestingum fylgir auðvitað nýr kostnaður, nýr rekstrarkostnaður. Og arðurinn kannski mældur yfirleitt hjá sveitarfélögum en öðruvísi en út á markaði, en hann getur auðvitað verið mjög mikill, þó við mælum hann kannski ekki peningalega nema í færri tilfellum. Varðandi 8. og 9. liðinn, varðandi að auka upplýsingagjöf reksturinn og gera breytingar á framsetningum annarlegra uppgjöra með því að setja upp mælaborð eða hvaða forrit sem að það nú verður, ClickView eða hvað það sem verið að skoða, þá bara fagna ég því ef að þetta verður hægt að gera þetta aðgengilegra og líka að semst ekki bara hver deild borgarinnar sé með sínar upplýsingar heldur bara hvert svið. Ég alveg sannfærður að áhugi borgarbúa og á að kynna sér þetta eykst eftir því sem upplýsingarnir eru betri og aðgengilegri. Ég spurði líka hvort það væri verið að fækka verkefnum tómstundastarfi eldri borgara. Ég hafði heyrt af því að það væri verið að fækka verulega þeim verkefnum. Það kom fram hjá borgarstjóra og svo væri ekki og það væri engar hagræðingar aðgerðir fyrirhugaðar varðandi félagsstarfi. Og svo veit ég að ég var búinn að nefna 11. liðinn að varðandi lögbundnu verkefni og ég veit að borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir mun koma inn á 10. spurninguna varðandi langtímaveikindi starfsfólks en hún var einmitt framsögumaður í því máli hér daginn af okkar hálfu borgarstjórn. Að svo mæltu þá læt ég þessari yfirferð núna við síðari umræðu lokið. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu og til næsta máls háttvirtur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, bara örstutt, við getum auðvitað farið yfir þetta síðar. En borgarfulltrúum vekur athygli á því að í góðri greiningu fjármálaskrifstofu sem auðvitað fagleg úttekt og áhættugreining á fyrirhugaðri fjölgun almennra félagslegra leiguíbúða vakin athygli á því að einn helsti áhættuþátturinn í uppbyggingu félagslegs húsnæðis á landinu það hvort að félags- og húsnæðismálaráðherra og ríkisstjórnin standi við yfirlýsingar sínar á sviði húsnæðismála.
Ég gat ekki skilið borgarfulltrúan öðruvísi en að hann hefði verulegar áhyggjur af því að orðum myndi fylgja efndir þegar það væri annars vegar og það væri sjálfsagt vandamál borgarinnar ef að það væri ekkert að marka orð ráðherrans eða fyrirheit ríkisstjórnarinnar á sviði húsnæðismála. En ég held að sé nú fleiri en sá sem hér stendur sem lendir þar í vanda ef að frá þessum yfirlýsingum öllum verður hlaupið, vegna þess að við eigum einfaldlega mjög mikið undir því að það sé byggt rösklega upp félagslegt húsnæði á Íslandi. Enginn hefur talað meira fyrir því að sveitarfélögin gerðu þar sitt heldur en núverandi ráðherra og ef það síðan mun stranda á því að ríkið komi að fjármögnun þeirra áforma í takt við þær áherslur sem að ráðherra sjálfur hefur kynnt og ríkisstjórnin, að þá detta mér nú bara alla dauðalýs úr höfði. Og ef ég á að fara að fabúlera eitthvað ef varandi það, þá held ég að það væri alveg gríðarlegt vandamál fyrst og fremst fyrir ráðherrann sjálfan, en í öðru lagi fyrir ríkisstjórnina og ríkisstjórnar meirihlutann á Alþingi sem pólitískt vandamál, en auðvitað líka praktískt úrlausnarefni fyrir okkur hér í borgarstjórnarsalnum. En ég veit satt best að segja, ef ég á að vera alveg einlægur, hvernig ráðherra kæmist eða frá fyrir yfirlýsingum sínum í málinu ef hann hleypur síðan undan þegar að hér eru komnar raunhæfar áætlanir raunverulegar íbúðaruppbyggingu til að svara þeirri brennandi þörf sem eru auðvitað í þessum málum. En til þess að róa borgarfulltrúann þá get ég líka sagt að í þeim viðræðum sem ég hef átt við ráðherra, ég tek það fram að þær hafa fyrst og fremst verið áður en þessar tillögur hafa verið lagðar fram, hef ég ekki fundið annað en metnað og vilja til þess að standa við stóru orðin og ég hlýt að treysta því þar til ég tek einhvern veginn öðruvísi á því að þannig verði það. Nú, verkalýðshreyfingin hefur líka boðað það að þetta verði mikið áhersluatriði eða hugsanlega í næstu kjarasamningum sem eru mjög skammt undan og ég held að einfaldlega það sé svo miklu stærra mál en að við getum leyft okkur að ræða hér sem eitthvað ef og kannski og skildi ef að frá þessu verði öllu hlaupið. Þannig að tillögur okkar eru tímabærar en það eins vegar heiðarlegt og rétt eins og fjármálaskrifstofa gerir að draga fram þá óvissu sem ennþá því miður efndir og stefnumörkun og einstakar stærðir þegar aðkoma ríkisins annars vegar. Og þess vegna það hér gert og við drögum ekkert fjöður yfir það en við höfum hins vegar ekki farið fram með einhverjum svona efasemdum að það veri staðið við þau skýru fyrirheit sem gefin hafa verið. Því að það auðvitað algjört stór mál ef svo það ekki. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti, kæri og margir ágætir borgarfulltrúar, allir að sjálfsögðu. Við erum nú hér komin í seinni umræðu vegna frumvarps fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar. Ég fór nú nokkrum orðum þessa áætlun í fyrri umræðu hér og það er nú hefði í seinni umræðu að þá eru allnokkur fjöldi á mælendaskrá eins og gengur og þetta eru fundir sem að standa nú að jafnaði langt fram til kvöldi þannig að ég ætla nú svo sem ekki að vera mjög langorður og alls ekki langorður í sjálfu sér. En ég vil nú byrja á því að þakka borgarstjóra kærlega fyrir sitt góða og skýra innlegg og hann gerði hér grein fyrir þeim tillögum meirihlutans sem hafa komið fram milli umræðna og ég vil nú meina að þessar tillögur auðvitað bæta áætlunina enn frekar. Þarna eru mjög mörg
mál sem ánægjulegt að sé hægt að standa að baki. Og þar vil ég nefna meðal annars að eins og hefur verið rætt hér, að við erum að stefna á að bæta verulega í varðandi félagslegt húsnæði og svo langar mér nú kannski líka til þess að nefna tillögur varðandi skólamáltíðir sem hafa verið töluvert í umræðunni og þetta er ánægjulegt að við séum í þeirri stöðu að geta bætt gæði eða aukið gæði skólamáltíða. Góð gæði, var einhvern tíðan hlegið að manni fyrir að segja góð gæði, en aukin gæði eru ekkert aðhlátursefni, það er alveg ljóst og það þangað stefnum við. Og auðvitað eiga börnin okkar auðvitað eiga að bjóða börnunum okkar upp á mat sem er já, svona stenst þær lágmarkskröfur sem að gerðar eru til manneldis, augljóslega. Þangað stefnum við. Og það eru fleiri tillögur þarna auðvitað sem eru mjög góðar og ég ætla svo sem ekki að fara að telja þær allar upp hér. En eins og ég segi, ég held að með því að þessar tillögur eru framkomnar þá séu hér með ansi skothelda fjárhagsáætlun og verð að segja fyrir mína parta, ég er nokkuð stoltur af því að eiga þátt í gerð þessarar áætlunar. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson, hann talaði það að aðkoma borgarráðs, hann saknaði vinnufunda í borgarráði fjárhagsáætlun og það í sjálfu sér kannski sjónarmið sem er ekki svo galið þó að mörgum þykir nú nóg fundarsetu. Þá það auðvitað vissulega svo að fjárhagsáætlunin er okkar mikilvægasta stefnumörkunartól hverju sinni. Og ég kom nú dálítið inn á þetta hér í minni ræðu við fyrri umræðu. Og það auðvitað svo að aðkoma borgarráðs, þar að segja, auðvitað vinnur meirihlutinn bein aðkoma meirihlutans að gerð fjárhagsáætlunar utan fagsviðana auðvitað meiri heldur en þeirra sem sitja í minnihluta, það þannig. Og það ekkert leyndarmál að auðvitað sitja borgarfulltrúar meirihlutans á vinnufundum, stundum nokkuð löngum segja, við undirbúning fjárhagsáætlunar. Það sem að kannski og ég kom inn á þetta í minni ræðu við fyrri umræðu, það sem að kannski hefur breyst mest frá því að við komum hér og gerðum fyrstu 2 áætlanir, meirihluti Bestaflokks og Samfylkingar 2010, það að við erum búin að teygja í öllu fjárhagsáætlunarferlinu. Þannig að, og ég sagði frá þessu í ræðu minni við fyrri umræðu, svona sem hálfgerðu gríni, að þarna hefði draumur fjármálastjórans ræst, að það fyrsta sem við gerum þegar við erum búin að samþykkja fjárhagsáætlun að setjast á fund og fara að ræða fjárhagsáætlun næsta árs og 5 ára áætlun næstu 5 ára. Þetta var nú ekki svona hér fyrir nokkrum árum en svona núna og þetta náttúrulega miklu betri bragur á þessu vinnulagi. Og ég merki það, ég held bara að áætlunin sé miklu vandari. Það sem við hugsanlega þurfum að leysa það hvernig nú erum við með það þannig. Pólitískar, borgarfulltrúi Halldór Halldórsson, hann dregur í raun og veru, hann kvartar yfir því að það sé ekki unnið nóg mikið saman að gerð fjárhagsáætlunar og við eigum ekki nóg marga langa fundi saman í borgarráði við gerð fjárhagsáætlunar. En síðan eyðir hann í raun og veru mestu púður í sinna ræðu til þess að draga einhvers konar línu milli meiri og minnihluta og segja það að minnihlutinn sé eitthvað sem hann vill ekki vera. Það að segja að meirihlutinn sé svo vinstri sinnaður að maður merkir það af orðum borgarfulltrúans að fyrir vikið sé ekki með okkur vinnandi. Það sem að vinstri hljóta að vera svo ósköpulega vont. Eða ég allavega merki það í orðum og svona ákveðinni tjáningu borgarfulltrúans að vinstri sé einhvern veginn eitthvað vont. Það svona eitthvað óhreint sem þú vilt ekki koma mikið nálægt og í því felist einhvers konar
einhvers konar áform eða áætlanir sem hann geti ekki tengt á nokkurn nátt við og dregur sérstaklega út að við viljum ekki einkavæða skólakerfið og velferðarkerfið. Og það þannig þá bara. Það auðvitað langt í frá að við höfnum öllum lausnum þar sem að einkaaðilar eða félagasamtök geti komið að því að komið með góða lausnir inn í það starf sem að borgin er að sinna og skyldur borgarinnar og við höfum bara sýnt það á þessum fáum mánuðum sem þessi meirihluti hefur starfað. Við höfum alveg verið opin fyrir slíkum hugmyndum þegar að það á við. En það er alveg rétt að megin okkar samstarfssáttmáli gengur út á það að megin reglan er sú að borgin sinni sjálf þessum helstu verkefnum sem að hún er með á sinni könnu. Borgarfulltrúinn tiltók sérstaklega sorphirðuna. Það var ótækt að hún var ekki boðin út en sannleikurinn er nú sá að sorphirðan hér er bara ansi hagkvæm miðað við önnur sveitarfélög og það er nú kannski ein helsta ástæðan fyrir að hún hefur ekki verið boðin út að það hefur ekki verið talið líklegt að þjónustan batni eða að kostnaður lækki. Og það er byggt á reynslu annarra og þannig er það nú bara. En ég vil af því að það var nú nefnt hér greinargerð fjármálaskrifstofu, bæði borgarfulltrúi Halldór Halldórsson og borgarstjóri tiltóku eða nefndu þessa góðu greinargerð sem eitt sinn var töluvert lengri en hún er núna og hugsanlega þannig að hún vakti svona hroll hjá mörgum sökum þykktar og lengdar en nú er búið að meitla þetta. Þetta er orðinn ansi svona aðgengilegur og góður pappír og mjög upplýsandi og af því að við erum nú í beinni útsendingu í mynd þá finnst mér ástæða að draga þetta hérna sérstaklega upp og bendi fólki á að þetta verður aðgengilegt á netinu. Er kannski þegar orðið það? Jú, er þegar orðið það, segir skrifstofustjóri borgarstjórnar. Það er skilvirknin. En þessi greinargerð er fróðleg lesning og mjög upplýsandi og eins og ég segi, ástæða til að hrósa fjármálaskrifstofu sérstaklega fyrir þessa greinargóðu framsetningu. Nú aðeins bara, mig langar aðeins að fabulera rekstur borgarna því að það er svona verið að ýja því einhvern veginn, borgarfulltrúi Halldór Halldórsson er að draga í efa að rekstur samstæðunum sé góður, að hér sé haldið á málum með ábyrgum hætti og hér sé gætt aðhalds. Og hann í raun og veru dregur í efa að þetta sé, hann segir þetta er ekkert gott, þetta er svo skuldsett. Skuldirnar eru svo háar og það er vissulega rétt að skuldir samstæðunar eru háar og allt og háar. Orkuveita Reykjavíkur er gríðarlega skuldsett og þetta er fortíðarvandi sem hefur verið tekinn föstum tökum og það gengur bara mjög vel. Hér var farið í miklar fjárfestingar og hefur gjarnan og heilmikið verið deilt í þessum sal hverjum það er að kenna að hafa farið í svona vitlausa fjárfestingar. Það var svo sem ekki fengist neitt ákveðið svar við því en það virðist þó nokkrum vera að kenna, það er þannig. Það skiptir ekki öllu, það sem skiptir mestu máli er hvernig er að takast á við þennan vanda og það er verið að takast á við þennan vanda á mjög skilvirkan og ákveðinn hátt. Þar er margrætt plan sem var sett fram 2011 og var samþykkt af þáverandi meirihluta Bestaflokks og Samfylkingar. Þetta plan hefur bara gengið eftir og á sömu leyti heldur betur en gert var ráð fyrir og það er verið að greiða niður skuldir af miklum krafti. Það er jafnvel hægt að tala Íslandsmet. Og það er alveg ljóst að þetta fyrirtæki er komið á töluvert mikið annan stað en það var og mun auðvitað fyrirsjáanlegt að rekstur þess mun í raun og veru bara batna enn frekar. En þetta gerist ekki nema vegna þess að það er gripið í taumana þegar stefnir í óefni og það er mikilvægt að við gerum það.
og eins talað að vissulega hafi skuldir A-hluta hækkað, og það er rétt að auðvitað hafa þar hækkað vegna þess að það verið framkvæmt duglega á tímum þar sem að í raun og veru var mikið, mér liggur við að segja frost í framkvæmdum hér á þessu landi, og ég held að við getum með sanni sagt að Reykjavíkurborg hafi dregið vagninn þegar kemur að því að halda hér uppi atvinnustigi á tímum sem að voru ekkert allt og bjartir, og þetta var auðvitað, þessar framkvæmdir að miklu leyti fjármagnaðar með lántöku, en eins og fjárhagsáætlunin sýnir og 5 ára áætlunin, þá borgin í bara mjög vel í stakk búin til þess að greiða niður þessar skuldir, og þetta núna verið að fjármagna stærstan hluta framkvæmda af handbæru fé, sem er auðvitað mjög gott, og varðandi rekstrakostnað, þar auðvitað var það haft sem útgangspunktur þegar var verið að skipuleggja þessar framkvæmdir, þessar miklu framkvæmdir, leyfi mér að segja, að þær myndu ekki hafa mjög íþyngjandi áhrif á rekstur borgarsjóðs til langs tíma, og það hefur tekist vel. Þannig ég held að það er auðvitað mikilvægt að við svona ræðum hlutina og veltum fyrir okkur hvað vel gert og hvað illa gert, en í öllum meginatriðum held ég að við getum sagt að það hefur verið í það minnsta síðustu 4 ár, og mér sýnist stefna í það næstu 4 líka, haldið á málum hér með mjög ábyrgum hætti. Fjármálastjórn til fyrirmyndar, það algjörlega ljóst. Staða borgarsjóðs mjög sterk, þó eins og borgarstjóri kom inn á, auðvitað þurfi þú veist, þetta ekkert létt verk, og þetta á ekkert að vera létt verk, en við erum að standa okkur mjög vel, og það ástæða til að þakka auðvitað starfsfólki fyrst og fremst. Ég kem nú aðeins inn á það, ég með svona smá þakkarnótu hérna á eftir. En ég fengi það ánægjulega hlutverk að fara lauslega yfir starfsáætlanir tveggja, eins byggðasamlags og eins B-hlutafélags, Faxaflóahafna og Strætó. Ég varamaður í stjórn Strætó, og okkar fulltrúi í stjórninni því miður getur ekki verið með okkur hér í dag, og síðan ég varaformaður stjórnar Faxaflóahafna, hvar sami fulltrúi formaður. En í örstuttri yfirferð þá það svo að Faxaflóahafnir gera ráð fyrir tekjum upp á tæplega 2,9 milljarða á árinu 2015 og gjöldum upp á 2,6, þannig að það gert ráð fyrir rekstrarniðurstöðu eða rekstrarafgangi upp á 245 milljónir rúmar. Framkvæmdir í samræmi við langtímaáætlun hafnarinnar. Meginverkefni ársins 2015 og næstu ára bygging á nýjum hafnarbakka utan Klepps í Sundahöfn, sem reiknað með að í framtíðinni verði helsti vöruflutningabakki fyrir farmstöð Eimskipa. Og þar kemur möguleiki á að þjóna stærri og djúpri flutningaskipum sem reiknaði með að komi í notkun á næstu árum. Og ég tek þetta nú upp úr starfsáætlun Faxaflóahafna sem þeir eru með fyrir framan ykkur, og óska nú ekki sérstaklega heimildar þó ég sé að lesa hér að einhverju marki orðrétt upp úr henni, enda bæti ég mínu persónulega persónulegu touchi maður sletti aðeins á þetta. En síðan verið að reikna með þróun og uppbyggingu lands á Grundartanga og gatnakerfis á Katanesi fyrir sólarkísilverksmiðju Silicor Materials. Þannig að þetta nú svona stærstu framkvæmdirnar. Umfangur rekstrarins með hefðbundnum hætti milli ára og rekstrartekjur ívið hærri en hefur verið undanfarin ár. Það kannski Faxaflóahafnir
má segja afskaplega vel heppnað samstarfsverkefni margra sveitarfélaga. Þarna erum við þarna eru meðeigendur okkar Akranes og Borgarbyggð og Hvalfjarðarsveit og ég held að ég geti sagt að þarna samstaða eigenda rekstur þessa félags algjörlega til fyrirmyndar og ástæða til að þakka fyrir það. Nú varðandi fjárfestingar þá eru þessi Hafnarbakkagerð þetta og aðstöðusköpun sólarkísilverksmiðju Silicon Materials á grundartaka helstu verkefnin. En auk þess unnið að ýmsum verkefnum víða hafnarsvæði, svo sem flotbryggjur fyrir ferðaþjónustu á Vesturbugt og Akranesi, bætta aðstöðu fyrir smábáta í Borgarnesi, gatnagerðarverkefni tengd úthlutun lóða og endurbættur á hafnaraðstöðu á Skarfabakka, Miðbakka, Austurbakka og þar aðalega verið að hugsa móttöku skemmtiferðaskipa. Nú, það má kannski taka það fram að rekstur og framkvæmdir eru fjármagnaðar á reglulegum tekjum og tekjum á úthlutun lóða og engin lántaka fyrirhuguð til þeirra. En ég vil bara þakka stjórnendum og starfsfólki Faxaflóahafna kærlega fyrir sitt góða framlag og góða vinnu og stjórn líka og endurteka þarna ríkir mikil samstaða eigenda afskaplega farsælt apparat Faxaflóahafnir. Nú aðeins að Strætó. Mér langar með leyfi forseta aðeins að lesa upp hver eru leiðarljós Strætó en megin hlutverk Strætó að veita almenna þjónustu á sviði almenningssamgangna innan þess fjárhagsramma sem félaginu settur og nýta það fjármagn sem best til að koma til móts við óskir og væntingar viðskiptavina. Undir þetta hlutverk fellur rekstur almenningsvagna, Strætó, ferðaþjónusta fatlaðra og ferðaþjónusta eldri borgara. Það er kannski rétt að, áhersla stjórnarinnar varðandi til dæmis, áhersla stjórnarinnar auðvitað bæta og auka þjónustu Strætó og það alveg skýrt að hækkun sem getur orðið á fargjöldum á alltaf að skila sér í aukinni og bættri þjónustu í þeim tilfellum sem farið í hækkanir á til dæmis á fargjaldi. En það ekki gert ráð fyrir að framlag eigenda hækki umfram verðlag til Strætó. Nú það má geta þess að frumvarpi til fjárlaga ekki gert, eða þess að það gert ráð fyrir að framlag til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu lækki milli ára, sem auðvitað ekki góð tíðindi en var nú viðbúið, en við vonumst nú auðvitað til þess að það verði nú snúið við með það svona á síðari stigum eða næsta ári allavega og vissulega þetta framlag til almenningssamgangna mjög mikilvægt fyrir höfuðborgarsvæðið. Nú það gert ráð fyrir þjónustuaukningu, það akstur á álagstímum á morgnana og seinni parts dags verður aukinn til að koma til móts við fjölgun farþega og svo gert ráð fyrir að akstur á sunnudögum og öðrum svokölluðum rauðum dögum verði aukinn um 2 klukkustundir til að byrja með og akstur hefjist 9:30 í staðinn fyrir 11:30. Þetta hefur það verið okkar svona ósk að þessi akstur hefjist enn fyrr, hálf 8 væri æskilegt en þetta svona málamiðlun sem við höfum fallist á með eigendum okkar þarna og munar nokkru. Þetta gerir svona almenningssamgangnakerfið betur í stakk búið til þess að vera svona alvöru valkostur fyrir fólk sem ekki vill ferðast á bíl. Nú helstu verkefni Strætó 2015 eru þau að í byrjun árs mun Strætó taka við umsjón með öllum akstri fyrir fatlað fólk og eldri borgara á höfuðborgarsvæðinu fyrir utan Kópavog reyndar. Þá gert ráð fyrir að fjárfest verði fyrir 100 milljónir króna í upplýsingatækni og þar vega þyngst kaupa búnaði vegna rafrænna farþegatalninga
fyrir 30 milljónir en þar reyndar gert ráð fyrir sparnað á móti upp á 15 milljónir þar sem að hætt verður að telja farþega handvirt. Það gert ráð fyrir að kaupa 8 nýja strætisvagna á árinu og kostnaður við það 266 milljónir og það reyndar, já, það má geta þess að í frumvarpi til fjárlaga 2015 gert ráð fyrir að fella niður endurgreiðslu á 2/3 hluta virðisaukaskatts vegna kaupa almenningsvagna og það leiðir til þess að fjárfestinga á þessum 8 vögnum hækkar 54 milljónir króna og verður því 320 milljónir, ekki 266. En það ekki gert ráð fyrir lántökum á árinu 2015 til þessa. Ég vil nú bara þakka starfsfólki Strætó fyrir sín velunnu störf á árinu og þar hefur auðvitað aðeins gustað á undanförnum vikum en starfsfólk hefur tekið því af æðruleysi og unnið sín störf eftir bestu getu á þessum tíma og nú stendur auðvitað fyrir dyrum ráðning nýs framkvæmdastjóra og við erum þess fullviss að þar munum við fá hæfileikaríka og kraftmikla manneskju til að sinna því starfi. En ég ítreka þakkir til starfsfólks Strætó og ekki síður þeirra sem nota þjónustuna því að þeir eru ekki síður mikilvægir en starfsfólkið, mikilvægari jafnvel. En ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég vil þakka öllu starfsfólki borgarinnar fyrir að vinna frábært starf og það er alltaf, það kemur mér alltaf jafn mikið á óvart hvað fólk einhvern veginn endalaust tilbúið að leggja sig fram hér til þess að gera þessa borg en það betur en hún og ekki en hún slæm fyrir. Ég vil líka bara þakka íbúum borgarinnar kærlega fyrir jákvæða strauma sem að þeir senda í átt til okkar hér í borgarstjórn og ég held að það sé ljóst að áherslur þess að meirihluta njóta mikil stuðnings enda stemmingin í þessari borg góð og stefnan skýr og það eykur auðvitað getu til þess að bregðast við ýmiss konar áföllum eða aðstæðum og uppákomum og það nú kannski lítið dæmi það er mikið óveður sem gekk hér yfir á sunnudagskvöldið að það sýndi að með jákvæðu hugafari hægt að bregðast við áföllum því að það var nú ekki nóg með það að við getum ekki haldið árlega samkomu fyrsta sunnudagi aðventu á Austurvelli til þess að kveikja ljósin á Oslóartrénu og fagna komið þess hingað til lands. Heldur þá bara brotnaði tréð hreinlega í þessum stormi og það var auðvitað leiðinlegt og það var ekki reisulegt svona brotið tréð en með jákvæðu hugafari og hröðum og öruggum og snörpum viðbrögðum og samvinnu, alþjóðlegri samvinnu að þá tókum menn höndum saman og það var í samráði við norska sendiráðið farið í að finna nýtt tré innan borgarmarkanna og það fannst bara á fáeinum klukkutímum og ég gerði það fyrir þessi norskt rauðgrunni og þarna ágætis dæmi það hvernig vondri stöðu er snúið upp í góða með jákvæðum og ákveðnum viðbrögðum og þetta svolítið svona, þetta litla dæmi sýnir aðeins held ég hvernig við störfum hérna í þessari borg. Við tökum því sem að höndum ber, við erum með nokkuð skýra stefnu, við höfum áætlanir hvernig við getum brugðist við ólíkum aðstæðum og svo getum við líka verið spontant og greitt úr flækjum, jafnvel með í alþjóðlegri samvinnu. Því að borgin ekki eyland, það hefur sýnt sig. En ég hlakka til að fylgjast hér með umræðum í dag og þakka fyrir mig og óska ykkur heilla. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir.
Hæstvirtur forseti, borgarstjóri og borgarfulltrúar. Markmið þeirra fjárhagsáætlunar sem nú er lögð fram af meirihlutanum í Reykjavíkurborg, Samfylkingunni, Bjartri framtíð, Vinstri grænum og Píratar eru þau helstu. Í fyrsta lagi að gjöld á barnafjölskyldur lækki. Í öðru lagi að frístundakort hækkar. Í þriðja lagi að stofna verði nýtt stjórnkerfis- og lýðræðisráð. Í fjórða lagi að ráðið verði erindreki gegnsæis og samráðs. Í fimmta lagi að lögð rík áhersla á læsi, verk og listgreina í skólum. Kjarasamningar ársins færðu starfsfólki borgarinnar nokkra kjarabætur. Það ætla ég ekki að efast. En þær kjarabætur sem fengust með örlitlum launahækkunum komast ekki hálfkvist við þær kjarabætur sem styrk og stöðug efnahagsstjórn ríkisstjórnarinnar hefur skilað okkur á síðasta ári, með lægstu verðbólgu til fjölda ára. Þar er raunveruleg kaupmáttaraukning fyrir hinn venjulega Reykvíking. Á síðasta ári ákvað borgarráð að hætta við áformaðar hækkanir á gjaldskrám í öllu helstu þjónustuflokkum Reykjavíkurborgar sem átti að taka gildi 1. janúar 2014 og var frysting gjaldskrá að hluta af því að sporna við verðbólgu og auka kaupmátt. Það er því miður og illskiljanlegt að sjá núna almennar og oft á tíðum verulega gjaldskrárhækkanir sem eiga að taka gildi þann 1. janúar 2015 þegar verðbólga þessu ári er 1,9% og nemur ársverðbólga án húsnæðis aðeins 0,5%. Undanfarna 3 mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað 0,3% stig sem jafngildir 1% verðbólgu á ári og án húsnæðis væri 0,9% verðhjöðnun. Þessar upplýsingar eru fengnar frá greiningardeild Arion banka. Hvernig getum við það lagt fram gjaldskrárhækkanir sem eru langt umfram verðbólgu? Það er þannig að fjárhagsáætlunin er byggð meðal annars á tekjum, enda verður þetta það fyrsta sem borið verður upp til atkvæðagreiðslu hérna á eftir í borgarstjórn. Það er þess vegna sem þetta er mjög mikilvægt. Í orðum borgarstjóra fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun segir að þess sjáist skýr merki að Reykjavík muni draga vagninn í hagvexti á Íslandi í fjárfestingu og uppbyggingu. Ég ætla að leyfa mér að fara á þann vagn, en ég ætla ekki að fara á hinn vagnin, sem er sá að með þeim gjaldskrárhækkunum sem nú eru boðaðar er ljóst að Reykjavíkurborg ætla líka að draga vagninn í því að keyra upp verðbólguvæntingar næsta árs og setja þannig þær kjarabætur starfsmanna Reykjavíkurborgar og annarra íbúa borgarinnar í uppnám og þyngja verulega rekstur heimilanna í borginni. Meirihlutinn leggur ekki aðeins til óbreytt skatthlutföll í borginni, en þau eru eins há og hægt er að hafa þau lögum samkvæmt. Það er bara hreinlega ekki hægt að fara lengra í skattpíningu Reykvíkinga. En þegar skatttekjur þrjóta, þá eru búnar til aðrir tekjuliðir og þeir tekjuliðir sem þeir eru fyrir hendi eru hækkaðir. Tekjuliðir borgarinnar eru jú útgjöld hjá einstaklingum, fjölskyldum og lögaðilum í Reykjavíkurborg. Það er sem sagt það sem hinir þurfa að borga til borgarinnar svo að hér sé áfram hægt að reka ekki aðeins lögbundna þjónustu eins og rekstur grunnskóla og velferðarþjónustu, því miður, heldur í alls konar ýmiss konar gæluverkefni sem okkur kjörna fulltrúa greinir á hvort það sé hlutverk borgarinnar í að sinna. Fyrrverandi borgarstjóri sagði í fyrra að hann vildi sýna í verki og leggja sitt af mörkum til að það nái sátt að efla kaupmátt og almenn lífskjör í landinu. Það er vel. En hvað er nú verið að gera? Hvað segir núverandi borgarstjóri þennan vilja, sem hafði jú sitt að segja í því að tryggja honum borgarstjórastólinn og hafði sitt að segja í að auka kaupmátt borgarbúa? Vill núverandi meirihluti ekki halda áfram að efla kaupmátt og almenn lífskjör borgarbúa? Það er ekki hægt að segja að það sé auðvelt að sjá slíkt út frá þessum boðum gjaldskrárhækkunum. Það hefur því verið skammgóðu vermið fyrir starfsmenn borgarinnar þegar þeir hafa rétt núverið farið að skynja aukinn kaupmátt að honum sé nú fórnað á græðgisaltari nýs meirihluta strax eftir kosningar. Gera má ráð fyrir því að skattpening borgarinnar haldi áfram og að gjaldskrárhækkanir verði umfram verðlagshækkanir alveg fram á næstu kosningum. Prófessor minn í lögfræði sagði eitt sinn að það var oftast þannig á Íslandi
að eitt sinna skattur væri lagður á, þá væru afar litla líkur ef nokkrar á því hann yrði afnuminn. Ekki óvarlegt að leggja álögð gjöld að jöfnu við skatta í þessu samhengi. Ég spyr, þetta sú leið sem borgarbúar vilja fara í rekstri borgarinnar? Að vera með hækkanir á minnstu einingar samfélagsins? Þetta sú leið sem við kjörnir fulltrúar ætlum að standa fyrir gagnvart okkar umbjóðendum? Þetta að minnsta kosti ástæða þess að ég stend hér í dag til þess að verja heimilin í borginni eins og hægt fyrir frekari hækkunum. Hækkunum, enn og aftur, langt umfram verðlagsbreytingar. Í umræðinni við gerð frumvarpsins var lögð lína verðbreytingar hækkunum 3,4%. Þegar verðbólga það sem af árinu 2014 neikvæð þegar ekki tekið tillit til húsnæðisliðar. Ég hjó eftir því að í greinargerðinni sem fylgdi með fjárhagsáætlun og í 5 ára áætlunni, þar segir að þó nokkra gjaldskrár taki verðlags- og kostnaðarhækkunum. Þegar ég las það fyrst, þá vonaði þetta væri bara örfáar, allavega ekki mjög margar verðlagshækkanir eða kostnaðarhækkanir á gjaldskrár. Og það var þess vegna sem ég fór að skoða þennan þátt sérstaklega og vill gera hann að aðalefni mínu í þessari ræðu. Það ekki þó nokkra gjaldskrár sem taka verðlags- og kostnaðarhækkunum. Það langstærsti hluti gjaldskrár sem hækka eða 82% af þeim gjaldskrárliðum sem lagðar hér fram. Í heildina gjaldskrárliðir sem eru nefndir í þessu fína blaði, nú tek ég borgarfulltrúa Björn Blöndal með til fyrirmyndar og sýni ykkur hérna skjalið. Í þessu góða skjali 438 gjaldskrárliðir teknir saman. Af þeim aðeins 80 sem hækka ekki. Hvernig það að halda því fram í fjárhagsáætlun að þó nokkra gjaldskrárhækkanir taki verðlags- og kostnaðarhækkunum eins og gert í greinargerð með fjárhagsáætlunni? Ég tel nauðsynlegt samhengis vegna að gera grein fyrir samtölu hækkan eftir sviðum í stuttu máli. Á íþrótta- og tómstundasviði 74 gjaldskrárliðir. Af þeim 61 sem tekur breytingum og aðeins 13 sem eru óbreyttir. Það því 82,4% gjaldskrárliða á sviði íþrótta- og tómstundasviðs sem taka breytingum og mesta breytingi þær 17,6%. Sundstæður að meðaltali hækka 3,39% og aðgangsgjöld í fjölskyldu húsdýragarðinn hækka að meðaltali 5,82%. Kaupendur eða notendur þessara þjónustur í flestum tilfellum einstaklingar, reykvíkingar, ungir og aldnir sem að njóta útiveru, hreyfingar og samveru og hugsa heilsuna. En þessi borgarbúar verða fyrir verulegu kjaraskerðingu vegna boðaðra gjaldskrárhækkana. Næst að skóla- og frístundasvið. Þeir með 62 gjaldskrárliði. Þar 12 sem að standa í stað og 12 sem lækka. Og hérna verið uppfylla kosningar og Vinstri grænna með skemmtilegri bókhaldsbrellu. Þar sem 61% gjaldskrárliða sem að hækka. Erfitt að sjá að það sé sérstaklega gert til þess að auðvelda fjölskyldunum í borginni lífið. En í samstarfssáttmála meirihlutans sérstaklega talað að bæta kjör barnafjölskyldna. Rétt samt að halda því til haga, því sem vel gert. Auka á fjárframlög til þessa málaflokks 200 milljónir. Annars vegar 100 milljónir að fara í lækkun á námsgjaldi leikskólana, en fæðisgjöldin hækka. 100 milljónir að fara í systkinaafslætti þvert á skólastig, sem á eftir að finna útfærslu á þannig að sanngirni sé gætt. En þetta ekki allt. Frístundaheimilin hækka alltaf 4,3%. Sumarnámskeið á vegum borgarinnar hækka. Skráningagjöld á smíðavelli hækka. Grunnskólamáltíðir hækka. Skólahljómsveitir hækka. Náms- og fæðisgjöld barna íslenska ríkisborgara með lögheimili erlendis hækka líka. Fæðisgjöld vegna barna hjá dagforeldrum. En það sem hækkar ekki náms- og fæðisgjöld vegna barna hjá dagforeldrum. Og fæðisgjöld í leikskólum hækka. Lækkun á námsgjöldum á leikskóla á bilinu 6,2 til 6,4%.
Eitt flokkurinn í meirihlutanum, Vinstri grænir, segja að viðbótar innheimta vegna grunnþjónustu ofan á útsvar sé ósanngjörn og takmarki tækifæri barna og hafi mikil áhrif á ráðstöfunartekjur barnafjölskyldna. Við í Framsókn og flugvallavinnu eru sammála því að þessar gjaldskrárhækkanir hafi mikil áhrif á ráðstöfunartekjur barnafjölskyldna. Og þess vegna er mjög ótrúverðugt að meirihlutinn sé að leggja þetta fram hér og nú. Hvar er gjaldfrelsi leikskóli? Var það vísvitandi að leikskólagjöldunum var skipt upp í 2 þætti, fæðisgjöld og námsgjöld, svo hægt sé að hækka annað en lækka hitt? Hver eru þá heildaráhrifin á fjölskyldur ungra barna? Heildar leikskólagjöld fjölskyldna eru ekki að lækka boðaðar lækkanir í gjaldskrá eða 6,2 til 6,4%, því hækkanir á fæðisgjaldi vega á móti. Þetta er erfiður kaleikur. Var þetta því sem var þetta loforðin gjaldfrjálsan leikskóla? Næst ætla ég að ræða velferðarsviðið. Velferðarsviðið hefur 53 gjaldskrárflokka og það er aðeins einn af þeim sem helst óbreyttur. Allir hinir hækka. Fjöldi gjaldskrárflokka sviðsins sem hækkar eru 52. Það er 98% af gjaldskrá velferðarsviðs. Allar veitingar og fæði hækka, greiðslur fyrir allt félagsstarf hækkar, þjónustugjöld í íbúðum aldraðra hækkar, heimaþjónustan hækkar, húsnæði og fæðisgjald í búsetuúrræðum hækkar, ferðaþjónusta fatlaðs fólks hækkar, aksturþjónusta eldri borgara hækkar og leiga á sölum hækkar. Í samstarfssáttmála meirihlutans segir að nauðsynlegt sé að fá aukið fé til málaflokks fatlaðs fólks. Það verði meðal annars sótt með samningu við ríkið. En þessi meirihluti ætlar líka og greinilega miklu leyti að sækja hann beint til notenda velferðarþjónustunnar. Velferðarmálin er einn stærsti flokkurinn af þau lögbundnu verkefni sem sveitarfélög á að sinna, sem Reykjavíkurborg á að sinna. Hér er sá hópur fólks sem býr við lökustu kjörin. Hér er sá hópur fólks sem á sér líklega fæsta málsvara. Og hvað gerir meirihlutinn við þann? Setur á hann gjaldskrárhækkanir á alla liðina nema einn, langt frá verðbólgu. Kjaraskerðing fyrir þennan hóp verður líklega langmestur. Það er miður. Eitt er að kyngja gjaldskrárhækkunum í öllum hinum flokkunum, en að þessi þurfi líka að sæta þessum hækkunum er grátlegt. Er sorglegt svo ekki sé fastara orði kveðið. En það eru önnur alls konar ýmisleg verkefni sem við tökum á okkur í borginni. Menninga- og ferðamálasviðið er með 106 gjaldskrárliði. Af þeim eru 25 sem ekki taka breytingum, eða 23,6%. Áhugavert og samt aftur á móti að skoða að þeir liðir sem hækka ekki, að þá eru 18 liðir sem tengjast leigu á fasteignum eftir atvikum aðstöðu. Er að ræða leigu á Hafnarhúsi, leigu á tjaldi í Porti og leigu á Kjarvalsstöðum. Og 4 til viðbótar sem tengjast húsaleigun, að ræða leigu á Dillonshúsi, fundarsal Kornhúsins, fundarsal á Lækjargötu og kirkju. Eina salaleigan sem hækkar er salalegi í Menningarmiðstöðinni í Gerðubergi. En þar er 4% hækkun á leigu. Ég leyfi því að velta því upp sem nýbúi í Breiðholtinu, hvort að þetta endurspegli þá afstöðu meirihlutans til þess að styðja við aukna menningu í úthverfi borgarinnar, til dæmis Breiðholtinu, úthverfinu, ef við kannski bara kalla hverfinu. Skýtur það skökku við þessu samhengi að leiga sé almennt ekki hækkuð, en salurinn í hverfinu sé sá eini sem hækkar. Ekki er það óvarlegt að ætla að það séu frekar efnameiri einstaklingar og fyrirtæki sem að leigja þessa sali. Húsnæði til þess að halda fagnaði. Þetta eru borgarbúar sem hafa oftast meira fé en minna á milli handana og því óskiljanlegt að gjaldskrárhækkanir séu lagðar á þá sem minna mega sín í grunnþjónustu borgarinnar eins og ég gerði hér áður grein fyrir hjá íþrótta- og tómstundasviði, velferðarsviði og skóla- og frístundasviði. Og síðast en ekki síst á velferðarsviðinu, í staðinn fyrir gæluverkefni þar sem engar hækkanir eða litlar eru settar fram. Á umhverfis- og skipulagssviði, þar eru 143 gjaldskrárflokkar. Þetta svið á alveg vinningin í gjaldskrárhækkunum. Þar eru 17 flokkar sem eru óbreyttir og 11 nýjir gjaldskrárflokkar settir inn.
Alls því að ræða hækkun 88% af þeim gjaldskrárflokkum sem ráðið hefur með að gera og þar að 11 nýju flokkar. Ég ætla ekki að fara horðum orðum að vera sér að leggja á skipulagsgjöld, framkvæmdaleyfisgjöld og umsýslugjöld, enda hef ég talað fyrir því og oftar en ekki verið að leggja gjöld á þjónustu á fyrirtæki sem í byggingabransanum. En það nú aldeilis snúinn bransi, eins og borgarfulltrúar hafa haft orð á hér inni áður. En að sama skapi þá óskiljanlegt hvers vegna engin hækkun sé sett til dæmis á götu- og torgsöluleyfum, það 0% hækkun. En ekki hægt að yfirgefa umfjöllun gjaldskrárhækkanir á umhverfis- og skipulagssviði án þess að vekja athygli á því að sorphirðugjöld á okkur borgarbúa hækka að meðaltali 5,85%. Þetta hækkun langt umfram verðbólgu og ekki til annars fallin að rýra enn frekar ráðstöfunartekjur heimilanna. Eftir þessa yfirferð þá fátt sem gleður nýjan borgarfulltrúa þegar rýnt í boðaðar gjaldskrárhækkanir, enda kannski ekki markmið að gleðja mig. Ljóst að það tekur tíma að koma sér inn í öll verkefni borgarinnar og fjármagna þeirra og það hlutverk okkar kjörinna fulltrúa borgarinnar að skila borgarbúum betri borg að búa í að loknu kjörtímabili. Ég trúi því að við öll sem sitjum hér viljum hafa það að leiðarljósi en okkur greinir á aðferðirnar. Ég verð að taka undir orð borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar varðandi aðkomu kjörinna fulltrúa og borgarráðs að þeirri vinnu sem fram fer við fjárlagagerðina. Ég hafði fyrirfram trú á því að það væri miklu mun meira enda meirihluti með það að markmiði sínu að auka almennt samráð. Á þessu fyrsta fundi mínum hér, þar sem við erum fara að taka til afgreiðslu, þá liggja fyrir margar tillögur. Framsókn og flugvallavinir eru ekki með tillögu hérna á þessum til umræðu í dag. Mig langaði aftur á móti að koma fram með tillögu að gjaldskrá velferðarsviðs yrði fryst. En í því ljósi þá hefði ég þurft að koma fram með tekjuauka á móti. Ég skil það ágætlega. En þar sem ég hef ekki hugmyndaflug í að finna fleiri fleti til skattbindingar á borgarbúa, að þá lýk ég hér máli mínu. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og þá tekur borgarstjórinn næstur til máls. Forseti, borgarstjórn, þetta var merkileg ræða eða, já, allavega ræða og virtist megintilgangur hennar vera að búa til þá tilfinningu að hér væri verið að keyra gjaldskrár og skatta í botn sem víðs fjarri. Í þeirri fjárhagsáætlun sem hér liggur fyrir og breytingunum sem á henni eru gerðar verið að lækka gjaldskrár á barnafjölskyldur. Það verið að lækka námsgjöld í leikskólum þannig að þau lækka 6,8% og þá kostnaðarhlutdeild foreldra komin í kringum 11 til 12% af kostnaði. Og það ekki rétt að ekki sé búið að útfæra systkinaafslátt þvert á skólastig því að hann þýðir að fyrir þær fjölskyldur sem eru bæði með börn á leikskólaaldri og börn á frístundaheimili, þá lækkar frístundaheimilisgjald 50%. 50%. Fyrir var Reykjavíkurborg með lægstu gjaldskrár á höfuðborgarsvæðinu og lægstu fasteignaskatta á höfuðborgarsvæðinu því að það alrangt og ég veit eiginlega ekki hvaðan borgarfulltrúinn fái það að Reykjavíkurborg innheimti fasteignaskatta í samræmi við hámark því að því fer algjörlega víðs fjarri. Í Reykjavík voru fasteignaskattar á íbúðarhúsnæði lækkaðir í 0,2% á síðasta kjörtímabili og eru þar með þeir lægstu treysti ég mig nánast til þess að fullyrða á landinu, allavega þeirra sveitarfélaga sem ná einhverju máli. Það eru lægsta skatthlutfallið á höfuðborgarsvæðinu og það skiptir í raun engu máli hvort við erum að tala skatthlutfall heldur eða krónutölu. Garðabær og Seltjarnarnes sem sumir hafa kallað skattaparadísir eða eitthvað slíkt, innheimta nefnilega fleiri krónur af hverjum bæjarbúa heldur borgin. Vegna þess að þeir búa að meðaltali í dýrari húsum og hafa að einhverju leyti hærri laun.
Þannig að það ekki bara það að Reykjavík sé hagstæðust til þess að búa í fyrir fjölskyldur, heldur fer hún hagkvæmar og betur með fé miðað við þetta, þrátt fyrir að Reykjavíkurborg taki á sig miklu meiri skyldur í velferðarmálum. En hér var verið að gera tortryggilegt að aðrar gjaldskrár taki verðlagsbreytingum. En þegar heildar áhrif af gjaldskrárbreytingunum eru vegnar, að þá gæti ég trúa því að þær væru hlutlausar út frá verðlagsbreytingum, því að þessar stóru gjaldskrár lækka þó að séu smá hækkanir annar staðar. Allavega myndi ég vilja fá að sjá talnaleg rök fyrir málflutningi borgarfulltrúans. Að ekki sé talað að meirihlutinn hefur nú einkum verið að gagnrýna okkur fyrir að lækka leikskólagjaldskrárnar hingað til, þannig að það bregður nú aðeins nýrra við. Ég ætla ekki að elta mikið ólar við ótrúlega mærða romsu sem að borgarfulltrúin fór með sitjandi ríkisstjórn. Hún má alveg klappa henni eins og henni sýnist. En vilji hún sækja og finna baráttumál sem varða heimilin miklu, að þá væri nú býsna nærtækt að nefna hækkun matarskatts og sjúklingagjöldin sem að hin dýrlega ríkisstjórn að hækka. Þar eru fundnar gjaldskrár sem skipta veikt fólk og þá sem að hafa minnst milli handana miklu máli, eða hvað tók það ríkisstjórnina skamman tíma að frysta gjaldskrárnar sem við fórum í fararbróti fyrir hér fyrir réttum ári síðan og gerðum það á 1 viku í nóvember. Frysti ríkisstjórnin gjaldskrárnar í nóvember? Nei. Frysti ríkisstjórnin gjaldskrárnar í desember? Nei, ekki heldur. En ætli hún hafi gert það í janúar? Nei, hún gerði það ekki. En í febrúar kannski? Nei. Frysti ríkisstjórn heimilanna gjaldskrárnar í mars? Nei, hún komst bara ekki í það heldur þá. Það var bara í önnur horn að líta. En í apríl? Nei, hún gerði það ekki heldur. Hún gerði það nefnilega í maí. Hún gerði það í maí. Þetta var hið stórkostlega framlag hinnar frábæru ríkisstjórnar borgarfulltrúans til verðstöðugleika og kjarasamninga. Löngu eftir að kjarasamningarnir voru liðnir þurfti verkalýðshreyfingin og samtök atvinnurekenda að ganga eftir því að ríkisstjórnin stæði við stóru orðin sem hún gerði eftir lon og don, bara rétt nýlega, satt að segja. Rétt mátulega til þess að geta svo hækka sjúklingagjöldin frá og með júlí og kynnt matarskattshækkunina í september. Þannig ég held að borgarfulltrúnum væri sæmst að leggja fram rökstuðning fyrir stóryrðum sínum verðbólguvaldandi gjaldskrárbreytingar hér vegna þess að hér verið að lækka gjaldskrár, stærstu gjaldskrárnar á fjölskyldur og spara stóru orðin framgöngu ríkisstjórnarinnar nema ég fái þá að heyra rökstudda ræðu skoðanir borgarfulltrúans á hækkun sjúklingagjalda og matarskatti. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka starfsfólki borgarinnar fyrir velunnin störf undanfarnar vikur og mánuði, eiginlega undanfarið ár. Sérstaklega fjármálaskrifstofu borgarinnar undir forystu Birgis Björns Sigurjónssonar og Halldóru Káradóttur og náttúrulega samstarfsfólki mínu í meirihlutanum auk þeirra sem komið hafa að þessu út á sviðum. Það er afrek að búa til heildstætt plagg sem inniheldur pólitískar áherslur, forgangsröðun og stefnu í öllum málaflokkum. Það er afrek af hálfu okkar stjórnmálafólks og embættismannanna ekki síður sem að þurfa að reikna út áherslurnar og stefnuna, kostnaðarmeta það og setja það einhvern veginn, koma því haganlega fyrir í skjali þar sem að stendur svart á hvítu hvernig stefnan á að líta út og hvað hún kostar. Að ekki sé svo talað allar breytingatillögurnar sem við höfum verið að leggja fram á milli umræðna og gera annars ágæta áætlun enn betri.
Hér liggur því frammi frumvarp að fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2015 með breytingatillögum, gjaldskrám og hreint ágætri greinargerð. Eins og ég sagði í fyrri umræðu, þá er ég stolt af þessari áætlun. Mér finnst hún endurspegla sanngjarna og réttláta forgangsröðun og stefnumörkun. Það er rík áhersla á mannréttindi, velferð, umhverfi og manneskjulegra almennt samfélag á öllum sviðum. Svo ég nefni dæmi máli mínu til stuðnings, þá eru fjölmörg verkefni fyrirhuguð til þess að stuðla að bættri velferðarþjónustu og vegur þar þyngst áætlun að fjölga félagslegum íbúðum 500 á næstu árum, samhliða áfangaskiptri áætlun uppbyggingu búsetuúrræða fyrir fatlað fólk og eflingu þjónustu utan kjarna fyrir þann hóp. Stórbætt þjónusta ferðaþjónustu fatlara á að verða veruleika þó svo að innleiðingin hafi vissulega gengið brösulega þá bindum við samt vonir við stóraukinn sveigjanleika og bætta þjónustu almennt. Samþætting heimahjúkrunar og heimaþjónustu í öllum hverfum verður líka stórt verkefni á næsta ári sem felur í sér betri og heildstæðari þjónustu við notendur. Hvað gjaldskrárnar varðar og sérstaklega ræðu Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur borgarfulltrúa, þá vil ég nú eiginlega segja bara það sem Dagur B. Eggertsson borgarstjóri sagði. Ræða borgarfulltrúans var bæði ómakleg, ósanngjörn og undarleg í alla staði, enda alveg ljóst að þær gjaldskrár sem hér er verið að kynna eru í þágu barnafjölskyldna. Vissulega er ekki verið að afnema allar gjaldskrár og það er ekki verið að gera allt það sem að ég í einhverjum draumaheimi myndi gera, en hér er verið að stíga mjög mikilvæg skref í að létta byrðum af barnafjölskyldum í þessari áætlun og í algjöru samræmi við samstarfssáttmála meirihlutaflokkana. Það er ekkert nýtt í því að aðgreina námsgjöld og fæðisgjöld. Það kemur beinlínis fram í samstarfssáttmálanum. Námsgjöldin eru að lækka 6%. Það er hvergi verið að reyna einhvern veginn að fela það að þau lækka, fæðisgjaldið hækkar. Það er hvergi verið að reyna að blekkja einn eða neinn. Það er bara verið að setja þetta fram í algjöru samræmi við það sem við komumst að samkomulagi í júní á þessu ári. Við hefðum auðvitað vilja gera meira við Vinstri græn. Það sögðum við fyrir kosningar og við getum alveg sagt það núna líka. Það er staðföst trú mín og okkar Vinstri grænna að menntun eigi að vera gjaldfrjáls og þar er leikskólinn órjúfanlegur hluti órjúfanlegur hluti af menntun í landinu og í rauninni myndi ég segja að skólagjöld í leikskólum væri jafnvel ósanngjarnari heldur en skólagjöld í háskólum ef ég þyrfti einhvern veginn að meta það hvað er sanngjarnara eða betra. En það er ekki mitt að ákveða þetta best væri ef þetta væri allt saman gjaldfrjálst, ef að skólamáltíðirnar og frístundirnar væru líka gjaldfrjálsar og það er sannarlega stefna okkar Vinstri grænna eins og ég hef ítrekað sagt, en við eigum hér einn borgarfulltrúa af 15. Einn góðan veðurdag verða þessar breytingar vonandi yfirstaðnar, vonandi tekst okkur að gera þetta á einhverjum x mörgum árum og það er sannarlega gott og gleðilegt að borgarfulltrúar Framsóknarflokksins komi til með að styðja okkur í því alla leið og þeir ættu því að fagna hér þeirri lækkun sem er að eiga sér stað í stað þess að kvarta yfir því sem að ekki er verið að gera, sem að virðist þó vera einhvern veginn háttur Framsóknarflokksins alveg sama hvað lagt er fram hér í borgarstjórn. Það er aldrei hrósað fyrir það sem vel er gert en það er hægt að kvarta og kveina yfir öllu því sem að mögulega er hægt að finna að öllu því sem að verið er að gera. En talandi langtímaverkefni, á umhverfis- og skipulagssviði verður áfram unnið að bættum aðstæðum fyrir hjólandi og gangandi og vinnan við hverfiskipulag mun halda áfram og ég tek það fram að hér er ég áfram að rökstyðja það hvers vegna ég er stolt og ánægð með þessa fjárhagsáætlun. Við erum að byggja á nýju aðalskipulagi og höldum áfram með hverfiskipulagið á þeim grunni. Við erum að stuðla að vistvænni lifnaðarháttum borgarbúa með ýmsum hætti, með þéttari byggð, með bættri nærþjónustu, með huggulegra borgarumhverfi yfir höfuð og umhverfisvænni samgöngum. Við erum að taka upp sjálfsagt og eðlilegt skipulagsgjald á umhverfis- og skipulagssviði og við erum að auka kostnaðarhlutdeild bifreiðaeigenda þegar kemur að rekstri bílastæða í miðborginni. Á næsta ári munum við fara í að breyta gjaldskrám og gjaldsvæðum hjá Bílastæðasjóði til þess að stuðla að bættri þjónustu og bættri nýtingu bílastæða í Reykjavík. Á öllum þessum sviðum erum við að horfa langt fram í tímann og stuðla að breytingum í þágu komandi kynslóða miklu frekar heldur en okkar sjálfra hér og nú. Og já, ég held áfram að tala langtímaverkefni því þegar að öllu er á botninn hvolft þá snýst pólitík þetta fyrst og fremst að hugsa til langrar framtíðar. Fjárhagsáætlunin tekur auðvitað til fjölda verkefna sem að koma til með að hafa áhrif núna strax en ekki síst snýst hún það að breyta samfélaginu til lengri tíma með réttlátara samfélagi að leiðarljósi. Eins mikið og ég vildi,
þá er því miður ekki hægt að gera ráð fyrir því að kynjajafnrétti náist á fullu á næsta ári eða að mannréttindi verði tryggð. Þá erum við fyrst farin að tala um langtímaverkefni eins og sagan þreytist ekki á að sýna okkur. Fjárhagsáætlunin endurspeglar þó engar femínískar áherslur og lögð verður rík áhersla á mannréttindamál yfir höfuð. Það hefur komið í minn hlut að greina frá því sem að hæst ber á mannréttindaskrifstofu, starfsáætlun mannréttindaráðs og þeim verkefnum sem þar eru á döfinni og það mun ég gera með sannri ánægju. Forseti, hér í þessum sal hefur verið hefð fyrir því að vitna í Morgunblaðið upp á gott og vont. Sjálf hef ég sjaldan, hreinlega aldrei gert það, en ég stenst ekki móti núna, enda sýna staksteinar frá 7. nóvember síðastliðnum svart á hvítu að það er ekki sama hver stýrir þessu samfélagi. Kannski segir þessi staksteinar okkur bara það eitt að það er gott að ritstjórn Morgunblaðsins var ekki kosin í borgarstjórn, ekki núna, þó að tilhugsunin sé kannski ekkert rosalega fjarri lagi. Staksteinar voru svohljóðandi þennan dag með leyfi forseta. Dagur B. Eggertsson hefur lagt fram frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkur fyrir næsta ár og upp úr stendur að útsvarsgreiðendur fá áfram að greiða hæsta mögulega útsvar og að skatttekjur fara enn vaxandi. Ekkert er gert til að létta álögum á borgarbúum, en borgarstjórnar meirihlutinn heldur ótrauður áfram við að auka við útgjöld sem tengist miðlægri stjórnsýslu, ekki síst skrifstofu borgarstjóra. Þar á að auka útgjöldin 13% frá áætlun þessa árs og 10% frá endurskoðaðri áætlun. Þetta fer illa saman við tal aðhald og góðan rekstur, en aðhaldið á ekki upp á pallborði þegar gæluverkefnin eru annars vegar. Þannig má nefna það sem kallað mannréttindaskrifstofa fær á næsta ári samkvæmt áformu meirihlutans 103 milljónir króna sem hækkun 13% frá áætlun síðasta árs. Annað gæluverkefni er kaupsamningur Halldórs Auðar Svanssonar í meirihlutaviðræðunum sem kallað stjórnkerfis- og lýðræðisráð. Það ágæta ráð er nýstofnað en áætlað að það kosti 23 milljónir króna á næsta ári. Þetta þykir ef til vill ekki hátt verð fyrir heilan meirihluta en hlýtur að teljast allnokkuð fyrir eitt varadekk. Tilvitnun lýkur. Ég gerir ráð fyrir að borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson sem Morgunblaðið talar af háttvísi og virðingu muni gera grein fyrir meintum gæluverkefnum sem kenndur við hann hér á eftir. Sjálf ætla ég að fara aðeins yfir hin verkefnin. Yfir það hvernig við hyggjumst verja heilum 100 milljónum í verkefni sem að tengjast mannréttindum. Raunar munum við verja mun hærri upphæð í mannréttindamál. Ég veit nú ekki hvað Morgunblaðið kemur til með að segja það, en það liggur fyrir breytingatillaga 45,5 milljónir til viðbót við þessar 103. Það er fjármagn sem við hyggjumst verja í aðgerðir til þess að koma í veg fyrir eða sporna gegn heimilisofbeldi í Reykjavík. Auðvitað er ekki hér nein gæluverkefni að ræða og það er eiginlega valla réttlætanlegt að hafa í flimtingum með staksteina eins og þá sem ég las upp hér áðan. Þessum 150 milljónum er að sjálfsögðu verið að verja í það að tryggja grundvallarmannréttindi í Reykjavík, verkefni sem að tengjast öllum þeim hópum sem að mannréttindastefna Reykjavíkurborgar nær til, verkefni sem munu skila árangri í bráð og lengd fyrir okkur öll, fyrir ritstjórn Morgunblaðsins, lesendur þeirra og borgarbúa alla. Ég ætla að byrja á því að fara aðeins í verkefnið sem að er ætlað að sporna gegn heimilisofbeldi í Reykjavík, byrja á því að gera hér eins og aðrir borgarfulltrúar og sýna hér greinargerð Reykjavík gegn ofbeldi, átaksverkefni Reykjavíkurborgar í samvinnu við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og nýta mér þar með myndina. Halda þessu svona eins og borgarfulltrúi Björn Blöndal bendi mér á hérna utan úr sal. En hér er mjög merkilegt verkefni að ræða sem að við bindum vonir við að komi til með að draga úr, eða kemur bæði til með að auka tiltrú þolenda heimilisofbeldis gagnvart kerfinu. Við gerum líka ráð fyrir að þetta komi til með að auka tiltrú gerenda gagnvart kerfinu þannig að þeir muni síður beita ofbeldi, en fyrst og fremst teljum við að fleiri geti leita sér hjálpar og fái hjálp, bæði þolendur og gerendur þegar kemur að þessu. Í þessari skýrslu sem ég ætla nú svo sem ekkert að lesa hér í heild sinni er farið mjög vel yfir það bara hvernig hvert viðfangsefnið er, hvað er heimilisofbeldi, hvernig tökum við á því, hvað ætlum við að gera. Átaksverkefnið sjálft byggir á fyrirmynd frá Suðurnesjum þar sem að hefur þegar, ég held að þessi búið að vera í 1 eða 2 ár og það hefur þegar sýnt þann árangur að mun færri konur leita til kvennaathvarfsins í Reykjavík. Það þýðir
Það þýðir ekki það að það sé endilega minna heimilisofbeldi á sviðinu sem heldur þýðir það fyrst og fremst að konurnar fá aðstoð heima hjá sér og þolendurnir. Þær fá aðstoð heima hjá sér og gerendurnir eru þegar settir på plads eins og frændur okkar Danir myndu orða það. Í þessu felst náttúrulega heilmikil þekkingarmiðlun, heilmikil samstarf við bæði samstarf milli félagsráðgjafa, lögreglunar og barnaverndar og mannréttindaskrifstofa mun hafa yfirumsjón með þessu verkefni. Hluti af þessu verkefni verður sérstök áhersla á fatlaðar konur. Það var viðbótartillaga sem kom fram hér þegar við samþykktum þetta í vor frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Það er vel, vegna þess eins og við vitum og sagan og rannsóknir sýna okkur að þá verða fatlaðar konur enn frekar fyrir ofbeldi heldur en heilbrigðar konur og það er nú svo sem bara þannig með þennan margbreytileika eftir því sem að við tilheyrum fleiri minnihlutahópum, þeim mun líklegri eru við að verða fyrir ofbeldum. Margföldunar áhrif minnihlutabreytana eru því miður allt of rík. En þetta verður eitt af stærstu viðfangsefnunum eins og tölurnar sýna okkur að þá verða 45 milljónir settar á mannréttindaskrifstofu til þess að vinna að þessu verkefni og við bindum miklar vonir við að það mun skila árangri. Fyrst og fremst verði þjónustan betri við það fólk sem er í þessum aðstæðum. Nú fleira í áætluninni er starfsáætlunin, svo ég haldi nú bara áfram að sýna hér í sjónvarpinu, starfsáætlun í mannréttindamálum sem hægt er að nálgast á vefnum meðal annars. Þar er gert grein fyrir þeim verkefnum sem lögð verður áhersla á næsta ári og hérna er þessu skipt eftir litum. Við erum með 6 almenn verkefni sem að snúast það bara að bæta mannréttindastefnuna og kynna hana betur, bæði fyrir starfsfólki og almenningi, tryggja samstarf sviða að mannréttindamálum, að mannréttindaskrifstofan sé höfð til hliðsjónar við í öllum verkefnum hinna sviðana, að við eflum vitund borgarbúa mannréttindamál almennt og þá sérstaklega í tengslum við stefnuna. Og síðast en ekki síst að þá verður farið í að endurskoða mannréttindastefnuna með tilliti til þeirra breytingar sem hafa verið að eiga sér stað á undanförnum árum. Mannréttindastefnan var fyrst samþykkt árið 2006 hér í þessum sal af öllum borgarfulltrúum, einn sat hjá. Síðan þá hefur heilmikið breyst, meðal annars hefur hinsegin heimurinn verið að breytast heilmikið, bæði hafa verið að ávinnast réttindi þar en einnig hafa komið fram nýir hópar sem að krefjast réttinda, sjálfsagðra réttinda og er eðlilegt að við tökum á eins og transfólk og intersex fólk sem að virkilega þarf að orða hvernig við hyggjumst beita okkur fyrir. Eins vantar aðeins upp á í mannréttindastefnunni hvernig við tökum á þessum margföldunaráhrifum sem að minnihlutabreyturnar hafa og hvernig við getum einhvern veginn stuðlað að því að fólk geti leitað sér hjálpar sama hvort að það tilheyrir einum eða fleirum minnihlutahópum eða hvernig við getum tryggt réttindi fólk sama hvort að fólk tilheyrir einum eða fleirum minnihlutahópum. Nú, vinnan gegn kynbundnu ofbeldi er svo hér og nú er ég komin í bleika kaflann sem er kafli sem að varðar kyn. Þar er náttúrulega verið að vinna bæði að aðgerðaráætlun gegn kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum sem að samþykkt var hér á síðasta ári eða þar síðasta. Og svo er það þetta heimilisofbeldisverkefni sem við fórum yfir áðan. Það verður að sjálfsögðu unnið áfram að því að jafna stöðu kvenna og karla í borgarsamfélaginu með ýmsum hætti, vekja athygli á þætti kvenna í sögu borgarinnar. Við ætlum að halda áfram að sporna gegn kynbundnum launamun hjá Reykjavíkurborg sem mun kannski komið nú aðeins á eftir, að kannski get ég bara gert það núna. Við erum, eins og fram hefur komið, hefur þegar verið samþykkt að segja upp aksturssamningum hjá Reykjavíkurborg en eins og við vitum og þá sýna mælingar að aksturssamningar og yfirvinnusamningar eru þeir sem að helst þar sem að kynbundinn launamunur felst helst. Og með því að afnema þessa aksturssamninga og taka upp bara dagbækur að þá bindum við vonir við að kynbundinn launamunurinn minnki, allavega sá hluti sem að fólst í þessum samningum. Við verðum einnig með undir hópnum fatlað fólk að þar á að halda áfram að stuðla að bættri þjónustu við fatlað fólk meðal annars með auknu samráði við réttindagæslumann fatlaðra. Það á að
halda áfram að vinna með ferlinefndinni sem að nú komin undir mannréttindaskrifstofuna og mannréttindamálin, að þar á að halda áfram að tryggja að allar byggingar í eigu Reykjavíkurborgar verði aðgengilegar. Og það snýst ekki endilega bara aðgengi hjólastóla, heldur aðgengi í margvíslegum skilningi og svo að móta stefnu í atvinnumálum fatlaðra hjá Reykjavíkurborg. Hvað innflytjendur varðar að þá verður áfram unnið að skjólborgarverkefninu ICORN og það verður áfram unnið að bættri ráðgjöf og upplýsingagjöf, en eitt af stóru verkefnunum verður þó að taka þátt í alþjóðlega verkefninu Intercultural Cities, þar sem við bindum vonir við að við munum bæði læra og miðla þekkingu til þess að geta stuðlað að hér fjölbreyttara og betra samfélagi sem að varðar þó ekki auðvitað bara innflytjendur heldur fjölbreyttara samfélagi í sinni víðustu mynd. Ég er alveg að verða búin. Við munum, mannréttindaráð mun beita sér fyrir auknum réttindum barna, vinna að innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í starfsemi borgarinnar og það verður farið í vonandi samstarf við UNICEF til að tryggja það. Það verið að vinna að stofnun öldungaráðs og það mun vonandi taka til starfa bara strax á næsta ári. Hvað trúar og lífskoðanir varðar að þá verður fylgt eftir þeim reglum sem að settar voru hér fyrir einhverjum árum síðan samskipti leik- og grunnskóla við trúar og lífskoðanarhópa. Og áfram unnið að því að tryggja að frelsi til trúar og lífskoðana verði virt. Að lokum stefnt að því að gefa út upplýsingabækling í samráði við samtökin 78 og fylgja eftir niðurstöðum skýrslunar Reykjavík hetero eða hinsegin með kynningu og fræðslu í samráði við samtökin líka. Þess utan, eins og ég sagði áðan, verður farið í að endurskoða mannréttindastefnuna með tilliti til þessara hópa ekki síst. Nú, forseti, ég á því að Mannréttindaskrifstofan hafi sett fram metnaðarfulla starfsáætlun þar sem stendur til að vinna með fjölbreyttum hætti að vinsamlegra samfélagi, jafnari tækifærum og sjálfsögðum mannréttindum. Auk þess auðvitað unnið að ýmiss konar mannréttindamálum út á sviðum borgarinnar, aukin áherslu á móðurmálskennslu á skóla- og frístundasviði, jafnréttisskólinn verður áfram starfræktur, innleiðing kynjaðrar starfs- og fjárhagsáætlanagerðar heldur áfram, farið verður í fjölbreyttar aðgerðir til að útrýma kynbundnum launamun, haldið verður upp á 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna með veglegum hætti og fleira verður gert út á sviðum til þess að stuðla að bættu samfélagi í samráði við mannréttindaskrifstofuna sem að auðvitað í góðum tengslu við mannréttindafulltrúa sviðana. Forseti, ég ítreka bara að hér framsýna áætlun að ræða, áætlun sem að stuðlar að réttlátari og sanngjarnari borg þar sem okkur mun öllum líða betur. Þetta fyrsta áætlunin af að minnsta kosti 4 sem að þessi meirihluti leggur fram. Hún boðar góða tíma og betri borg. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Virtur forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar. Ég orðin svolítið þreytt af því að þurfa alltaf að hlusta á það að ég sé að tala illa eða niður til meirihlutans í þessari ágætu borgarstjórn hérna. Ég vil bara rétt að fara yfir það svo við höfum alveg kristaltært að í ræðunni sem ég hélt áðan þá hrósaði ég fyrir síðasta meirihlutarenndar fyrir það sem margir hér sátu inni, fyrir kjarasamningana sem voru gerðir núna í vor og einhverju sumar og fyrir það kjarabætur það fólu í sér. Ég hrósaði borgarstjóra og meirihlutanum fyrir að Reykjavíkurborg ætla að draga vagninn í hagvexti á Íslandi og fjárfestingum og uppbyggingu, mér finnst það frábært. Ég hrósaði reyndar fyrrverandi borgarstjóra líka fyrir að leggja sitt skála á sín lóð á Vogaskólinnar. Og ég hrósaði Vinstri grænu sérstaklega á meirihlutanum og talaði það sem vel væri gert í því að það væri verið að veita 200 milljónum í þennan málaflokk. Ég bara fyrir að halda að fólki hlusti hreinlega ekki á mig.
og þar sem að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir gerði orð borgarstjóra að sínum, að þá nú bara rétt að þó svo að það hafi hleypt illu blóði í borgarstjóra, að ég hafi minnst á ríkisstjórnina, að þá það nú þannig að í greinargerðinni með fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun með leyfi forseta, að þá segir þar nákvæmlega að, hvar var það, stendur hérna, vegna lágra verðbólgu má ætla að þær fylgja jafnframt þessi kaupmáttaraukningu. En ég var bara að taka hérna orð borgarstjóran sem að koma fram í inngangnum og segja þeim með örlítið öðrum hætti. Þá hefur borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við það að veita andsvar. Það telst andsvörinu lokið og þá næstur mælendaskrá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Ágæti forseti og borgarfulltrúar. Ég ætla að byrja eins og margir aðrir hafa gert hér að þakka öllum fyrir vel og svona kröftulega unnin störf í kringum fjárhagsáætlunina, að þessu hafa komið margir og ég held að fjármálaskrifstofa borgarinnar hafi nú borið mestu byrðarnar þar og nú þetta allt saman að skríða saman og eftir fyrstu umræðu og eftir því að fólk hefur kynnt sér þetta þá hafa komið fram breytingatillögur bæði frá okkur í meirihlutanum og síðan frá Sjálfstæðisflokknum og þar sennilega vegamest allavega í fjölmiðlum hefur verið matargjöld í skólum og það hefur nú verið rakið ítarlega hérna af öðrum þannig að og verður síðan rætt eins og aðra breytingatillögur á eftir þannig að ég ætla nú ekki að fara í það ítarlega eða þá kannski ítarlega í allt sem að hefur verið rakið hér og liggur svona fyrir af því að ég ætla nú að reyna að vera knappur og fyrir mér liggur að fara yfir svona ákveðna þætti sem eru á mínu verksviði sérstaklega, það formennska í Stjórnskipunar- og lýðræðisráði og svo hef ég setið í stjórn Sorpu fyrir hönd Reykjavíkurborgar og síðan ætla ég fyrir hönd varaborgarfulltrúa míns Hans Þórgnýs Thorodsens að fara aðeins yfir störf og áætlanir íþrótta- og tómstundaráðs þar sem hann með formennsku. En ég ætla engu að síður aðeins að bregðast við svona ákveðnum punktum sem að hér hafa komið fram sem að mér þykir áhugaverðir. Mér þótti til dæmis áhugaverð umræðan hvað eigi að vera á hendum borgarinnar og hvað ekki, hvað eigi að teljast grunnþjónusta þar og hvað rétt að bjóða út og annað. Þó að margt hafi þar verið ágætt í orðum borgarfulltrúans Halldórs Halldórssonar þá fannst mér svona gæta þess að það aðeins verið að oftúlka það sem að stendur nú reyndar orðið í meirihlutasáttmálanum. Þar einungis talað rekstur leik- og grunnskóla og velferðarþjónustu þar sem meginreglan eigi að vera á hendum borgarinnar. Annað getur nú alveg verið undir og svona eins og borgarfulltrúinn Björn Blöndal kom að henni sinna og bara fer eftir rökum og efnum hverju sinni hvað talið vera hagkvæmast hverju sinni. Og það nú ekkert launungamála, það eru skiptar skoðanir meðal flokka og einstaklinga í þessu meirihluta á sitt hverju og ekki síst þessu hvernig rekstrarformi á að vera háttað. En eftir okkar samningaviðræður og umræður þá fékkst þessi lending sem þessi klausa í meirihlutasáttmálanum og þar ég náttúrulega sérstaklega ánægður með þá lendingu að það allt opið hvað varðar samstarf við grasrótarsamtök svonefnd
og einkarekstur án arðsemisþjónustu, þennan svokallaða þriðja geira. Það eru mismunandi form einkarekstrar til og borgin og aðrir opinberir aðilar eru og hafa verið og munu verða áfram í ýmiss konar samstarfi við ýmsa aðila á ýmsum forsendum, hvort sem að það eru þjónustusamningar eða útboð á einstakum verkefnum. Og eins og ég segi, þá munum við fara betur í breytingatillögur sjálfstæðismanna á eftir, en það til dæmis bæði talað aukið frelsi að velja sér þrif í velferðarþjónustu og síðan heimaþjónustu. Ég held að flesti geti verið sammála það að þrifin myndu ekki teljast til grunnþjónustu en heimaþjónustan kannski frekar. En aðalmenningin hjá mér kannski bara að árétta þetta atriði með nákvæmlega hverju þetta atriði í meirihlutasáttmálanum ætlað að afmarka sérstaklega. Svo fannst mér mjög áhugaverð umræðan sem að mér fannst borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson leiða mjög vel með tengsl stefnuna í félagslegu húsnæði og uppbyggingu félagsbústaða við stefnu ríkisstjórnarinnar. Það er nú annað sem verður væntanlega rætt betur þegar þar að kemur, af því að þetta verður tekið fyrir síðar á þessum fundi, nákvæmlega þessi stefna. En það auðvitað hárrétt að þarna verið að gera ráð fyrir því að ákveðinni vinnu sem að hefur verið sett af stað á vegum ríkisstjórnarinnar þá félagsmálaráðherra sérstaklega í tengslum við víðtæka vinnu og stefnumörkun þeirra í því að bæta hag heimilanna og bæta húsnæðiskerfið og efnahagskerfi almennt. Þá hefur þarna verið unnið nú þegar ítarleg vinna í heildstæðri stefnumótun í húsnæðismálum, meðal annars félagslegu húsnæði, og nú var ég sjálfur fulltrúi þingflokks Pírata í einum af þessum teymum svonefndu sem að voru þarna, sem að skoðaði framtíð félagslegs húsnæðis og stuðnings við það. Með mikil orka, mesta orkan hjá okkur fór í að skoða íbúðalánasjóð og miða við það sem að koma út úr þeirri vinnu og liggur nú fyrir í þessari stóru skýrslu sem að þessi vinna skilaði af sér núna í maí á þessu ári. Þá nú allt útlit fyrir það að íbúðalánasjóður mun ekki starfa áfram í núverandi mynd. Hann mjög skuldsettur og við mikinn fortíðarvanda að glíma, og held að það séu allir sammála að uppstokkunar þörf, og þó að það sé auðvitað út af fyrir sig hárrétt hjá borgarfulltrúanum Halldóri Halldórssyni að ef að til þess kemur að ríkisstjórnin mun ekki styðja við sveitarfélög í sinni stefnumótun, allavega ekki nógu skjótt til þess að hægt sé að bregðast við bráðavandanum í samvinnu ríkis og sveitarfélaga og bara allra aðila sem að þessum málum eiga og verða að koma, einkaaðila líka, og samvinnu félagana, þá verður, ef það svopir undir, þá verða sveitarfélögin bara að bregðast við með einhverjum hætti. En engu að síður þá ekki hægt að vinna í tómarúmi, og mér finnst að þarna þurfi að koma skýr skilaboð, og ég hefur náttúrulega fulla trú á því að þarna sé fullur vilji til samstarfs á báða bóga, enda það áskilið í tillögu meirihlutans uppbyggingu félagshúsnæðis að viðræður munu fara fram við ráðherra nákvæmlega hvernig þetta mun fara fram, en þá auðvitað með því, það vissulega þarna gefin sú forsenda að í stað þess að niðurgreiða vexti sem að stýrihópurinn hefur nú bent á í skýrslu sinni að sé óhagkvæmara en að leggja til stofnfé, þá muni ríkið leggja til stofnfé í uppbyggingu félagslegs húsnæðis. En nú ég búinn að eyða meiri orðum í nákvæmlega þetta en ég ætlaði mér, og eins og ég segi munum við örugglega að fá færi á því að ræða þetta enn frekar á eftir.
borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson sem og borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir komu bæði dálítið inn á samráð í vinnu við fjárlagagerð og gagnsæi þar. Og það má taka undir margt í því að ég nú sjálfur auðvitað nýr í þessu umhverfi og glöggt sér gæst auga á það allt saman og með það sem ég hef séð þá örugglega hægt að finna í næstu umferð betri flöt á því að vinna þetta meira í sameiningu og þá sérstaklega auka gagnsæið eins og er nú stefnan og hefur nú þegar verið samþykkt fyrir einhverju síðan 2012 í borgarstjórn að fara í því að opna gátt fyrir fjárhag borgarinnar. Og gagnsæi náttúrulega gagnast öllum. Það gagnast bæði almenningi þarna úti, borgarbúum, sem og okkur kjörnum fulltrúum til þess að við getum auðveldlega nálgast sjálf þær upplýsingar sem við þurfum og það séu engin áhöld það hverjar þær eru og hægt að samlegast það og minnkar náttúrulega álag á þá sem að þurfa að vera alltaf í forsvari fyrir það að skaffa hinar og þessar upplýsingar. Og þá komum við inn á stjórnkerfis- og lýðræðisráð sem að er náttúrulega samkvæmt samþykkt það ætlað að yfirfara stjórnkerfi með leyfi forseta þar sem ég er að vinna beint. Orðrétt verkefni að yfirfara stjórnkerfi Reykjavíkurborgar með það að markmiðið að gera það einfaldara og markvissara og ráðið fer einnig með það verkefni að efla lýðræði í stjórnkerfinu, gera samráð vandaðra og auka þátttöku borgarbúa. Þá fer stjórnkerfis- og lýðræðisráð með það verkefni að auka aðgang að upplýsingum og gera þjónustu við borgarbúa skilvirkari, markvissari og sýnilegri. Og rétt eins og borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir kom aðeins inn á áðan með mannréttindamálin, þá geta örugglega verið skiptar skoðanir af því hvað kallast gæluverkefni og hvað ekki. En ég held að aðal mælikvarðinn á það er hvaða raunverulegum breytingum vinnan skilar af sér þegar upp er staðið og við höfum nú þegar aðalega vinnan náttúrulega liggur að miklu liti annar staðar sem að við styðjum við og mótum stefnu gagnvart okkur hafa borist til dæmis síðan úr borgarstjórnar tillögur eflingu gagnsæis. Eitt mjög þarft verkefni sem að þar hefur komið inn sem að er nú þegar í vinnslu hjá upplýsinga- og tæknideild, það er það að auka gagnsæi í fundargögnum. Það er ekki nógu gott ástand að fundargögn sé ekki bara hreinlega tiltæk með fundargerðunum, öllum almenningi enda eru þetta opinber gögn og það er allra hagur að þetta sé aðgengilegt með einföldum hætti á vefnum. Svo hafa okkur farnar að berast tillögur að Betri Reykjavík sem að varðar stjórnsýsluna. Við höfum haldin fyrsta af nokkrum fyrirhuguðum opnum fundum þau málefni sem að lúta okkur og sá fundur var haldinn 17. nóvember og var sendur beint út á netinu og er aðgengilegur þar, upptaka af honum. Hann fjallaði hverfismál og held ég að hafi mál manna sem að ég hef heyrt í að hann hafi heppnast mjög vel og hafi verið ágætis grunnur að því sem að eins og borgarfulltrúinn Þórgnýr Thoroddsen kom inn á í fyrri umræðu fjárhagsáætlun í fjarveru minni, þá er það mjög stórt og viðfangsmikið verkefni sem að er samt sem áður brýnt á að finna flöt á, að efla hverfalýðræðið og finna þessum ágætu hverfisráðum sinn farveg. Og svo er það vitað, eins og hefur verið minnst á, er það embætti svonefnds erindreka gagnsæis og samráðs. Ráðningaferli þar stendur yfir en mér skilst að það sé á lokametrum og viðkomandi verði væntanlega ráðinn fljótlega. Sú manneskja mun samkvæmt samþykktum ráðið sjá þá vinnu að búa til starfsáætlun
fyrir ráðið, þess vegna liggur hún ekki fyrir næsta ár eins og er. En það sem að ætlunin að þessari manneskju séu gefnar ansi frjálsar hendur náttúrulega í samræmi við ráðið til að móta sitt verksvið og fáið að setja sitt mark á vinnuna, þá mun þetta og auðvitað í samræmi við það sem fram kemur í samþykktinni verksvið þess fólk sem í ráðinu og kemur að því, þá mun þessi manneskja klára þessa vinnu svo fljótt sem auðið að setja niður starfsáætlun. Og fyrst að borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson minntist á hugsanlega þörf þess að hafa aðila innan stjórnsýslunnar sem að getur verið í forsvari fyrir upplýsingamiðlun í tengslum við fjárlagagerðina, þá þessum erindrekað auðvitað fyrst og fremst ætlað að vera nokkurs konar umboðsmaður og stefnumótunar aðili gagnvart almenningi. Þá mætti hugsa sér að án þess að það liggi kannski alveg skýrt fyrir frekar en ýmislegt annað sem að verður í verkahring þessa aðila að þetta geti verið einhvers konar aðili innan stjórnsýslunnar líka gagnvart fulltrúanum. Að sjá upplýsingamiðlun og rétt upplýsingaflæði, að tryggja það sé í lagi. En að þessu sögðu þá ætla ég að vinda mér yfir í íþrótta- og tómstundaráð. Árið 2015 þá verður haldið áfram áætlun nýframkvæmdir og viðhald á mannvirkjum ITR sem eru þó nokkur og krefjast náttúrulega vinnu við að bæði viðhalda og byggja nýr. Í fjölskyldu- og húsdýragarðinum áætlað að lokið verið við byggingu móttökuhús sem að mun líka hýsa miðasölu fyrir garðinn og minjagrippaverslun, og á móti þá mun hefjast bygging við fræðslu- og starfsmannahús fyrir garðinn. Síðan munu hefjast framkvæmdir við viðbyggingu við Sundhöllina, og í Úlfarsárdal þá hefur nýlokið hönnunarsamkeppni fyrir hönnun skóla og íþróttamannvirkja, og fyrirgert að sú hönnunarvinna muni fara á fullt á næsta ári. Þar gert ráð fyrir almenningssundlaug og íþróttahúsi fyrir knattspyrnufélagið Fram. Svo hafinn undirbúningur að byggingu fimleikahús við Egilshöll og líkamsræktarstöð við Breiðholtslaug. Sú laug, líkamsræktaraðstaða er núna á skipulags- og hönnunarstigi. Sundlaugarnar, þar áætlað að heildaraðsókn fyrir árið 2015 verði 1800.000 gestir eða 1,8 milljón. Mest aðsóknin í Laugardalslaug en mest aukning á milli ára verður í Vesturbæjarlaug, sem að helgast af þeim framkvæmdum sem þar áttu sér stað á árunum 2013 og fyrri hluta árs 2014. Og almennt frá árinu 2011 hefur farið fram mikil uppbygging og endurnýjun á sundlaugum ITR. Svo eru það upplýsinga- og kynningarmálin sem eru mikilvæg í öllum sviðum og í borgarrekstrinum almennt. Það voru uppsvaraðar vefsíður ITR og upplýsingar starfsemi einstakra félaga núna á árinu, og endurskipulagður sérstakur vefur ITR frístund.is, og hann var gerður víðtækari með öflugri leitarmöguleikum. Svo gert ráð fyrir á næsta ári að nýr mannvirkjavefur sem hefur verið unnið að í samstarfi við IBR og upplýsingatæknideild. Hann verið tekinn í almenna notkun á næsta ári. Svo eru settar nýjar reglur varðandi kynningar í Mentor sem var gert að hálfu skóla- og frístundasviðs. En svo hjá ITR þá verður opnuð svokölluð frístundagátt, þar sem aðildarfélögum frístundakortsins gefst kostur á að koma á framfæri upplýsingum starfsemi sína. Og frístundakortið náttúrulega dálítið stórt mál og var kosningamál hjá Samfylkingunni.
það mun hækka núna á næsta ári úr 25.000 í 30.000 og samhliða því þá verður átakið í rauninni 2 átök sem að ég er persónulega mjög ánægður með og til mjög brýnt sem að borgarstjóri Dagur B. Eggertsson kom að reyndar aðeins inn á. Það sérstök átak og kynning settar í það alls 40 milljónir sem að miða að því að ná til hópa sem að ekki að nýta sér frístundakvortin. Af því að það auðvitað ekki nógu gott ef að við erum að bjóða upp á þessi fínu frístundakvort en svo fólk sem að gæti verið að nýta sér það sem gerir það ekki, annarkvort af því að það veit ekki á þessu jafnvel eða kann ekki að bera sig eftir þessu eða kannski fjárhagur þeirra að öðru leyti kannski þannig að þetta sé sérstaklega erfitt fyrir það. Hér erum við að ræða eins og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson kom inn á og verður örugglega rætt líka undir, því að annað þeirra undir sett fram sem breytingatillaga núna þó að það sem lýtur að ungmennum 16 ára og eldri sem hafa lokið grunnskóla en hafa ekki hafið námið framhaldsskóla eða hætt námi og eru dálítið hætt við að detta svona á milli. Það var nú í fjárhagsáætlun fyrir. En breytingatillagan sem að kynnt verður á eftir og rædd, hún varðar 3 hópa sérstaklega sem að greint hefur verið að sér sérstaklega hætt við að detta þarna á að verða dálítið út undan, svo maður orðið það nú bara einfaldlega. Það eru foreldrar sem að uppfylla ekki skilyrði fjárhagsaðstoð og hafa samt sem áður ekki efni á þessu skipulagða frístundastarfi sem að svona alveg á jaðrinum þar. Svo það börn með annað móðurmál en íslensku sem sé innflytjenda og svo það börn sem að þurfa sérstakan stuðning vegna fötlunar eða annars til að sinna sínu frístundastarfi. Og svo það auðvitað síðan í verksviði ITR að styrkja félög. Þau nema 792 milljónum króna alls og þar styrkir sem vegna afnota íþróttafélaga mannvirkjum í eigu Reykjavíkurborgar og mannvirkjum sem borgin leigir til afnota fyrir félögin nemur 1 milljarði króna en hlutið af kostnaði ITR á styrkjalið vegna afnota félagana af íþróttahúsum skólanna. Egilshöll, íþrótta- og sýningahöllinni, íþróttahúsi í Norðungaholti og ýmsu fleira. Svo var veittur framkvæmdastyrkur vegna byggingar áhorfendastúku við Fylkisvöll. Viðhaldsstyrkir vegna mannvirkja, íþrótta- og æskulýðsfélaga voru 40 milljónir árið 2013 og gert ráð fyrir síðan sömu fjárveitingu á næsta ári. Styrkbyggingar til skákhreyfingarinnar á hendi ITR og það nema 9,5 milljónum króna en styrkir til taflfélaga í borðinni verða 4,7 milljónir króna og styrkir vegna KFUM og KFUK og skátafélags sambands Reykjavíkur þau nema alls 53 milljónum króna. Svo önnur breytingatillaga sem að mun verða rædd hér á eftir. Það sérstök hækkun á framlagi til frístundastarfs fatlaðra framhaldsskólanema sem það nemur 42,5 milljónum króna. Svo ætla ég að síðustu að fara lítillega yfir starfsemi Sorpu en þar sem ég fulltrúi borgarinnar í því byggðasamlagi. Þar hefur verið ákveðið í samræmi við sveitarfélögin að auka þjónustu í grenndargámakerfinu og þá sérstaklega til að bjóða upp á glergáma. Glerflokkun næsta skref í því að flokka sérstaklega og að bjóða fólki upp á það að hafa það til hliðar. Það nokkuð sem þvælist dálítið fyrir almenna sorpinu og erfitt að meðhöndla sérstaklega með því þannig að það hníga bæði umhverfisleg og verkfræðileg rök að því að flokka það sérstaklega og
það ríkir ekki mikill ágreiningur. Stærsti liðurinn er auðvitað þessi margumrædda gas- og jarðgerðarstöð. Það var ákveðið í eigendasamkomulagi fyrir Sorpu sem var undirritað þann 25. október 2013 að ráðast í það verkefni út frá ákveðnum forsendum og semja þar við ákveðin aðila sem heitir ICAN og er danskt fyrirtæki. Það reyndar er núna í þeirri stöðu að kærunefnd úrskurðarnefnda hefur gert Sorpu að stöðva samningaviðræður á meðan endanlegur úrskurður liggur fyrir þar sem að Sorpu barst kæra vegna þessa máls. Ég ætla ekki að fara ítarlega í það en þessi úrskurður var gerður opinber 29. október síðastliðinn og er opinber og tiltækur á netinu til dæmis. Þetta fellur að því hvort að það fyrirkomulag sem að notast var við til að velja þennan aðila standist samkeppnislög. En þetta kemur allt saman í ljós en eftir því hvernig þetta fer getur þetta haft veruleg áhrif á rekstur félagsins. Þannig að það er rétt að halda þessari stöðu hér til haga sem annars staðar þegar þetta kemur til umræðu. En þetta lítur að því að hversu miklu leyti má bjóða út. Það hefur alltaf staðið til að öll vinnan sem slík sé boðin út og þar er ýmislegt sem að ýmsir verkþættir og kostnaðarliðir. En eins og ég segi, ég ætlaði nú ekki að fara út í smáatriði þar. Það getur fólk kynnt sér ef það hefur áhuga á smáatriðunum. En til að afla staðan er einhvað síður þannig að samkvæmt starfsáætlun þá er gert ráð fyrir því að ráðist verði í þessa gas- og jarðgerðarstöð enda er uppfyllingu á ákveðnum lögbundnum kvöðum að ræða sem og það er bara gott mál að nýta þetta sorp betur og draga úr hlutfalli þess sem er urðað. Og þetta verður fjármagnað þannig að eigendur munu leggja fram 650 milljónir í stofnfé sem sé þau sveitarfélög sem að eiga hluti í félaginu og það verður lagt út 2015 og 2016. Að hluta til er þetta fjármagnað af lánum og síðan þarf að hækka gjaldskrá umfram vísitölu sem sé fyrir úrgang til urðunar 1 krónu án virðisaukaskatts og þetta mun taka gildi í byrjun árs 2015. Það er gert ráð fyrir að þessi hækkun skili Sorpu 100 milljónum í auknar tekjur á ári. Já, og svo rekur Sorpa fyrirtæki Góða hirðinn sem að flestir þekkja, sem að tekur við notuðum munum og selur áfram. Rekstur Góða hirðisins hefur gengið mjög vel og var umfram áætlanir á þessu ári. Allur ágóðið af þeim rekstri rennur til líknarmála og svo þetta sparast á móti fjárhæðir við eyðingu úrgangs. Af því að þetta hefði allt saman, ef að það myndi ekki fara í Góða hirðinn, þá myndi þetta allt saman auðvitað fara til Sorpu með tilheyrandi kostnaði, bæði við meðhöndlun og svo samfélagslegum kostnaði við það og umhverfislegum við það að farga þessu öllu saman. En þá held ég að ég hafi lokið máli mínu og ég vona að ég hafi staðið við þau fyrirheit mín að vera stuttorður og þakka fyrir mig. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svensson hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn,
Ég ætla að fara yfir fjárhags- og starfsáætlun umhverfis- og skipulagsráðs fyrir árið 2015 og kannski eitthvað lengra frem í tíman. Og það er best að ég geri eins og aðrir að byrja því að þakka starfsfólki sviðsins fyrir gerð þessari áætlunar. Við erum svo heppin að hafa úrvalsfólk á þessu mikilvæga sviði. Á sviðinu eru 361 stöðugildi, auk verkefnaráðin starfsfólks og fjölda sumarvinnufólks. Umhverfis- og skipulagssvið gegnir fjölþættu hlutverki. Það vinnur með kjörnum fulltrúum að stefnumótum í umhverfis-, skipulags- og samgöngumálum. Það stýrir framkvæmdum og viðhaldi, sinnir almennum rekstri í borgarlandinu eins og að slá gras og moka snjó, samþykkir teikningar og tryggir heilbrigðiseftirlit. En árið 2014 það markar tímamót í starfsemi sviðsins því á vormánuðum tók nýtt aðalskipulag Reykjavíkur til ársins 2030 gildi eftir sirka 7 ára þverpólitískt starf. Og á komandi árum mun framfylgd aðalskipulagsins vera eitt meginverkefni umhverfis- og skipulagssviðs. Leiðarljós sviðsins eru orðuð svona með leyfi forseta: styrkja Reykjavík að átta sjálfbærni og gera hana vistvænni og heilnæma, hreina, fallega og örugga, stuðla að fræðslu og upplýstri umræðu umhverfis- og skipulagsmál ásamt því að efla þjónustu og samráð við borgarbúa og aðra viðskiptavini sviðsins. Tilvitnun lýkur. Þetta eru falleg orð og við fengum kærkomna staðfestingu á því, ágætu borgarfulltrúar, að þau eru ekki innantóm. 29. október síðastliðinn, þá var nefnilega tilkynnt við hátíðlega athöfn í Stokkhólmi að Reykjavík hlyti náttúru- og umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs, hvorki meira né minna. Þau verðlaun eru veitt annað hvert ár sveitarfélagi, borg eða staðbundnu samfélagi sem annað hvort hefur í starfsemi sinni allri lagt mikið af mörkunum til umhverfisverndar eða lagt sig fram á einhverju ákveðnu sviði umhverfismála. Verðlaunin voru sem sagt veitt fyrir það mikla starf sem kynslóðirnar á undan okkur unnu í þágu vatnsverndar og við nýtingu jarðvarmans, en verðlaunin eru líka veitt fyrir það sem hefur verið að gerast í borgin allra síðustu árin og fyrir þá metnaðarfullu umhverfis- og sjálfbærnistefnu sem tekin í nýju aðalskipulagi Reykjavíkurborgar. Auðvitað þetta mikilvæg hvatning fyrir borgaryfirvöld að halda áfram á þessari braut, en fyrst og fremst eru þetta góða fréttir fyrir íbúa borgarinnar. Hlutskipti okkar, borgarbúana, ræðst að miklu leyti af umhverfinu sem við búum við kvölds og morgna og jafnvel á nóttinni líka. Það skiptir okkur öllu máli að umhverfið sé heilnæmt, vistvænt, hagkvæmt, hreint og fallegt og góðu fréttirnar, hinar góðu fréttirnar eru þær að allt þetta dálítið mikið á okkar valdi. Borgin sköpunarverk okkar, borgarbúana og við ættum eiginlega líka að fagna því kvölds og morgna. Rauði þráðurinn, eða réttara sagt græni þráðurinn í nýja aðalskipulaginu stóraukin áhersla á lágreista, þétta og blandaða borgarbyggð innan núverandi þéttbýlismarka, þar sem íbúðir, skrifstofur, þjónusta og verslun flétta saman. Annar þáttur í græna þræðinum borgarmiðað gatnakerfi, þar sem vistvænir ferðamátar í fyrirrúmi og gott aðgengi að fjölbreyttum útivistar- og náttúrusvæðum. Og þriðji þátturinn gæti heitað og heitir Borg fyrir fólk. Hann felur í sér að lögð rækt við gæði borgarumhverfisins til að mynda með hönnun gatna, torga og jafnvel húshlið og húsgafla í stað þess eins og stundum hefur verið að leggja alla áherslu á byggingarmagn og einkabíla afkastagetu gatnakerfisins. Þessi stefna þegar komin til framkvæmda, falleg og metnaðarfull listaverk eftir Erró, Ragnar Kjartansson og Söru Ríl, svo einhverju séu nefndir, prýða nú stóra húsgafla í Breiðholtinu og lífga mjög upp á umhverfið. Það og ýmislegt annað sem hefur verið gert í Breiðholti var til þess að daginn var talað Breiðholtið í fjölmiðlum sem hið nýja Brooklyn, en auðvitað Breiðholtið bara Breiðholt og ekki Brooklyn og ég held að nú sé vænt svona ákveðin endurreisn þess góða hverfis.
Hverfisgatan hefur gengið í endurnýjun lífdaga sinna eins og allir vita og nú að verða eftir viðamiklar endurbætur ein glæsilegasta og eftirsóttasta gata borgarinnar, svipaða sögum á segjum Borgartúnið, þó þær framkvæmdir séu umdeildar. Þá óhætt að segja að Borgartúnið sé nú manneskjulegra, fallegra, litríkara og skemmtilegra en það var og það virðist eiga sinn þátt í því að fyrirtæki, fjárfestar og íbúðabyggjendur hafa nú mjög mikinn áhuga á Borgartúninu. Áður hafði Klapparstígurinn verið tekið í gegn endilangur og hluti Frakkastigs. En víkjum þó aðeins og nánar að starfinu árið 2015 í sem skemmstu máli. Það verður haldið áfram á þessari braut. Í umhverfis- og skipulagsráði nú til umræðu tillaga að þrengja Grensásveg á milli Miklubrautar og Bústaðavegar úr 4 bílaakreinum í 2. Í stað akreinanna sem fara koma hjólareinar, betri gangstéttir og miði með trjágróðri. Þessi tillaga á rætur sínar að rekja til íbúafunda fyrir nokkrum misserum þar sem kom fram að Grensásvegur sker íbúahverfi í 2. Auk þess sem að það hefur komið fram að sólarhrings íbúð á Grensásvegi ekki nema 9 til 10.000 bílar og það talað það í umferðarverkfræðunum að það ekki fyrir en bílaumferðin komin yfir 20.000 að akreinar þurfa að vera 4 og samkvæmt umferðarspám mun það ekki gerast, það að segja bílar á Grensásvegi að umferðin þar færi yfir 20.000 eða þeim fjölgi yfirleitt mikið frá þessum 9 til 10.000 eins og þeir í dag næstu árin eða jafnvel áratugina. En þessar hugmyndir þrengingu Grensásvegar hafa nú verið kynntar talsmönnum slökkviliðs, íbúa og hverfisráðs og sambærileg tillaga Háalitsbraut en þó ekki með alveg sömu útfærslu í vinnslu og verði þessar tillögur samþykktar, það ekki búið að samþykkja þær, þá muni þær koma til framkvæmda árið 2015. Þessar hjólareinar sem þarna verða til munu þó tengjast inn á nýjar hjólabrautir meðfram Bústaðavegi frá Kringlumýrarbraut að Reykjanesbraut. Borgin mun sjá framkvæmd Bústaðavegs hjólabrautarinnar í samvinnu við Vegagerðina, en sú mikilvæga hjólreiða samvinna möguleg vegna tímamóta samgöngusamnings sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, innanríkisráðuneytið og Vegagerðin gerðu til 10 ára árið 2012. Það mjög mikið fagnaðarefni að Vegagerðin og innanríkisráðuneytið skulu nú vilja vera þátttakendur í því að skapa fjölbreytta og vistvæna samgöngukosti á höfuðborgarsvæðinu, langfjölmennasta íbúðasvæði landsins. Og talandi hjól, tillaga metnaðarfulla hjólastígagerð í Reykjavík næstu 4 árin liggur fyrir, ekki veitir af að halda áfram af fullum krafti í mjög metnaðarfullri hjólreiðaáætlun frá árinu 2010 sem Sjálfstæðisflokkurinn leiddi gert ráð fyrir að hjólastígur í borginni verði 50 km árið 2015 en 100 km árið 2020. Því miður við aðeins á eftir gangi hjólreiðaplönin fyrir árið 2015 eftir verða hjólastígur í borginni 35 km. Og til að hleypa meiri krafti í hjólastefnuna samþykkti borgarstjórn eða borgarráð nýverið að stofnaður yrði stýrihópur sem á að endurskoða hjólreiðastefnuna. Hópnum ætlað að fara yfir fyrirliggjandi framkvæmdaáætlanir og gera aðgerðaráætlun til að fylgja góðum árangri eftir. Og með leyfi forseta gera hjólreiðum enn hærra undir höfði í Reykjavík eins og þar stendur. Nefndur nokkuð verkefni sem hópnum ætlað að fara í, þau lúta betri merkingum, betri aðstæðum, meiri sýnileika og svo framvegis. Þetta 6 manna stýrihópur skipaður fulltrúum allra flokka og á að skila endurskoðaðri og metnaðarfullri hjólreiðaáætlun 1. apríl 2015. Meir samgöngur segja má að bílaumferðin hafi verið í algjörum forgangi í borginni í 40 ár, svo að allt annað varð að víkja. Gömul timburhús í miðborginni, græn svæði og verðmætt byggingarland með þeim árangri að nú þekja malbikuð umferðarmannvirki ásamt veghelgunarsvæðum 50% hins byggða lands í borginni. Það komið tími til að gefa vistvænum samgöngumátum meira svigrúm, markmið skýrt og klárt í aðalskipulaginu
Eftir 15 ár, árið 2030, segir þar eiga 8% allra ferða í Reykjavík að vera farnar með strætó í stað 4% núna, 8% allra ferða verði farnar á hjóli í stað 4 núna og 22% afsakið fótgangandi. Og 58% á einkabíl í stað 75% núna og það er rétt að vekja athygli á því að í borginni vestan Kringlumýrarbrautar hafa þessi markmið þegar nást ef marka má nýlega ferðaveinakönnun sem að fyrirtæki Landráð gerði síðasta sumar og þá má bæta því við að ef að þessi árangur næst í því að skapa fjölbreyttari ferðamáta og leggja meiri áherslu á vistvæna ferðamáta þá munum við Reykvíkingar árið 2030 vera búa með sams konar hlutfall ferðamáta og íbúar í Þrándheimi búa við í dag. Þannig að þetta er ekki róttækara en svo. Forgangur strætó verður aukinn árið 2015 með forgangsreinum og ljósastýringu og huga sérstaklega að biðskýlum og aðkoma þeim. Aðgengi fyrir fatlað fólk verður bætt í miðborginni, Laugavegur verður endurhannaður og ákvörðun tekin hversu lengi á hverju ári og hversu stór hluti hans verður lokaður fyrir bílumferð. Umferðarskipulag Kvossarinnar verður endurskoðuð, gatnamót Geirsgötu og Kalkofnsvegar færð og umferð á Austurhafnarlóð breytt. Huga verður sérstaklega rútu og jöklajeppa umferð ferðamanna í miðborginni. Undirbúningsvinna vegna samgöngumiðstöðvar BSÍ er á dagskrá og unnið verður að úrbótum í hljóðvistarmálum. Mikil og hröð bílaumferð skapar mjög mikinn hávaða, sérstaklega þegar hún er á negldum dekkjum og bílarnir mjög stórir og áfram verður lögð áhersla á öryggi á hjólaleiðum og gönguleiðum skólabarna. Víkjum þá að umhverfis- og úrgangsstjórnun, aðgerðaráætlun borgarinnar í úrgangsmálum til 2020 verður fylgt eftir. Það er gert ráð fyrir að 80% af pappa og pappír verði endurnýttur árið 2020, 60% plasts og allur niðurbrjótanlegur lífrænn úrgangur. Farið verður í fræðsluátak á næsta ári til að minnka úrgangslosun með sérstakri áherslu á matarsóun sem að nú hefur verið mjög til umræðu síðustu vikur hér í borg og miklu víðar í heiminum. Unnið verður áfram að uppbyggingu grendarstöðva, nýtt skref verður tekið með niðurgröfnum grendargámum eins og tíðkast nú í allmörgum borgum og stöðvum sem að taka á móti gleri verður fjölgað og gerð verður tilraun með söfnun á ákveðnum plastflokkum frá heimilum og að því að forseti borgarstjórnar vitnaði hér áðan í Morgunblaðið að þá sýndist mér það í blaðinu í dag að þar var verið að fjalla mjög mikinn og aukinn áhuga á úrgangsvinnslu í Reykjavík. Það var talað það að höfuðborgarsvæðinu sé úrgangur flokkaður á 86% heimila en jafnframt var vitnað til Svíþjóðar þar sem að 99% alls úrgangs sem fellur til í ákveðnum flokkum er nýttur og þeir ætla að fara upp í 100%. Þannig að það er mjög mikið að gera í þessu málaflokki og Reykjavík ætlar sér ekki að vera eftirbátur annarra borga og allra síst Svía. En sem sagt það hefur náðst heilmikill árangur nú þegar og bláa pappírstunnan virðist hafa valdið miklu þar og það kemur hérna fram í nokkurum líkum tölum sem að fylgja fjárhagsáætluninni að bláu tunnurnar voru 2011 2900 en þær eru 12.300 á þessu ári og í lok næsta árs er reiknað með að tunnurnar verði 14.000. Nú, það er auðvitað unnið og verður unnið að metnaði að sem bestum rekstri og umhirðu borgarlandsins með það fyrir augum að fegra borgarlandi og gera innviðina skilvirkari og nýta fjárfestingu sem best. Unnar verða áætlanir fyrir aukna trjárækt í borginni og aukna líffræðilega fjölbreytni á slegnum svæðum. Gerð verður áætlun endurnýjun götutrjáa og nýjar trjátegundir prófaðar.
og tækifæri til borgarbúskapar verða aukin í samstarfi við íbúa- og félagasamtök og áfram unnið að endurnýjun leiksvæða. Það verða einnig þróaðir mælikvarðar í umhverfis- og auðlindastefnu borgarinnar, ráðist í framvinduskýrslu í samræmi við skuldbindingu Reykjavíkur í loftslagsmálum, við loftslagsmála sáttmála sveitarstjórna Evrópu, Covenant of Mayors, en í aðalskipulaginu, svo aftur sé vitnað það mikla plagg, mörkuð sú stefna að dregið verði úr nettólosun gróðurhúsalofttegundum 35% til ársins 2020 og 73% til ársins 2050 miðað við losunina eins og hún var árið 2007. Á næsta ári verður tekið til skoðunar hvort Reykjavík eigi að sækjast eftir því að verða útnefnd sem ein af grænu borgum Evrópu árið 2016. Mikið vill meira og það engin ástæða til þess að láta sér umhverfisverðlaun og náttúruverndarverðlaun Norðurlandaráðs duga. Það mikil áhersla á bættar upplýsingar og miðlun hjá sviðinu því komið hefur í ljós að kynningarferli við skipulagsbreytingar og uppbyggingarframkvæmdir að sumu leyti ábótavant þótt það hafi verið í samræmi við lög. Það segir sig sjálft að þegar byggt inn í grónum hverfum þarf sérstakrar varúðar við. Unnið að því að bæta kynningar og upplýsingagjöf fyrir borgarbúa og skerpa á ýmsum þáttum sem lúta framkvæmdum og byggingastað. Sviðið mun áfram gefa út upplýsingaritið Borgarsýn og haldið verður áfram með borgarafundi á Kjarvalsstöðum undir yfirskriftinni Borgin, heimkynni okkar. Fyrsti fundur var haldinn í október, þar var spurt hver á borgina og það var heilmikið fjölmenni sem mætti á þann fund og umræður fjörugar. Á fundi nóvember var spurt borgin heilsusamlegur staður og í janúar annan þriðjudag árið 2015 meiningin að halda Kjarvalsstaðafund og spyrja skynsamlegt að sameina sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Það ekkert öðruvísi. Og nokkur orð húsbyggingar úr því að þetta skipulagssvið sem ég að tala fyrir hér. Næsta ár verður lokið við að byggja fjölbýlishús allmörg fjölbýlishús á miðborgarsvæðinu á aflögðum iðnaðar- og atvinnureitum til að mynda við Stakkholt þar sem rís 140 íbúðir, það eru nú svo gott sem klára sýnist mér. 175 íbúðir Mánatún og byggt verður af fullum krafti búseturéttar og leiguíbúðir 203 við Einholt og Þverholt. Það hefur verið að byggðar 140 íbúðir við Lýsisreit. Hafin verður bygging 600 íbúa á Hlíðarendareit ef að líkum lætur og vonandi verður byrjað að byggja 100 stúdentaíbúðir við Ásholt. 20 íbúðir munu verða til á Hljómalindareit og 68 íbúðir á Frakkastígsreit og vonandi verður líka byrjað að gera Vogahverfið byggingarhæft. Þar gætu risið mjög margar íbúðir, talað hefur verið jafnvel 1100 íbúðir. Það hverfi getur orðið mjög flott hverfi, lágreist og vistvænt á frábærum stað í borginni en tekur örugglega allmörg ár að byggjast upp og áður en að farið í þá uppbyggingu verður borgin líka að vera algjörlega klár á sínum samningsmarkmiðum og það einmitt verið að vinna að því núna. Fyrir fáeinum dögum var kynnt niðurstaða úr samkeppni skóla, íþróttamiðstöð, sundlaug og menningarmiðstöð fyrir íbúa í Úlfarsárdal og Grafarholti og næst á dagskrá umhverfis- og skipulagssviðs þá að vinna deiliskipulag á grundvelli glæsilegrar verðlaunatillögu. Hugsanlega munu framkvæmdir hefjast fyrir lok ársins, það að segja lok ársins 2015. Einnig verður unnið á árinu 2015 að hönnun á nýrri útisundlaug við gömlu sundhöllinni við Barónsstíg. Íbúar í Austurbæjunum munu sem sagt innan 2 til 3 ára fá langþráða útisundlaug. Ég tel að þessi verkefni sem hér eru nefnd séu í ágætu samræmi við þéttingarstefnu og umhverfisgæðastefnu aðalskipulagsins þótt sumt af því sem nú að rísa eigi rætur að rekja til gamalla byggingarheimilda.
En til að vera fullkomlega hreinskilinn að þá er það ekki laust við það að þegar maður lítur út glugga og fundarsali umhverfis- og skipulagsráðs á 7. hæð Höfðatúni og sér að lágmarki 15 byggingakrana, að þá kemur orðið bóla ósjálfrátt í hugan. Kannski eru það bara ósjálfráður ríflex úr fenginni reynslu, en reynslan hefur samt sýnt að Íslendingar hafa sætt sig við ótrúlega sveiflukennt efnahagsástand og í þeim efnum þarf borgin auðvitað sína ábyrgð eins og hún gerði reyndar á fyrirhrunstímanum þrátt fyrir leynulausar ásakanir lóðaskortsstefnu. En það er allavega ljóst að á næstu misserum mun reyna mjög á svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Það verður leiðarvísir fyrir sveitarstjórnirnar á höfuðborgarsvæðinu. Tími smákóngaveldisins í samkeppni peninga sem ekki til og jafnvel fólk sem ekki til ætti að vera liðinn. Nú er komin tími til að allir vinni saman í alvörunni, eins og krakkarnir segja, eða eins og Dagur Sigurðarson skáld orðaði það, með leyfi forseta, tími hinna gáðu einstaklinga í liðinn, nú er komin tími til að mannkynið verði gáfað. En nú er sem sagt nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins til kynningar, vonandi verður það samþykkt og tekur gildi áður en langt er liðið árið 2015. Það er örugglega eitt af mikilvægustu verkefnum ársins. Höfuðborgarsvæðið er eitt íbúðasvæði, eitt atvinnusvæði, eitt samgöngusvæði og íbúarnir deila útivistarsvæðum, anda að sér sama loftinu, nýta sama landsvæðið og drekka ferskt ómeðhöndlað vatn úr vatnslindum sem að koma mestanpart frá sama svæðinu. Annað risaverkefni er að halda áfram með hverfisskipulag á næsta ári og sú vinna er þegar komin af stað. Hún var náttúrulega mjög langt komin hérna fyrir síðasta vor, en þráðurinn hefur sem sagt verið tekin upp og búist verið við að lýsingum á 2 borgarhlutum verði lokið í janúar, Árbæ og Breiðholti og þá taki við eiginlega hverfisskipulagsvinna og sú vinna taki þá stóran hluta ársins og mitt árið taki við lýsingar á öðrum hverfum, 2 eða 3 öðrum hverfum, Laugardal, Háalit og Bústaðahverfi og Hlíðum og síðan verði farið í eiginlega hverfisskipulagsgerð á grunni þeirra lýsinga og síðan áfram með sömu aðferð árið 2016 þannig að hverfisskipulagsgerðinni verði vonandi lokið í árslok 2016. En að lokum helstu fjárhagslegur breytingar á milli ára felast í því að gert er ráð fyrir tekjuaukningu sviðsins rúmlega 150 milljónir. Tekjur byggingafulltrúa eru hækkaðar milli ára 70 milljónir. Tekjur vegna landlegu bílastæðasjóðs hækka 50 milljónir. Tekjur vegna skipulagsgjalds sem nýr tekjustofn sem önnur sveitarfélög hafa reyndar tekið upp fyrir nokkru eru 18 milljónir og tekjur vegna heilbrigðiseftirlits hækka 12 milljónir. En það er sömuleiðis gert ráð fyrir kostnaði vegna nýrra kjarasamninga, vegna viðbótarverkefna í rekstri gatna og ýmislegt annað sem er óþarfi að nefna hér í þessum ræðustól. Að lokum þetta, heildar rekstrarniðurstöður eru þessar. Rekstrarniðurstöður umhverfis- og skipulagssviðs í eignasjóði eru 998.871 króna og rekstrarniðurstöður í aðalsjóði eru 6.198 milljónir og svo kann ég ekki alveg að lesa tölur sem að koma svona langt fyrir aftan. En samanlagt eru þetta 7.196 milljarðar rúmir. Og læt ég þar með lokið máli mínu. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar.
Ég ætla að fjalla aðeins hér skipulagsmál í ræðu minni á eftir, en fyrst aðeins að bregðast við einni athugasemd frá borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni, að því að það stendur í aðalskipulaginu að 50% borgarlandsins fari undir samgöngumannvirki. Og það eitt sem bara borgarfulltrúinn gleymdi að taka fram, og það það að það rétt, væntanlega, ég hef náttúrulega ekki mælt það, að 50% borgarlandsins fari undir samgöngumannvirki, en það að undanskildum helstu útivistarsvæðum borgarinnar. Og það nú svona einu sinni eitt af einkennum þessara borgar að hafa þessi glæsilegu stóru útivistarsvæði, eins og Laugardalinn, Öskjuhlíðina, Heiðmörkina, bara hefur fallega borgargarða, eins og menn geta flett upp á í aðalskipulaginu, eru tilgreindir þar sérstaklega. Og það einhvern veginn svo mikill óþarfi að reyna að búa til einhverja mynd af Reykjavík sem borg sem bara uppfull af samgöngumannvirkjum, en sleppa því sem mestu máli skiptir og sleppa því sem væntanlega Norðurlandaráð hefur verið að horfa til þegar þeir ákváðu það í Norðurlandaráði að veita Reykjavíkurborg þessi umhverfisverðlaun sem við erum ánægð með að við skulum hafa hlotið. Þannig að ég veit að þessi frasi sem að borgarfulltrúinn fór með í aðalskipulaginu, hann hefur verið notað líka svona í ákveðnum umsögnum skipulagsstjóra við afgreiðslu ákveðna deiliskipulagsáætlana, en þetta hefur ekkert að segja. Og það væri þá rétt að menn skoði þetta og bæri þetta saman við aðra borgir, en ég hef svona reynt að kynna mér það hjá þeim sem að best þekkja til, sem að starfa hjá borginni, og það bara þannig að það eru engin slíku samanburður til. Og þá óþarfi að halda slíku fram að því hvað 50%? Er það ásættanlegt eða óásættanlegt? Er 55% ásættanlegt eða óásættanlegt? Þetta bara svona eitthvað út í loftið af því að það þjónar einhverjum ákveðnum tilgangi og við skulum koma aðeins inn á það á eftir. Ég ætla hérna í ræðu minni aðeins að taka til og tína til ýmsa aðra sem hafa fjallað skipulagsmál og hérna fara yfir það hvað þeim finnst aðalskipulagið. En áður fyrir það, þá eitt mál hér sem ég eiginlega verð að taka upp og fjalla og það varðar tónlistarskólana í Reykjavík. Ég hafði orð á því þegar að formaður skóla- og frístundaráðs kom fyrir borgarráð að það vantaði í starfsáætlun ráðsins og sviðsins einhverja umfjöllun tónlistarskólana. Þar í þessari starfsáætlun minnst á og tiltekin mikilvægustu viðfangsefni og áherslur 2015 til 2019. Og ég ætla ekki að lesa þau upp og ég vona því að formaðurinn gerir það hér á eftir og fari yfir það. En þegar við skoðum þessa starfsáætlun, þá akkúrat ekkert að finna tónlistarskólana í Reykjavík, þessa 18 skóla. Og þar sem ástæðan fyrir ég vil taka þetta upp það að það vita það allir sem að hér eru í borgarstjórn að staða tónlistarskólan í Reykjavík mjög alvarleg. Það einfaldlega svo að 3 skólar standa á heljarþröm. Þeir standa frammi fyrir gjaldþroti og að loka þurfi skólanum. Og það eru þeir skólar sem eru mikilvægastir fyrir tónlistarlífið og framtíð tónlistarlífs í Reykjavík. Það eru þeir skólar sem eru að kenna mest á framhaldsstigi. Og það óþarfi kannski að telja þá upp og hvernig þeir standa hver fyrir sig, en ég vil þá vísa borgarfulltrúum sem vilja kynna sér þetta nánar og öðrum sem á okkur eru að hlýða á samantekt, skýrslu sem gerð var hér af fjármálaskrifstofu og tekni til þeir sem þekkja vel til rekstur tónlistarskólana og það var farið mjög greinilega yfir þetta, mjög vel unnin skýrsla, en það breytir því ekki að viðbrögðin hafa engin verið. Ég óska eftir því að fá upplýsingar stöðu tónlistarskólana áður við kæmum á þennan fund hér og ég fengið þær upplýsingar, en þó einungis að hluta. Og það veldur mér áhyggjum að það skuli koma í ljós að inn á skóla- og frístundasviði skuli ekki vera til upplýsingar nemendafjölda í tónlistarskólanum til dæmis í Reykjavík. Það ekki upplýsingar nemendastundir á þessum árin sem við erum að skoða 2005-2014 eða skipting þeirra á milli námstiga grunn-, mið- og framhaldsstigs. Það hefur ítrekað verið ekki eftir að því að fá þessar upplýsingar og það hefur ekki tekist. Og það annað sem kannski ekki síður mikilvægt og það það að bera saman þróun tekna og gjalda hjá skóla- og frístundasviði almennt og bera það saman við þróun hjá tónlistarskólunum. Og þegar við gerum það,
og við skoðum hvernig þróun hefur verið og við höfum upplýsingar kostnað skóla- og frístundasviðs frá árinu 2008 fram til 2015 sem að fjármálaskrifstofa tekur saman og eru mjög gagnlegar upplýsingar. Hvetja þetta alla sem ekki hafa skoðað að fara vel yfir það. Þar kemur fram á bara verðlagi hvers árs að kostnaður skóla- og frístundasviðs hefur aukist 42% á kostnaði hvers árs, 42%. Kostnaður vegna tónlistarskólana, grunnnámsins, hefur aukist 7,8%. 42%, 7,8%. Og ef við tökum bara frá árinu 2011, sem það ár sem að samningurinn gerður við ríkið yfirtöku framhaldsstigs tónlistarmenntunar, þá samanburðurinn engu að síður mjög óhagstæður. Á þessum tíma hefur kostnaður við skóla- og frístundasviðs aukist 29% en við skólana 13,7%. Það sem vantar inn í þetta auðvitað sú staðreynd að nemendum hefur verið að fækka, skólagjöldin eru orðin mjög há, kennurum hefur verið að fækka og kennslustunda fjölda hefur verið dregið niður. Þetta er mjög alvarleg staða og ég tel það mjög ámælisvert að hér skuli liggja fyrir starfsáætlun sem á engan hátt virðist ætla að takast á við þennan vanda. Virðist ekki gera sér grein fyrir stöðunni eða hefur ekki áhuga á því. Og kannski það vegna þess, og þá tala ég svolítið reynslu bara annars staðar frá líka, að þessar stofnanir, tónlistarskólarnir í Reykjavík, eru sjálfseignarstofnanir. Þetta ekki borgarreknir skólar eins og víðast í öðrum sveitarfélögum, heldur þetta sjálfseignarstofnanir. Og það þegar á móti blæs og menn að reyna að spara, þá það tilhneigingin að sjálfseignarstofnanir verði út undan. Að framlög til þeirra verði lægri vegna þess að það auðveldara. Þeir eru meiri fjarlægð, þeir verða bara að bjarga sér, þeir verða einhvern veginn að redda sér. Þannig að ég bara óska eftir því að formaður skóla- og frístundaráðs komi hér upp eftir og fari yfir þessa stöðu, þessa mjög svo alvarlegu stöðu. Reykjavíkurborg hefur verið að bregðast við með því að halda skólunum á floti, með því að láta það að fá peninga sem að duga fyrir launakostnað á milli mánaða, bara á milli mánaða. Og þetta lán sem þeim ber að endurgreiða. Og ég held að það skilji það allir að það ekki hægt að reka skólastofnun upp á það að vera í algjöru óvissu það hvort að það sé hægt að ljúka skólaárinu eða ekki. Og hvernig hægt að bjóða fólki upp á það að borga með nemendum eða nemendur sjálfur sem borga með sjálfum sér þegar ekki meiri vissa það heldur þetta. Ég vil þakka Halldóri Auðar Svanssyni fyrir sína ágætu ræðu hér. Það ýmislegt sem að hið nýja ráð sem að hann kemur til með að stýra og stýri væntanlega nú þegar, sem að það getur komið hér að þessum störfum okkar núna í dag. Ég vil kannski byrja á því að nefna það að kannski væri það nú rétt svona með tilliti til lýðræðis og jafnréttis að það ráð velti fyrir sér hvort að það sé eðlilegt að borgarstjóri geti staðið upp eftir hver einustu ræðu sem minnihlutinn heldur og haldi langar ræður eins og honum listir. En þegar að borgarfulltrúar og minnihlutar komu upp eins og borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, þá stendur klukkan á þeim og þeir eru rekin úr þessum ræðustól leið og klukkan út runnin, tíminn út runnin. Þetta eitt. Annað sem að ég held að borgarfulltrúinn ætti að skoða í sínu nýja stjórnkerfis- og lýðræðisráði auðvitað til dæmis samstarf ríkis og sveitarfélaga við gerð fjárhagsáætlana. Sú staðreynd að það ekkert samráð, að sveitarfélögin halda sér sínum spilum að sér og ríkið heldur spilunum hjá sér, verður til þess að þetta svona hálfgert tók það hver fær mest og hvað menn getur treystið til þess að taka hvað mest. Og það ríkir þá ákveðin óvissa og ég vil benda á það að til dæmis í Danmörku samstarf milli ríkis og sveitarfélaga varðandi gerð fjárhagsáætlunar og ég held að sé mjög gagnlegt ef við getum náð slíku samstarfi á og svo hitt ágæti borgarfulltrúi að það verði skoðað með hvað hætti borgarar, bara Reykvíkingar geta komið að og hjálpað okkur við gerð fjárhagsáætlunar vegna þess að ég hef að trú að borgarbúar þegar þeir koma að því að velja og hafna og ákveða hvert þeir ætla að setja fjármunina, þá munum gera það mikilli ábyrgð. En svo að lokum borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson,
Þá sakna ég þess að það skuli engin starfsáætlun eða fjárhagsáætlun frá hinu nýja ráði liggja frammi fyrir hérna hjá okkur. Þetta ráð heyrir beint undir borgarráði en það gerir mannréttindaráð líka og skilar inn sinni starfsáætlun. Ég efast ekki að það er góður hugur og menn ætla að standa sig vel og gera góða hluti. Og eflaust eru mörg verkefni sem brýnt að menn fari í vonbráðar. En það er hins vegar alveg óþarfi að bíða eftir því að það verði ráðinn nýr, hvað heitir þetta nú aftur, erindreki gegnsæis og samráðs til þess að gera slíka starfsáætlun, enda er það ekki á verkefnalista slíks erindreka, heldur er það formaður ráðsins sem auðvitað á að hafa forystu það. En borgarfulltrúinn fór nú svo sem yfir ýmislegt í sinni ræðu af því sem að þarna kemur til með að vera tekið fyrir og við bíðum þá bara spennt eftir því að sjá hvað það er sem að kemur út úr þeirri vinnu. Nú þegar að þessi fjárhagsáætlun liggur fyrir og við erum jafnframt að fjalla hér árshlutauppgjör fyrstu 9 mánaða þessa árs, þá sjáum við það að reksturinn, hann getur ekki gengið svona eins og verið hefur. Það er ekkert að tala það að rekstra niðurstaða sé viðunandi og það er ekkert að halda áfram svona bara eins og gert var síðast, eins og augljóslega verið að gera hér með þessari fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram. Hún ætti að færa okkur heim sann það að það þarf að taka á þessum rekstri. A-hluti uppgjörsins sem fjallar rekstur og fjárfestingar sem fjármagnaðar er af skatttekjum er að skila tapi og reyndar talsvert meira tapi en ætla mætti við fyrstu sýn vegna þess að bílastæðasjóður hefur verið færður úr B-hluta ársreikningsins þar sem eru fyrirtæki borgarinnar yfir í A-hlutan og efnahagurinn batnað 1,5 milljarð. Svo má reikna með því að reksturinn hann batni jafnframt svona 150 til 200 milljónir á ári vegna þess. Það er augljóst að reksturinn hann stendur í járnum og þolir ekki hliðarvind en samt er ekki brugðist við á nokkurn hátt. Skatttekjur duga ekki fyrir útgjöldum. Í stað þess að setja fram megin markmið og viðbrögð fjórflokksins í inngangi að fjárhagsáætlun vitnar borgarstjóri í samstarfsyfirlýsingu fjórflokksins friðsælt, réttlátt og frjálslynt samfélag þar sem hlúðir að grasrótinni og þar sem réttlætið og mannúðin dafnar best. Þetta er afskaplega fallegt og skáldlegt og krúttlegt og fær örugglega ágætlega í vöfflukaffinu á félagsfundum á Samfylkingunni. En fjárhagsáætlun er ekki verið að leita eftir slíkum háflugum orðum sem enga merkingu hafa. Þau skila engu frekar en tilraun til að eigna sér hagvöxtinn á Íslandi. Þetta er lítið annað en broslegt og væri þá nær að segja að Reykjavíkurborg hún leiði grasvöxtinn á Íslandi. Borgarstjóri fór hérna aðeins yfir það hvernig hann telur að Reykjavíkurborg sé að draga vagninn í hagvexti. Að miklu skipti að svara mikilli eftirspurn í húsnæðismarkaði og sérstaklega þegar horft er til leigumarkaðarins. Sem betur fer eru hjól atvinnulífsins farin að snúast og kaupmáttur að aukast. Allar hagtölur sýna að Ísland er að ná sér upp úr öldudalnum og sveitarfélög landsins eiga auðvitað sinn þátt í því og fjárhagur þeirra er almennt að styrkjast líka. En áður en borgarstjóri fer að hrósa sér af sínum þætti í hagvextinum skulum við hafa í huga það sem kemur fram í 9 mánaða uppgjöri sem að hérna til umræðu á fundinum. Tekjur Eignasjóðs hafa reynst 822 milljónum króna lægri en gert hafi verið ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins vegna þess að sala byggingaréttar reyndist minni en vonir stóðu til. Reykjavíkurborg, rekstur hennar og stefna í uppbyggingu íbúða og atvinnuhúsnæðis getur haft veruleg áhrif á jákvæða þróun hagvaxtar og við skulum vona að svo muni verða. Þau góðu tíðindi bárust í síðustu viku að verðbólgan hefur ekki verið lægri í 16 ár, er komin niður í 1% og því er auðvitað að þakka ábyrgri efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar. Atvinnuleysi hefur auk þess ekki verið lægra langt skeið og er 3,2% í október. Mest er atvinnuleysi á Suðurnesjum, eins og við þekkjum að verið hefur, og síðan á höfuðborgarsvæðinu og því miður er það jafnan hæst í Reykjavík.
Öll viljum við að Reykjavík sé í broddi fylkingar og leiðandi meðal sveitarfélaga. Öll viljum við að ungu fólki sem að hefja sinn búskap séu sköpuð tækifæri í höfuðborginni og við viljum að allir aldurshópar sitji við sama borð þegar kemur á húsnæðismálum. En þannig það bara ekki. Hlutfall ungs fólks, barna og unglinga lægst í Reykjavík á höfuðborgarsvæðinu. Spáð var nánast óviðráðanlegri fjölgun barna í leik- og grunnskólum borgarinnar. Það var að tala barnasprengju, en sú sprengja kom ekki. Hún nefnilega jafnaðist út til kantana, hún leitaði annað. Og það eru afleiðingar hins mjög svo einsleita og takmarkaða aðalskipulags þegar kemur að uppbyggingu. Það lýsir því miður þröngsýnum viðhorfum sem ekki eru reykvísk og tekur ekki tillit til þarfa allra. Bókin aðalskipulag Reykjavíkur falleg og áferðarfögur en innihaldið þarf að endurskoða. Hagstofan segir okkur að þegar Reykvíkingum fjölgaði 1,4% á árunum 2009–2013, þá fjölgaði í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu 7,1%. Það fjölgaði 1,4% í Reykjavík en 7,1% í nærliggjandi sveitarfélögum. Þegar skoðuð fjölgun íbúða á milli árunna 2003 og 2010 sjáum við að Reykjavík og borg nánast rekur lestina á milli Stykkishólms og Skagafjarðar. Það hefur fjölgað hótelrýmum í Reykjavík og það helsta ástæðan fyrir uppbyggingu í borginni. Uppbygging íbúða hins vegar langt undir væntingum. Það kemur líka fram á blaðsíðu 6 í greinargerðinni með fjárhagsáætlun, þar sem farið yfir áætlun mögulegan fjölda fullgerðra íbúða í Reykjavík 2013 til 2014. Borin saman uppbygging samkvæmt aðalskipulagi og svo hvernig uppbygging hefur verið í rauninni. Á þessu augljóslega mikill munur. Aðalskipulagi sett fram með þeim hætti að helst mætti ætla að höfuðáhersla hefur verið lögð á að koma til móts við þarfir ungs fólks. Reynslan sýnir okkur að svo ekki. Aðalskipulag byggt á röngum forsetuðum, ímynduðum óskum en því miður litlum skilningi á fjölbreytileikanum sem býr í borginni. Ég hef svo sem sagt þetta nokkuð oft með þessum hætti, en mér þótti athyglisvert að prófessor í skipulagsfræðum við Háskóla Íslands, Trausti Valsson, var í viðtali í Vesturbæjarblaðinu nú í júnímánuði á þessu ári, þar sem hann fjallaði einmitt líka aðalskipulagið og hvernig íbúaþróun hefur orðið í framhaldi af samþykki þess og eftir að menn fór að vinna samkvæmt því. Og ég ætla aðeins að vitna í Trausta Valsson í þessu samhengi og fá mig leyfi forseta að lesa hér úr þessu viðtali við Vesturbæjarblaðið og ég ætla reyndar að gera það líka aftur og eftir þar sem að hann fjallaði hér samgöngur. Og hér hefst lesturinn. Trausti segir að eitt af stóru markmiðum aðalskipulagsins sé að auka íbúðabyggð vestan Elliðaánna. Þar eigi svæði sem losna myndu með brottflutningi flugvallarins að gegna lykilhlutverki. Nokkur önnur svæði liggja þó vel við íbúðabyggingu, sérstaklega lítil byggð á svæði við Elliðaárósina, til dæmis í Súðavogin og í Ártúnshöfðanum. Þó að það sé mikið af atvinnufyrirtækjum sem þá þurfa að flytja. Þar fyrir utan sá valkostur að fara út í þéttingu á minni svæðum sem eru að losna hér og þar til dæmis vegna brottflutningsiðnaðar. Í því efni má nefna lýsislóðina sem dæmi, en gallinn sá að þegar byggt á litlum lóðum leiðir það jafnan til hærri kostnaðar, til dæmis vegna sprenginga. Með þessu verða íbúðir á þessum stöðum dýrari. Þetta stangast illilega á við þjóðfélagsástandið í dag og þarfir þess unga fólks sem ekki hefur peninga til þess að kaupa dýrar eignir. Besta aðferðin til þess að byggja ódýrt að fara inn á óbrotið land í útjarðri borgarinnar. Þar gæti hagkvæmni stærðarinnar einnig komið við sögu og nýst til þess að byggja ódýrara íbúðarhúsnæði. Og tilvitnun lýkur. Og hér bendir Trausti Valsson á að mér finnst hið augljósa, en sem að bersýnilega meirihlutinn ekki sammála og reyndar ýmsir embættismenn mér ósammála í þessu líka, en þetta hins vegar ástæðan fyrir þessum ójöfnuði í íbúaþróun á höfuðborgarsvæðinu sem ég var að lesa upp hérna áðan. Og fyrir þá sem ekki vita, þá auðvitað Trausti Valsson maður sem skrifaði fjölda bóka skipulagsmál, meðal annars bók sem ég held að flestir hafi lesið sem heitir Borgin og náttúran.
Við hefum skrifað eina 10 bækur og kennir sem sagt við Háskóla Íslands, bæði arkitekt og skipulagsfræðingur. Hann bendir reyndar líka á sem ég finnst merkilegt að við háskólann starfar Finni sem er doktor í skipulagsfræðum sem að heitir einhverju finnsku nafni, Jukka Heinonen, sem að varði doktorsritgerð sína þar sem að hann fór yfir það hvort að það væri virkilega rétt eða hvort það væri mýta. Að það væri vistvænna að byggja þröngt eða hvort það raunverulega væri betra að byggja meira dreifðari byggð. Og það sem sagt niðurstaða hans, og hann segir það hér í útdrætti doktorsritgerðar sinnar, að þótt þétt byggð hafi mikilvægi, tæki til umhverfis, félags- og stafrænna þátta, þá þétta byggðamynstrið ekki trygging fyrir lítilli notkun kolefna. Þannig að það er nú svona, það ekki eins og allir sammála því sem að þó gjarnan haldið fram, að það sé hagkvæmt og það sé tryggi betri loftgæði að byggja sem sagt út í aðra. Nú ég ekki að segja það að við höfum talað fyrir því að ekki þétta byggð, bara svo við miskilum það ekki. Ég er búin að segja þetta svo ofta, ég held að það sé bara alveg nóg komið. Heldur það bara einfallega svo að það á að gera þannig að það sé ekki einvörðungu verið að þétta byggð vegna þess aðalega að ungt fólk ekki að kaupa húsnæði, dýrt húsnæði vestarlega í borginni. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram allnokkrar tillögur að snúa við neikvæðri íbúðaþróun en þeim hefur öllum verið hafnað, enda þótt ekki sé borið á móti því að uppbyggingarstraumur liggi framhjá borginni meðal annars aldurssamsetning og borgarbúa sé að breytast af þeim sökum. Við sjáum það. Samanburður á aukningu útsvarstekna sýnir einnig að útsvarstekjur helstu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu aukast meira en tekjur borgarinnar. Og þess vegna langt skotið yfir markið að halda því fram í inngangi að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar að Reykjavíkurborg leiði hagvöxt á Íslandi. Jafnvel reyndustu klækjarefir að snúa sannleikunum á hvolf myndi ekki ráða við slíkt spinn. Ég hef oft staðið hér og sagt mína skoðun á aðalskipulaginu en eins og ég segi þá hafa menn sjaldan verið sammála því og svo ég vitni nú aftur í hinn ágæta Trausta Valsson í þessu fína viðtali sem að hann nefnir að þá ger ég nú líka vegna þess að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson fór að minnast á Grensásveginn hérna og að fræðingar segðu að það væri allt í lagi að þrengja þann veg og þá sögðu fræðingar það líka að það væri allt í fína lagi að þrengja Hofsvallagötuna. En það reyndist nú bara ekki rétt og reyndist kalla á mikil vandræði og meðal annars þess að mikil hluti umferðarinnar flæddi inn í íbúðabyggðina þar sem að börn voru að leik nærri til dæmis Melaskólanum og Hagaskólanum og öðrum stöðum á leið sinni niður í KR. Þannig að í þessari sömu grein þá minnist nefnilega Trausti Valsson á grein sem að Ásgeir Jónsson hagfræðingur sem að nú að góðum kunnur hér í Reykjavík hefur komið á okkar höfðafundi og flutt okkur svona upplýsingar hagfræðimál og hver stefnir í þeim efnum og þá einmitt í undirbúningi að fjárhagsáætlun. Og þá einmitt kemur fram hérna hjá Ásgeiri og ég vitna þá í grein sem hann skrifaði í blað sem að gefur út í háskólanum og heitir Upp í vindinn og er gefið upp af nemendum í verkfræði. Helsti galli við nýja skipulags, og ég vitni beint í hann með leyfi forseta, galli hins nýja skipulags felst í neikvæðni gagnvart umferðarbótum og samgöngumannvirkjum og verið slítið á þau sem einhvers konar þjónkun við einkabílinn sem aftur kalli á meiri umferð. Vistvænar samgöngur og þétting byggðar hlýtur einnig að snúast umferðarbætur sem stytta leiðir á milli staða þannig að tími og eldsneyti sparist. Og þetta segir hann, en síðan kemur Trausti í þessu sama viðtali inn á það hvernig Hofsvallagata, Snorrabrautin og fleiri götur hafa reynst mörgum mjög erfiðar yfirferðar eftir að menn fóru að þrengja þær. En það hérna í kafla greinargerðarinnar með fjárhagsáætlun sem fjallar uppbyggingu Reykjavík til 2024 stendur með leyfi forseta tekið mið að stefnu nýs aðalskipulags að 25% alls nýs íbúðarhúsnæðis henti þeim sem ekki getið haft vilja til að fjárfesta í eigin húsnæði. Og þetta náttúrulega umhugsunarefni og stefna sem að verið hefur unnið að núna nokkurn skeið, sennilega frá 2011 þegar húsnæðisstefnan kom út, ég minni það var 2011,
Og ég vil meina að sú stefna sé orðin úrelt og það sé ástæða til þess að líta betur yfir það. En það kemur hérna fram í skýrslu sem að gerð var af félagsbústöðum árið 2013, það sem nánar í útlistun á þeirri stefnu. Það stendur með leyfi forseta: kjarni stefnunnar felst í að félagsbústaðir taki beinan þátt í leiguhúsnæði með því að standa fyrir bygging á 400-800 íbúðum í 15-30 fjölbýlishúsum og þéttingarreitum á víð og dreif Reykjavík á næstu 5-10 árum. Og vegna þessa átaks mun Reykjavíkurborg leggja félagsbústöðum til lóðir, gatnagerðargjöld og allt að 10% framkvæmdakostnaðar sem eigin fjárframlag. Og svo kemur fram í þessari skýrslu að leiguhúsnæði hér í Reykjavík sé sennilega 20%. Og það er alveg ljóst að þessi 20% er orðin miklu hærri tala heldur en hún er þegar þetta er skrifað af félagsbústöðum. Miklu nær var að halda það að hér væri við komið yfir 25% allra íbúða í borginni sem leiguhúsnæði eftir að fjárfestinga og leigufélög hafa verið að kaupa upp íbúðir undanfarin ár og hafa þannig skapað lifandi leigumarkað sem vinnur á samkeppnisgrundvelli og virðist ganga bara nokkuð vel. Reykjavíkurborg hefur ekkert komið að þessari þróun og aðkoma Reykjavíkurborgar að þeim markaði er auk þess algjörlega óþörf og getur reynst stór hættuleg. Fátt væri hægt að gera leigumarkaði verra til en að fjórflokka meirihlutinn hér færi að bjóða völdum vinum sínum lóðir og framkvæmda fé til að byggja leiguíbúðir. Og svo má auðvitað spyrja sig hvaða burði hafa félagsbústaðir til að standa í slíkum æfingum. Ekki þarf annað en að skoða árshlutauppgjörið til að sjá að félagið er varla rekstrarhæft og getur að óbreyttu ekki tekist á við þetta verkefni. Nú, þegar fjórflokka meirihlutinn stefnir í að Reykjavíkurborg komi með beinum hætti að byggingu leiguhúsnæðis á dýrustu lóðum borgarinnar og er lágmark að settar verði fram sviðsmyndir og leiðir skoðaðar. Hvað mun það kosta borgina að láta af hendi endurgjaldslaust eitt dýrasta land sem hún á og sem borgin hefur fest kaup á af Faxaflóahöfnum fyrir rúmlega hálfan milljarð. Og þannig eru fleiri dýrustu lóðir vestarlega í borginni sem útluta án undangengis útboðs. Ég geri athugasemd við það hversu greinargerð félagsbústaða HF er ófullkomin hvað þetta varðar. Í borgarráði var óskað eftir því að gerð væri grein fyrir stöðu félagsbústaða og með hvaða hætti félagið tæki þátt í svokölluðum Reykjavíkurhúsum, en slíkar upplýsingar hafa ekki borist enda voru reyndar bornar fram bara munnlega. Þess utan eigum við auðvitað að skapa grundvöll fyrir ungt fólk að eignast húsnæði. Það er farsælt. Að ráðleggja fólki að leigja í stað þess að kaupa eru vond ráð. Húsnæðisstefnan sem heitir stefnumóti vinnuhóps um húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar er úrelt. Þar stendur til dæmis að Reykjavíkurborg ætli að fara með beinum hætti inn á þennan markað og ekki annað að skilja en að það muni gerast án þess að það sé tengt einhverju félagslegu úrræði, heldur bara inn á markaðinn. En hvað segja þeir sem fjalla það hvort þetta sé betra að leigja eða selja? Ari Skúlason, hagfræðingur hjá Hagfræðideild Landsbankans, segir á vef Landsbankans þar sem hann velti fyrir sér hvort betra sé að leigja eða selja, með leyfi forseta: erlendis er oft horft til hlutfalls á milli kaupverðs og leiguverðs við ákvarðanir kaup eða leigu. Þetta hlutfall er yfirleitt kallað price to rent ratio. Og síðan fer Ari yfir það hvernig þetta er skoðað á 15 ára tímabili og hvernig viðmiðið er það að hlutfallið undir 15 að þá sé hagstæðara að kaupa, en ef hlutfallið er á bilinu 15-20 er betra að kaupa ef áætlaður peningatími er langur og svo 20 er betra að leigja. Og hann segir hér aftur með leyfi forseta: þegar skoðaði 15 ára tímabil, myndin sem út úr þessu kemur sýnir greinilega að nánast alltaf hefur verið hagstæðara að kaupa húsnæði en leigja á höfuðborgarsvæðinu og það á sérstaklega við nú. Hið reiknaða verð leigu hlutfall er með öðrum orðum mun lægra hér en víðast hvar annar staðar. Meðal hlutfallið yfir allt þetta 15 ára tímabil er 14,2 og hlutfallið á síðustu árum hefur verið kringum 12, sem er auðvitað langt fyrir neðan töluna 15 sem nefnd var sem þumalfingursregla. Þetta er sem sagt nýleg samantekt frá Ara Skúlasyni sem talar fyrir hönd hagfræðideildarinnar og kom reynda fram í viðtali í Morgunútvarpi Rásar 2 þar sem að
Hann fór yfir þessi mál jafnframt og benti á að raunverulega hefði Reykjavíkurborg takmarkað vald yfir því og áhrif á það hvernig framkvæmdir og framkvæmdatími uppbyggingar væri og það væri engin lausn hinum megin við hornið í þeim efnum þegar kemur á húsnæðismarkaðnum. Arion banki skrifaði inn á sinn veg í júlí, greiningardeild skoðar meðal annars smærri íbúðir á höfuðborgarsvæðinu, það er stúdíóíbúðir, tveggjarbergíbúðir, þar kemur að ljósa að samkvæmt hlutfalli kaupverðs og leiguverðs alltaf hagstæðara að kaupa fasteign fyrir meira en að leigja, óháð staðsetningu. Þannig að bara ég vil vitna til þessara hagfræðinga sem hafa verið að fjalla þessa hluti og tek það fram að hér ekki verið að fjalla náttúrulega félagslegt úrræði. Alþýðusamband Íslands var að koma með sína ályktun það og við, borgarfulltrúar og borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, höfum stutt við uppbyggingu félagslegs húsnæðis og samþykktum þá aukningu í félagslegu húsnæði þá tillögu sem var sett fram það í borgarráði í síðustu viku. Það er bara mjög bráður vandi sem þarf að leysa í þeim efnum. Nú eru 546 einstaklingar sem eru í mikilli þörf fyrir félagslegt húsnæði. Mér skilst að 800 manns séu á biðlistanum en 546 séu í brýnni þörf hvað þetta varðar og það auðvitað þarf að leysa úr því. En það er ekki það sem við erum að tala hér. Við erum að tala leigumarkaðinn og þá er ekki heldur að segja að leigumarkaðurinn eigi ekki að vera lifandi og hann eigi ekki að vera til, heldur öðru nær. Auðvitað þarf leigumarkaður að vera virkur hér á landi og ég er ekki með þessu heldur að gera lítið úr því hversu oft er erfitt fyrir ungt fólk að stíga fyrstu skrefin, þar að segja eiga fyrir útborgun fyrir nýrri íbúð en hins vegar að þegar ungt fólk hefur komist yfir það að þá eru í flestum tilfellum greiðslur af þeim lánum sem síðan eru tekin ekki hærri eða jafnvel lægri heldur en leigugreiðslur vegna svipaðra íbúða. Og í þennan sama streng, bara því að ég fór yfir blöðin, þetta er svo nánast eins og að lesa í Morgunútvarpi úr blöðunum, þá var Örn Kennisteð bara núna í september í viðtali í Morgunblaðinu þar sem fór yfir byggingamarkaðinn og einmitt með sama hætti bent á það hversu einstaklingar eru að fá betri fjármögnun í gegnum sína lífeyrissjóði heldur en leigufélögin og það henti betur heldur en og þau fá betra út af því. En það er annað sem að sló mig verulega og það var að hver staða eldri borgara þegar það kemur að leiguhúsnæði. Og það var sem sagt núna í síðasta mánuði einmitt fjallað það og Þórunn Sveinbjörnsdóttir, formaður félags eldri borgara, hún segir þar í viðtali sem hún var í við Fréttablaðið að 8% eldri borgara á Íslandi séu á almennum leigumarkaði og margir hverjir búi við kröpp kjör og ráði illa við það til dæmis þegar leiga hækkar. Staða þeirra auðvitað misjöfn en við heyrum af svona dæmum þar sem fólk á mjög lítið eftir þegar það er búið að borga leigu. Og svo þetta mun lengra en fyrirsögnin í þessi grein sárast að geta ekki gefið barnabörnum gjafir og það er viðtal við þá konu sem heitir Eva Ó. Hjaltadóttir og er að lýsa sínum fjárhagslegu vandræðum vegna þess að hún leigir. Þannig að svona áður en að menn fara að halda því fram að það sé mikilvægt að sem flestir geti leigt og því hefur verið svona haldið fram að það sé hagkvæmara, í því felist eitthvað frjálsræði og svo framvegis að þá held ég menn þetta huga því að það er fjárhagslega skynsamlegast fyrir ungt fólk að stefna því að eignast íbúð frekar en að leigja til lengri tíma. Þannig er það nú. Ég ætla nú ekki að bregðast við skemmtilegum athugasemdum við staksteina en það verður þó að taka það með hér í þessa fjárhagsáætlun. Auðvitað er það ákveðinn kostnaður sem hefur fylgt því að setja saman þennan meirihluta. Nokkur 100 milljónir hafa farið í það að kannski erfitt að segja að kaupa fólk að kjötkötlunum en það er nú samt sem áður einhvern veginn þannig. Og það má kannski reikna með því að þeir eru upp í staðið í lok þessa kjörtímabils sem heldur áfram sem horfir að það verði einhvers staðar kannski 400, kannski 500 milljónir eða meira sem hafa farið í þau verkefni. Við getum kallað það gæluverkefni en það er ekki kannski gæluverkefni en þau verkefni sem nýju borgarfulltrúar hér
sem komin í þennan fjórflokka meirihluta við síðustu kosningar hafa fengið í þeim samningum sínum. Og þá náttúrulega eftir að sjá hvað nýtt ráð, lýðræðis og stjórnskipunar og lýðræðis kannski, stjórnkerfis og lýðræðis, erfitt að muna til ykkur að fyrirgefa það, hvað það kemur til með að kosta. Ég held að það standi ykkur 32 milljónir eða svo í þessari fjárhagsáætlun. Ég spái því að það sé skotið langt undir markið í því og við verðum það bara að fylgjast með því og við verðum vona það besta að þetta blási ekki út eins og gjarnan þegar við erum að setja af stað nýja hluti eins og þetta. Í úttektarnefnd sem að fór hér yfir kerfi borgarinnar fyrir einhverjum 2 árum, þá var einmitt fundið að því að það verður allt of margar stjórnkerfisbreytingar vegna þess að þær hefðu engan tilgang. Þær hefðu ekki skilað neinu fjárhagslega og þær virtust ekki heldur auðvelda þjónustuna eða færa þjónustuna nær fólkinu sem hlýtur þó að vera eitt af þeim markmiðum sem við setjum okkur. Og þá er náttúrulega merkilegt að síðasti meirihluti sem að hér satt, sem að meirihluti Besta flokks og Samfylkingar, byrjaði á því fyrsta verkefni var það að losa borgarstjórann undan sínum skyldum og þá hefði ég svona frekar búist við því að það var eitt af fyrstu verkefni þessa meirihluta, það var það að borgarstjórinn endurheimti sínar skyldur og sín verkefni en svo hefur ekki reynst. Og svo er það þá eina breytingin sem að kemur hér inn, breyting á stjórnkerfi borgarinnar, er það að búa til nýtt ráð að setja það í fyrsta flokk sem eitt af þá þyngstu og stærstu, veigamestu ráðum borgarinnar. Og eins og ég benti á áður að þá allt í einu bara kemur ljósar rennur upp fyrir manni að af 4 af 5 ráðum sem í fyrsta flokki og eru þar með stærstu og veigamestu ráðin eru 4 karlmenn, fyrir utan það náttúrulega hér karlmaður borgarstjóri og hans aðstoðarmaður er karlmaður sig. Þannig að einhvern veginn hefur þetta femíníska viðhorf orðið undir í þessu öllu saman. Svörin við því voru jú konur, þær fá að gera svo margt annað sem er heldur veigaminna og þess vegna eru þær bara ánægðar. Það var ég sit auk þess í menningar- og ferðamálaráði sem fór í mjög skemmtilega og áhugaverða ferð til Amsterdam, víst orðið nokkuð fræg þessi ferð, en það var margt ágætt sem að þar kom fram og svona ferðir eru mjög gagnlegar. Það sýna mann oft hvað við getum reynt svona að ná í það sem aðrir eru að gera. Og þá meðal annars það var augljóst að menn eru að nálgast bókasöfnin með allt öðrum hætti heldur en við gerum. Við erum með bókasöfnin svona svolítið gamaldags, fólk kemur og það má enginn tala og sitja þar við borð og það er verið að ná í bækur og skila bókum og svo framvegis. En bókasöfn sem ég bæði skoði í Ameríku og núna síðast í Amsterdam sýn okkur það að bókasöfn eru með allt öðrum hætti núna í dag og þau eru mjög tæknivædd og fólk kemur þar og er að spjalla saman og á þar ágætar stundir. Og þá liggur það náttúrulega fyrir hjá menningar- og ferðamálaráði að velta því svolítið fyrir sig hvað er þetta að gera til þess að svona færa okkur inn í samtíman að þessu leyti. Og ég ætla bara svona að nefna það þá hér vegna þess að hér liggur fyrir í fjárhagsáætluninni fyrstu skrefin í því að fara að byggja við Grófarhúsið og það eru 40 milljónir sem ég að fara í það núna og það mun sennilega kosta 400 milljónir að byggja við það eins og við þekkjum inn á Tryggvagötuna. Og þá verður mér auðvitað velta fyrir sér, er það akkurat það sem við viljum? Er það svona í anda þessara nýju bókasafna og mun það bæta bókasafnið í Reykjavík? Ég hef svolítið verið að velta þessu fyrir mér. Ég reyndar áður minnst á það hér að mér finnst þetta ráðhús hér geta þjónað ýmsum öðru tilgangi heldur að gera í dag og mér finnst reyndar bara furðulegt sem gamall rekstramaður að forstjórinn sjálfur, borgarstjórinn, æðsti embættismaður borgarinnar skuli vera hér í ráðhúsinu og svo kemur hérna röð af embættismönnum sem eru reyndar hérna uppi sem að koma hérna í halaróu niður í ráðhús til þess að rapportera til borgarstjórans. Sitja á fundum með borgarstjórnum, fara svo aftur upp yfir og koma aftur niður yfir og fara aftur upp yfir og þetta er eilíf ferðalög þarna á milli og er eiginlega svolítið skrítið. Vegna þess að við erum að halda því fram að það sé mikilvægt að allir starfsmenn séu á sama stað og þið talið saman og það er ákveðin mögnun sem að felst í því nema sá sem að öllu var á það sem er borgarstjórinn sjálfur og hverjum dettur í huga að einhverjum myndi skipuleggja fyrirtæki með þeim hætti. Og svo verður að fylla ráðhúsið með svona hinn og þessu svona borgarlögmanni, mannréttindaskrifstofu og einhverju skrifstofu eign á atvinnu og einhverju öðru. Af hverju færum við ekki bara borgarstjóran og annað það sem er hér á þessari skrifstofu álmu ráðhúsins í
Borgartún og setjum þá þar inn á einhvern ágætan stað og við leyfum Borgarbókasafninu að taka yfir þann hluta hússins. Bara setja þetta fram svona, leyfa ykkur að hugsa þetta og ég sé að menn setur hljóða og það er ágætt þegar þú hugsa með hann vegna þess að það væri svolítið verðugt verkefni fyrir þetta hús. Biblíótek, mér líst vel á það. Og þá væri hægt að halda áfram borgarstjórnarfundum hér, maður getur haft borgarráðsfundi hér eða annars staðar í húsinu. En svona þetta er orðið svolítið eyland, þetta er orðið svolítið þungt og þetta er einhvers konar höll borgarstjórans og okkar hérna borgarfulltrúanna. Ég er ekkert gefinn fyrir slíkar hallir, ekkert gefinn fyrir slíkan íburð og slíkan munað. Þannig að ég segi hérna, þetta er kannski eitthvað sem að ég vildi bara svona skella fram. Og ég sé það að sumir hafa hugsað þetta svolítið lengra og er farin að hérna brosa svolítið að þessu, en það er ágætt. Góðar hugmyndir fá af slík viðbrögð og mann getur það velt fyrir sig hvort að eitthvað meira sé til í þessu. Og kannski ætti höfuðborgarstofa heima hér í Ráðhúsinu líka og þá er hægt að selja 2 húseignir hérna í miðborg Reykjavíkur, svo ég seti nú eitthvað svona fram fyrir fólk til umhugsunar. Ég ætla ekki að hafa mikið fleiri orð þetta að sinni. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur farið vel yfir þær rekstratölur sem mestu máli skipta þessu, ég ætla ekki að endurtaka það. En það er hins vegar vekja okkur til umhugsunar, þær sýna okkur það að reksturinn er ekki með þeim hætti sem hann ætti að vera, það er ekki tekið á honum og það vantar sárlega í innganginn að þessari fjárhagsáætlun einhver meginmarkmið. Það er engin meginmarkmið sýnd í þessari fjárhagsáætlun, það er bara verið að tala einhver svona sætar svona vöfflukaffis setningar sem fara vel í einhverju félagsfundum hjá Samfylkingunni eins og ég sagði áðan, en það vantar það að menn hafi einhverja stefnu og menn átti sig á því, þetta gengur ekki svona. Það gengur ekki að halda bara áfram, bæta aðeins í vegna þess að nú er komin hérna nýtt fólk frá Vinstri grænum og nýtt fólk frá Pírötum, en gera ekki neitt. Hafa ekkert fyrir því, sýna ekki neitt hvernig þeir ætla að gera það. Bara saman síðast, það er svo ansi fínt, það gekk svo ansi vel, við erum að vísa að skila tapi og við erum að skila tapi, enda meira tapi en við raunverulega gerum grein fyrir vegna þess að við erum að taka inn bílastæðasjóð og skella honum inn í A-hlutan og þá batnar efnahagurinn og þá batnar reksturinn, en við ættum ekki að gera það og ekki gleyma því að innanríkisráðuneytið er búið að vera með til umfjöllunar þann flutning bílastæðasjóðs á milli hlutana í reikningunum í 11 mánuði. Þeir eru búin að vera skoðað í 11 mánuði hvort þetta geti gengið eða ekki. Ég gagnrýndi þetta á sínum tíma, flutti tillögu þetta og að þetta er ekki gert, en hérna fékk alveg flóðbylgju mótmælum, kom ekki óvart, en það er nú höfðlega svo að allt þetta góða fólk upp í innanríkisráðuneytinu, það er að skoða þetta og það bersýnilega ekki svona augljóst og svona auðvelt eins og meirihluti borgarstjórnar hér virðist vera að láta og samt er bílastæðasjóður að skila svona einhvers staðar nær 200 milljónum í rekstrarafgang á hverju einasta ári. Og það sem auðvitað að þið áttu ykkur væntanlega á er að þeir sem ekki eru vanir slíkum lestri og hafa ekki hugmyndum það að bílastæðasjóður ætti að vera einhvers annars staðar heldur en hann er. Þeir leita samanburð af önnur ár en nú er búið að uppfæra önnur ár á reikningum fjárhagsáætluninni 2013 er búið að uppfæra. Þannig að það lítur út eins og bílastæðasjóður hafa alltaf verið inn í. Ég skrifa nú ekkert upp á svoleiðis en ég veit að þetta er algjörlega í samræmi við góðar framtalsreglur og það er ekkert svoleiðis. En mér finnst það samt vera ruglandi, mér finnst það samt ekki gott að því að maður leitar alltaf eftir því að það sé mjög skýr samanburður á milli ára á milli í öllum framsetningu, alla ásetninga og áætlana og það er því miður bara vegna þessa ekki svo augljóst þegar kemur að fjárhagsáætlun og ársreikningi fyrstu 9 mánuði árslutu ársreikningi Reykjavíkurborgar því miður. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, ég ætla nú að segja að mér finnst þetta nú bara svolítið brilljant hugmynd hjá borgarfulltrúanum að beita Ráðhúsinu í bókasafn en þannig að það má skoða það.
og en það gerist náttúrulega ekki nema allir séu sammála því og við höfum góð rök fyrir því. Kannski þetta ægilega vond hugmynd en svona algjörlega spontant á þessum svolítið snjöll hugmynd. En ég ætla aðeins að koma inn á sem það svona aðeins verið svo smá tónn í ræðu borgarfulltrúans það að þessi þrenging gatnanna var einhvern veginn svona tilgangslaus gæluverkefni og Snorrabrautin var sérstaklega nefnd. En það nú einu sinni þannig að ástæðan fyrir því að það var farið út í það var banaslys við Snorrabraut fyrir fáeinum misserum. Íbúar í Norðurmýrinni voru mjög sjokkeraðir og kröfðust þess réttilega að það eitthvað gert til að hægja á umferðinni. Og það nákvæmlega það sem hefur gerst. Samgöngustjóri Ólafur Bjarnason hefur vitnað það að umferðin á Snorrabraut hægari en hún var. Hún ekki eins hættuleg. Og það getur ekki verið að við séum tilbúin að sætta okkur við mannfórnir til þess að vera 15 sekúndum fljótar að keyra Snorrabrautina. Þetta mjög mikið alvörumál og sem betur fer að þá hefur, og það ekkert einhverjum einu stjórnmálaflokki að þakka heldur, það hefur tekist að ná verulegum árangri hér í fækkun umferðarslysa og ekki síst fækkun á gangandi vegfarendum og það einmitt vegna svona aðgerða hægja á bílaumferðinni. Það lykilatriði. Og svo því að það var verið að vitna hér í prófessora að þá var borgarfulltrúinn ef maður rétt með okkur nokkrum sem voru boðin eða sem fórum á risastórt þing bandarískra skipulagsfræðinga vorið 2013 í Chicago og þar var allavega öllum þeim fyrirlestur sem ég fór algjörlega rauður og grænn þráður og fjólublár það að megin leiðin til þess að skapa vistvænni, mannvænni borgir og líka meira félagslegt réttlæti, efla almenningssamgöngur og allt þetta væri að þétta borgirnar. Og Mitchell Silver, formaður samtakana, hélt einmitt mjög eftirminnilega ræðu og fór nokkuð mörgum orðum það hversu gríðarlegur kostnaður það væri fyrir samfélögin að þenja byggðirnar endalaust út. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil þakka borgarfulltrúanum fyrir að koma hérna upp og hafa pínulítinn húmor fyrir því að skoða svona villta hugmyndum það hvernig nýta má ráðhúsið í framtíðinni. Ég veit ekkert hvort það er til góðs eða hvort þetta er raunhæft eða ekki. Ef manni dettur kannski eitthvað svona í hug við morgunkaffið þegar maður er að drekka og lesa náttúrulega Stakstein og önnur góð gögn. Eins og allir vita að það er mjög nauðsynlegt áður en maður fer út að hafa lesið þá. En það er, ég tek alveg undir það með borgarfulltrúanum að þétting byggðar er mikilvægt verkefni og þétting byggðar er auðvitað viðvarandi verkefni og hefur alltaf verið. Og kannski er besta svona augljósasta dæmið það sem vel hefur tekist til það sem að bæjarútgerð Reykjavíkur var áður og hefur risið prýðilegt hverfi, nokkuð þétt og fínt hverfi og það auðvitað þar sem að hefur verið iðnaðar áður sem fer ekki lengur með nærliggjandi byggð og fer frá eru svona kannski augljósustu og bestu og sjálfsögðustu dæmin flutning. En gallinn við þá stöðu sem við erum í núna er það að við bíðum auðvitað eftir því að höfðin fara að losna og við getum farið að byggja þar og það er eitthvað svona 3200 íbúðir sem að þar geta risið en í aðalskipulagi Reykjavíkur, svo kom aftur að því, er ekki gert ráð fyrir annarri svipaðri byggð. Þannig að þeir sem eru með fyrirtækjarekstur á þessum slóðum geta ekki séð hvert þeir geta flutt sín fyrirtæki. Vegna þess að við slíkan flutning og við slíka þróun, þéttingu byggðar, þá þurfa þetta allir að hafa af því hag. Þeir sem að eiga hús núna undir sinn rekstur hafa hag af því að selja húsin og hafa hag af því að byggja ný hús annars staðar þar sem önnur fyrirtæki í svipuðum rekstri eru. Og það er ekki til staðar í dag og það er ástæðan fyrir því að sú þróun sem setti fram í aðalskipulaginu hvað þetta varðar mun ekki ganga eftir því miður. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að svara andsvarið og þá tekur næstu til máls hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú þakka borgarfulltrúaræðuna og rekstrarráðgjöfina. Ég held að fjarlægðin eða svona rót vandans varðandi fjarlægð milli skrifstofubygginga ráðhússins sé nú reyndar að
Þáverandi meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks ákvað að leigja Höfðatorgið án auglýsingar af stórum verktaka sem var að byggja þar og borgarfulltrúinn kann sjálfsagt þá sögu betur en ég. Hins vegar skulum við ekki útiloka neitt varðandi breytingar á Ráðhúsinu. Það að gera að halda þeirri umræðu opinni ef að borgarfulltrúinn í skapi fyrir hugaflug. En það sem mér fannst nú vera stóru tíðindin í ræðu borgarfulltrúans að þar verið að marka mjög skýra markalínu, pólitíska átakalínu innan Sjálfstæðisflokksins. Þar sem að verið að kljúfa Sjálfstæðisflokkinn í þá sem á móti þéttingu byggðar og dreifa alls konar efasemdum það og tala fyrir því að það sé bara vitleysa að byggja inn á við, að ungt fólk eigi ekki heima þar, að það sé alveg vonlaust og það hljóti að vera miklu dýrara að byggja þar. Það hljóti bara að vera allt of dýrt að byggja þar fyrir ungt fólk og sé bara mjög vond hugmynd og það sé miklu nær og vísa þar í orð ágæts prófessors við Háskóla Íslands að taka óbrotið land í útjaðrinum undir fjölbreytta uppbyggingu fyrir ungt fólk. Og sama skapi tala fyrir stórkallalegum lausnum gamla tímans í samgöngumálum og teikna þannig upp myndina sem gamli Sjálfstæðisflokkurinn trúði svo mjög á og stór hluti Sjálfstæðisflokksins hér í borgarstjórn allavega hefur löngu horfið frá og talað fyrir á allt annan hátt og reyndar greitt atkvæði beinlínis með gildandi aðalskipulagi í þágu nýrrar hugsunar. Þannig að þetta var alveg skýrt. Sjálfstæðisflokkurinn algjörlega klofinn í rót í þessu meginmáli borgarstjórnar sem þróun borgarinnar. En hitt voru ekki síðri tíðindi þegar borgarfulltrúinn lýsti því yfir að leigumarkaðurinn í borginni væri bara fínn. Og hann væri bara virkur og góður og það væri nú ekki borgin að þakka. Hann væri bara fínn og það væri bara álitamál hvort að borgin ætti nokkuð að vera að skipta sig aðeins fína leigumarkaði. Fyrir utan hitt álitamálið sem væri það hvort að það væri yfir höfuð ábyrgt að ráðleggja nokkrum að leigja vegna þess að það væri betra að kaupa. Af hverju fólkið að biðja brauð? Af hverju færða sér ekki bara kökur? Nei, staðan í húsnæðismálum nefnilega því miður sú að það ekki eins og hver ein og einasta fjölskylda hafi fullar hendur fjár, heimannmund eða eigið fé til að leggja í fasteign. Myndin auðvitað fjölbreytileg, en því miður það þannig að stór hluti húsnæðismarkaðarins þarf ekki bara að treysta á leigu, heldur sumir vilja það. Og ég held að framtíðin hljóti að kalla á heilbrigðari húsnæðismarkað þar sem eru fleiri öruggir valkostir. Þar á meðal leigumarkaður, þar á meðal búseturéttaríbúðir, þar á meðal valkostir þar sem fólk getur búið á færri fermetrum og haft minni húsnæðiskostnað og við verðum að leiða fram lausnir fyrir þá sem ekki eiga eigið fé. En þarna held ég raunar að sé annað dæmi að Sjálfstæðisflokkurinn sé klofinn ofan í rót. Ég nefnilega trúi því ekki fyrr en ég tek á því að það séu allir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eða flokksmenn hér í Reykjavík tilbúnir til að taka undir það að hér sé bara alveg ljómandi fínn leigumarkaður. Og það þurfi bara helst ekkert að skipta sér á honum eða gera neitt í húsnæðismálum. Og það ekki nema 5 dagar síðan Sjálfstæðisflokkurinn þó greiddi atkvæði með fjölgun almennra félagslega leiguíbúða sem mér fannst gott, mér fannst heilbrigt, þó að mér hafi raunar fundist jafn súrt að Framsóknarflokkurinn treysti sér ekki til að taka undir þá sjálfsögðu uppbyggingarhugmynd og tillögu. Því að mér hefur fundist styrkur að því að borgarstjórn sameinaðist sín í húsnæðismálum 2011 sem borgarfulltrúinn orðaði það svo
já, ég var allavega undarlega, að hún væri bara úrelt. Já, það er bara úrelt að hér þurfi fjölbreytt úrræði á húsnæðismarkaði. Það er bara úrelt að fólk hafi mismunandi þarfir. Það er bara úrelt að nýjar kynslóðir hafi ekki úr öllu heimsins eigið fé að spila til þess að kaupa eða leigja dýrt. Að það þurfi að reyna að hugsa sérstaklega ungu kynslóðina og nýju kynslóðina. Það er bara úrelt. Ég held að sé því miður kannski ekki úrelt. Ég held að sé þannig að meginverkefni okkar í borginni, eins og í meira að minna öllum borgum í Evrópu og Bandaríkjunum, að byggja upp fjölbreyttan húsnæðismarkað fyrir alls konar fólk með alls konar efni, alls konar þarfir, alls konar vonir og alls konar hugmyndir það í hvað það veri binda peningana sína. Við sækjum þetta reyndar ekki bara í vasan eða töskuna eða á netið, heldur hefur þetta beinlínis verið kannað. Við höfum kannað með aðstoð Capacent, býsna stórum úrtökum, hvert hugur fólks stefnir í húsnæðismálum. Og við erum að byggja okkar uppbyggingaráætlanir á þeim svörum sem fólk veitir okkur. Það er mikil eftirspurn eftir litlum íbúðum, sérstaklega ungu fólki. Það vill búa miðsvæðis, það vill eiga kost á því að þurfi ekki að eiga allavega ekki 2 bíla og kannski bara ekki neitt til þess að hafa meira fé á milli handana til þess að gera aðra hluti. Við þurfum greinilega að ræða þessi mál aftur og miklu betur ef það er ekki áfram sú samstaða sem hefur verið í borgarstjórnum, þessa stefnumörkun. En hér hafa býsna skýrar pólitískar línur verið dregnar, en mig grunar að þær séu þá dregnar innan Sjálfstæðisflokksins því að svo mikið er víst að ég held að dugi ekki til þess að kljúfa hér aðra flokka í borgarstjórn í stefnunni í húsnæðismálum. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, borgarfulltrúar, þetta nú eiginlega bara svolítið broslegt sko. Ég bara veit ekki hvernig ósköpunum borgarstjórinn getur lesið það út úr mínum orðin sem hann var að gera hérna. Eða þá að Sjálfstæðisflokkurinn sé klofinn, ég veit ekki hvað hann þessi málflutningu kemur. Þetta er bara svo alveg gjörsamlega út í hött. Og að sumir vilja þéttingu byggðar og aðrir ekki. Hvaða della er þetta? Ég var einmitt að segja það að við tölum fyrir þéttingu byggðar það sem það var við, algjörlega. En við segjum líka vegna þess að það þarf breytina, eins og þó borgarstjóri sagði, og fjölbreytileikinn er meiri en svo, að það þarf auðvitað líka bæði að byggja út til jaðrana, það þarf að byggja ný hverfi leið að við þéttum auðvitað byggða. Og það er svo algjörlega út í hött að ég sé að tala fyrir einhverjum samgöngum mannvirkjum, já, stórkallalegum, sem er svolítið þreytandi orð að vera að nota. En hérna, ef önnur betri orð finnast ekki, þá getur borgarstjóri notað það svo sem. En þetta er allt saman svona einhvern veginn svona út í hött, einhvern veginn verið að búa til einhverja setja, gera mönnum upp einhverjar skoðanir og hugmyndir, að við sagt eitthvað annað eru sögðu, þetta er einhvern veginn bara svo út í bláinn. Það er verið að benda á það, ég er bara að benda á það sem að hagfræðingar benda á, sem er það að það er skynsamlegra að eignast íbúð heldur en að leigja til lengri tíma. Það er bara þannig. Og þá, ég sagði það líka sem að borgarstjórinn virðist ekki að tekja eftir, að það er mjög erfitt fyrsta skrefi. Þetta er stór hjalli, hann er stærri heldur en verið hefur á undanförnum árum, kannski áratugum. En það er engu að síður, komist menn yfir það, með þeim hætti sem að hver og einn bara reynir fyrir sig, að þá er það skynsamlegra að eignast íbúð en leigja. En margir verða að leigja. Og auðvitað hefur maður leigt um tíma á sínu æviskeiði. En það er betra að komast yfir hér. Varðandi þessa húsnæðisstefnu og forseti, ég ger nú athugasemd við það að borgarstjóri flytur hér langar ræður í hvert einasta skipti sem einhverju minnihlutanum talar, en við hér í minnihlutanum, við erum bara að rekna hér úr þessum ræðustól alveg leið, eins og forseti er að gera núna. Mér finnst þetta algjörlega óviðunandi, það er ekkert lýðræðislegt við þetta. Borgarstjóri á auðvitað eins og aðrir að vera á klukkunni og vera rekin úr sínu ræðustól leið og hún dynur, en ekki að tala hér endalaust og flytja endalausa ræður í borgarstjórn.
ég vil bara gera, borgarstjóri, ég vil bara gera hérna ræðu fundarsköp. Já, þú ert ekki næstur að mælendaskrá. Sko, þegar maður ræði fundarsköp, það kemur að beint upp. Viltu beða hann að ljúka máliðinu? Forseti vekur athygli á því að borgarfulltrúinn óskaði eftir að gera andsvar við ræðu borgarstjóra. Borgarstjóri má tala eins oft og hann vill, eins og öllum ætti að vera ljóst hér og sérstaklega borgarfulltrúi sem hefur setið hér í mörg ár. Borgarstjóri óskaði eftir ræðu og óskaði eftir að tala og hann hefur fulla heimild til þess. Borgarfulltrúinn óskaði eftir því að gera andsvar við ræðu borgarstjóra og þar eru 2 mínútur í ræðutíma eins og borgarfulltrúinum er fullljóst. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson vill ræða hér fundarsköp. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, þetta er náttúrulega óþolandi, algjörlega óþolandi að við komum hér upp og flytjum mál okkar, síðan stendur borgarstjórinn upp og talar eins lengi honum listir, fer með rangt mál, gerir okkur upp hugmyndir og talar hér fram og tilbaka og ætla síðan til þess að við komum upp og svörum í 2 mínútur. Ég gerir bara miklar athugasemdir við þetta, forseti. Ef það er ótakmarkað ræðutími hjá borgarstjóra til þess að tala með þessum hætti, þá á það sama eiga við aðra borgarfulltrúa. Ég krefst þess að þetta verði tekið upp í forsætisnefnd. Mér finnst eðlilegt að stjórnkerfis- og lýðræðisnefnd fjalli þetta líka. Vegna þess að ég hef til dæmis ekki fengið tækifæri til þess að svara öllum þeim ávirðingum sem að borgarstjóri bar hér upp. Hann setti mér orð í munn sem ég hef ekki getað svarað og mér finnst þetta óþolandi. Og ég vil að hér verði gera breytingar á að þessum tiltekna fundi verði þá öðrum, annarkorti borgarstjóri að setja ákveðin tímamörk eða aðrir fá jafn langan tíma á borgarstjóri til að svara því sem hann hefur sagt. Annað er algjörlega óviðunandi. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við umræðu fundarsköp. Hér stendur ekki til að breyta nokkru varðandi samþykktir borgarinnar á þessum fundi. En borgarfulltrúinn ætti að vita þá að honum er frjálst að taka hér 3 sinnum til máls og gera 3 sinnum andsvar við ræður annarra. Það er ekki forseta að breyta neinu hér og nú. Háttvirtur borgarstjóri hefur óskað eftir að taka til máls. Já, háttvirtur forseti og kæra borgarstjórn, ég vildi aðeins blanda mér í umræðum fundarsköp vegna þess að það er býsna erfitt stundum að gera minnihlutunum til hæfis. Ég man ekki betur en á síðasta kjörtímabili hafi verið sérstaklega fundið að því að borgarstjóri hefði ekki viðhaldið þeim sið að veita í raun viðbrögð við ræðum fulltrúa minnihlutans hér í umræðum fjárhagsáætlun. Og það er einmitt það sem ég hef verið að gera eins og hefðbundið í þessari umræðu. En það er sjálfsagt að ræða form þessari umræðu því að ekki viljum við að kvöldið leysist upp í það að við séum að ræða fundarsköp. Það er nú víst nógu mikið undir og margir ennþá á mælendaskrá sem betur fer. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sinni og við höldum áfram umræðum fjárhagsáætlun og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Skúli Helgason. Háttvirtur forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla að fara hér yfir helstu áherslur varðandi skóla- og frístundamál eins og þau birtast okkur í starfs- og fjárhagsáætlun borgarstjórnar en þessi málaflokkur er einna fyrirferðarmestur á vettvangi borgarmálana og liggur nærri að önnur hver króna sem veitt úr borgarsjóði renni til þessa mikilvæga málaflokks. Stóra fjárfestingin í þessum málaflokki á næsta ári liggur í kjarasamningum kennara, skólastjórnenda og annars starfsfólks leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva sem undirritaði voru í vor. Þetta er fjárfesting sem losa ríflega 1200 milljónir króna sem bætast við fjárhagsramma skóla- og frístundasviðs á komandi ári. Rétt að taka fram að þetta er lágmarkstala. Þessi fjárhæð gæti hækkað talsvert ef að vinnumatshluti kjarasamningana verður samþykktur í febrúar næstkomandi. Það er óhætt að segja að þetta er stærsta fjárfesting í skólamálum í borginni sem sést hefur árabil eða áratugaskeið. Ég vil árétta að þetta er að mínum mati löngu tímabært skref, sögulegur áfangi fyrir stéttir sem gegna gríðarlega miklum og mikilvægum störfum fyrir börnin okkar og samfélagið allt. Kennarar hafa áratugum saman barist fyrir sanngjörnum leiðréttingum á sínum kjörum en lengstum talað fyrir daufum eyrum stjórnvalda.
Þar til nú þegar að gerðir voru samningar sem að tryggja kennurum verulega leiðréttingar en færa sveitarfélögunum jafnframt nokkurt svigrúm til að auka sveigjanleika í skólastarfi sem vonandi mun koma fram í markvissara og árangursríkara starfi í skólum sveitarfélagana og allt land í þágu nemenda. Í kjarasamningum við grunnskólakennara sem undirritaðir voru í maí síðastliðnum markmið að styrkja faglegt starf innan grunnskólana þar sem nám, kennsla, undirbúningur og úrvinnsla kennslu eru forgangsverkefni. Samningurinn kveður á að tekin verði upp nýr vinnutímakafli á grundvelli vinnumatskennara. Þetta vinnumat hefur það markmið að aðlaga vinnutíma ákvæði kjarasamningsins að breyttum áherslum í skólastarfi, færa útfærslur á faglegu samstarfi skóla og kennara til fagfólks í skólamálum, jafna vinnuálag kennara og síðast en ekki síst að bæta launakjör þeirra til framtíðar. Hér því á ferðinni tímamótasamningur fyrir íslenska grunnskólan og mikilvægt að vinnumatsþáttur samningsins verði samþykktur í atkvæðagreiðslu 20. febrúar næstkomandi. Heildarumfang þeirra launahækkana sem fylgja nýjum kjarasamningum fyrir borgarsjóð vel á 7 milljarð króna á næsta ári og eins og nærri má geta gefur slík fjárfesting ekki mikið svigrúm til innspýtingar á öðrum sviðum. Ýmsar nýjungar koma þó fram í starfs- og fjárhagsáætlun skóla- og frístundasviðs fyrir næsta ár og mun ég reifa helstu áherslur þeirra hér á eftir. Fyrst vildi ég þó nefna nokkur atriði sem að ég tel rétt að hafa í huga þegar við rýnum í þennan málaflokk sem að mörgu leyti vettvangur mikillar deiglu þessar mundir í landinu þar sem ákall breytingar, uppstokkun og nýja hugsun verður sífellt áleitnara. Það þarf auðvitað ekki að fara mörgum orðum mikilvægi menntunar og skólastarfs fyrir samfélagi eins og Ísland. Skólastarf í borginni leggur grunn að ævilangri þekkingarleit og þekkingarsköpun sem uppspretta nýjunga í framtíðinni. Menntun líka lykill að jöfnuði og þar með ákveðin undirstaða fyrir velferðarsamfélagið, en hún líka eitt helsta hreyfiaflið sem skapar hagsæld í framtíðinni. Engu að síður verðum við að viðurkenna að það ákveðin hættumerki í íslensku menntakerfi sem að verðskulda nákvæma skoðun og kallar reyndar á markvissa breytingastjórnun. Alþjóðlega samanburðarkannanir sýna að árangur íslenskra grunnskólanemenda í undirstöðugreinum eins og lestri, náttúrufræði og í minna mæli stærðfræði lakari nú en fyrir rúmum áratug og brotthvarf nemenda á framhaldsskólum með því hæsta sem þekkist í álfunni. Sérstakt áhyggjuefni staða drengja á unglingsaldri í skólakerfinu sem eru fyrirferðarmestir í hópi þeirra sem eigi erfiðleikum með lesskilning. 30% 15 ára drengja á Íslandi gátu ekki lesið sér til gagns en 12% stúlkna árið 2012 og unglingsdrengir eru jafnframt mun líklegri en stúlku til að hverfa frá námi. Nýr meirihluti Samfylkingarinnar Bjartra framtíðar, Vinstri grænna og Pírata hér í borgarstjórn leggur áherslu á að styrkja færni barna í þessum undirstöðugreinum sem að geta skipt sköpum fyrir frekara nám þeirra og velferð þessara einstaklinga. Og það var eitt fyrsta verk okkar í nýju skóla- og frístundaráði eftir kosningar að setja á fót fagráð eflingu lestrarfærni og lesskilnings sem vinnur nú að tillögum hvernig megi ná því yfirlýsta markmið okkar sem að kemur fram í samstarfssáttmála meirihlutans að allur þorri barna í reykvískum grunnskólum geti lesið sér til gagns. Jafnframt verkefni fagráðsins að móta tillögur hvernig megi efla málþroska, hljóðkerfisvitund og læsi barna í leikskólum borgarinnar. Markmið okkar skýrt. Við viljum greina svo fljótt sem kostur í skólagöngu hvers barns hvort að þörf sé á viðbótarstuðningi til að tryggja lestranám og sá stuðningur komið þá til á fyrstu misserum grunnskólagöngunar. Í því skyni á fagráðið að rýna og endurmeta lesskimun sem að borgin hefur notað undanfarin áratug og leggja meðal annars mat á það hvort að rétt sé að taka upp nýtt próf sem mælir stöðuna ekki í lok annars bekkjar eins og verið hefur heldur strax við upphaf grunnskólagöngunar í fyrsta bekk. Miðaði við að fagráðið skili tillögum sínum fyrir 1. febrúar 2015 og gert ráð fyrir 7 milljóna króna fjárheimild til þess að taka megi fyrsta áfanga í innleiðingu tillagna þess inn á næsta ári. En samhliða því að við leggjum áherslu á að styrkja undirstöðurnar, til dæmis með áherslu á lestur og læsi, þá eitt af helstu forgangsmálum meirihlutans að skólastarf í borginni verði í framtíðinni í ríkara mæli nemendamiðað, í þeim skilningi að börn og ungmenni í skólum borgarinnar hafi meiri áhrif á innihald og tilhögun eigin náms í framtíðinni. Þessi áhersla kemur skýrt fram í nýju leiðarljósi sviðsins sem að birtist í starfsáætlun þess sem að samþykkt var í haust, en þar segir með leyfi forseta að öll börn og ungmenni í borginni eigi kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt undir sköpun og frumkvæði
og byggt á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Markmið okkar að fleiri börn og ungmenni nái betri árangri, líði vel og öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífi og starfi. Þetta eru mikilvæg markmið, en reyndar engin ný sannindi. Meginmarkmiðið menntun og fræðslu við hæfi hvers og eins reyndar eldgamalt. Það byggir á 70. grein stjórnarskrárinnar og hefur verið hluti af lögum grunnskóla í marga áratugi. En einhvern veginn eins og við sem samfélag höfum mist sjónar af þessu markmiði í íslensku skólakerfi á undanförnum áratugum. Kerfi sem byggt var upp til að þjóna samfélagi iðnvæðingarinnar með áherslu á fjölda, framleiðslu og miðlægar lausnir, með áherslu á að kenna öllum nemendum sömu námsgreinar, sama námsefnið, yfirleitt í hópkennslu og fyrirlestraformi, kallar á ákveðna breytingar í takt við breytingar á okkar samfélagi. Sem betur fer hefur fjölbreytnin aukist mjög á undanförnum árum. Víða hefur orðið framþróun á kennsluháttum og margir grunnskóla borgarinnar bjóðu upp á fjölbreytta og nútímalega kennsluhætti í anda einstaklingsmiða náms með áherslu á hópvinnu, jafningjakennslu, fjölbreytta verkefnavinnu og svo framvegis. Engu að síður benda nýlega rannsóknir til dæmis Gerðar G. Óskarsdóttur fyrrverandi fræðslustjóra og fleiri til þess að hefðbundin kennsluhættir séu enn ríkjandi form þegar litið yfir allt sviðið, bæði í grunnskólum og framhaldsskólum á Íslandi. Nemendamiðað skólastarf að mínu viti mikilvæg og nauðsynleg forsenda þess að allir nemendur njóti sín í skólastarfinu, þeir nái árangri og séu raunverulega afla sér menntunar sem að gagnast þeim í lífinu. Ég held að allir vilji ráða örlögum sínum sjálfir. Ég þekki engan sem að kýs frekar að láta aðra stjórna sér en að gera það sjálfur. Og sá grundvallar skilningur á mannlegu eðli þarf að vera ríkara leiðarljós í skólastarfi í borginni. En þýðir það að allir eigi þá bara að læra það sem þeir hafa áhuga á þá og þá stundina, borðið bara kókópöfs í öll mál, spili tölvuleiki allan daginn ef það það sem að hugurinn girnist. Nei, við erum ekki að afsála okkur hlutverki uppalandans gagnvart börnunum í borginni. Við störfum að sjálfsögðu innan ramma aðalnámskrár með áherslum sínum á grunnþætti menntunar, á læsi, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sjálfbærni, heilbrigði og velferð og sköpun. En á sama tíma við leggjum traustan grunn á fyrstu árum skólagöngunar, leggjum rækt við að kenna börnum að ná færni í lestri, starffræði og öðrum undirstöðugreinum, þá mikilvægt að við sköpum aukið svigrúm í skólastarfinu fyrir einstaklingsnámskrá og nám þar sem hver og einn ræður meira för í sínu námi. Þannig skilar skólastarfið mestu og menntun sem nýtist í lífinu. Nemendamiðað skólastarfið að mínu mati líka nauðsynleg forsenda þess að samfélagi nái árangri í því mikilvæga verkefni að draga úr brotthvarfi nemenda úr framhaldsskólum. Að mínu mati mun vænlegra til árangurs að skoða nemendamiðað skólastarf sem lausn á því verkefni fremur en að einblína á styttingu framhaldsskólans. Því margir nemendur gefast upp á fyrstu misserum framhaldsskólans og ástæður brotthvarfsins liggja gjarnan í langvarandi þróun og áhrifaþáttum sem að hafa birst og magnast í grunnskólanum, svo sem námsleiðar, námserfileikum, kvíða, þunglindi og öðrum andlegum veikindum. Þáttum sem að koma fram í grunnskólanum en hafa ekki verið meðhöndlaðir sem skildi þar. Brotthvarf nemenda á framhaldsskólum svo sem ekki skilgreint lögbundið verkefni okkar hér. En ég tel að við eigum að hafa þá samfélagslegu ábyrgð að líta svo á að allur námsferill nemenda frá leikskóla og upp að háskóla sé okkar verkefni. Og ef við getum haft áhrif á það að draga úr þessu samfélagslega meini sem ég vil orða svo, að þá eigum við að láta okkur það varða. Þetta líka spurningin nemendamiðað skólastarf lýðræðisverkefni í grunni, að auka áhrif barna og ungmenna í skólastarfinu og ég bind miklar vonir við það starf sem að nú stendur fyrir dyrum á skóla- og frístundasviði við að móta tillögur aukna nemendamiðun, en þar munum við nýta krafta skólafólks með reynslu, en líka skapandi einstaklingar sem hafa aðra sýn á skólastarfið og aðra reynslu úr því sem getur nýst við að auka nemendamiðun í leik- og grunnskólum borgarinnar. Í starfsáætlun skóla- og frístundaráðs fyrir næsta ár fjallað 18 mikilvæg viðfangsefni og áherslur á komandi árum. Þar meðal annars fjallað menningarstarf í leik-, grunn- og frístundamiðstöðum. En við drögum hins vegar saman í ákveðina forgangsröðun 5 umbóta þætti sem ég vil sérstaklega fjalla Sá fyrsti efling læsis og lesskilnings sem ég hef þegar farið yfir og þar bíðum við eftir tillögum fagráðsins á fyrstu mánuðum nýs árs. Annar umbótaþátturinn aukið vægi list- og verknáms, en mikilvæg forsenda nemendamiðaðs skólastarfs að viðurkenna í verki að
Nemendur hafa að sjálfsögðu hæfileika og áhugasvið sem beinist í mismunandi áttir. Sumum hentar best að læra bóklegar greina meðan hæfileikar, áhugi og færni annarra er meira í verklegum greinum eða listgreinum. Nýr meirihluti leikur ríka áherslu á það að auka vægi verktækni og listgreina og ekki bara það heldur stefna því að þessum greinum verði í framtíðinni gert jafnhátt undir höfði og bóklegum greinum. Eitt af sérkennum íslenska skólakerfisins hefur verið þessi mikla áherslu á bóknám. Það er normið sem flestir nemendur og ekki síður foreldrar leggja mesta áherslu á og þar spilar almenningsálit og ákveðnir fordómar í garð verk- og tæknináms inn í. Það liggur hins vegar betur fyrir mörgum börnum og ungmennum að læra á höndina fremur en bókina ef svo má segja og mikilvægt er að tryggja leikskóla og grunnskólabörnum skýrt aðgengi að námi í verk, tækni og listgreinum. Við vitum þó öll og þurfum að viðurkenna að aðstöðuleysi í mörgum skólum og fjárskortur hefur staðið slíku námsframboði fyrir þrifum og því er mikilvægt að tillögurnar sem koma úr þessum starfshópi taki mið af þeim veruleika. Meirihlutinn lagði fram tillögu í skóla- og frístundaráði á dögunum sem samþykkt var einróma skipan starfshóps sem á að rýna og koma fram með tillögur hvernig megi auka námsframboð í þessum greinum í skólum borgarinnar. Ég vek sérstaka athygli á því að það verður einkum skoðaður fýsileiki þess að skipuleggja slíkt nám á grundvelli hverfasamstarfs og þessi starfshópur á að skila tillögum fyrir 15. mars 2015. Það er mikið búið að tala eflingu verk- og tæknináms í áraraðir en minna verið efndir. Ég legg mikla áherslu á það að borgin stígi nú fram fyrir skjöldu og bjóði raunhæfar lausnir til eflingar námsframboði í þessum greinum og þar verði ekki síst litið til þess að tengja saman aðila innan skóla og utan við að tryggja börnum og ungmennum aðgengi að slíku námi frá leikskóla og upp úr. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson nefndi tónlistarnám í borginni í sinni ræðu og ég vil árétta það að staða tónlistarnáms í borginni er klárlega eitt af forgangsverkefnum næstu mánaða og alveg ljóst að við munum setjast að borði með forsvarsmönnum tónlistarskólann í borginni til að fara yfir hvernig megi tryggja framtíð öflugs tónlistarnáms í borginni á komandi árum. Þetta er margslungi mál eins og menn þekkja og að lausninni þurfa að koma bæði borgin, ríkið og tónlistarskólarnir sjálfir. Rekstrarstaða margra skólana er mjög erfið og tvísýn eins og hér var rakið að borgarfulltrúanum Júlíusi Vífli Ingvarssyni og ég held að við höfum að ræða þá opinskátt hvernig við sjáum best fyrir komið til framtíðar skipan tónlistarnáms í borginni. Og ég vil árétta að það er engin ástæða til að vera með kenningar áhugaleysi nýs meirihluta varðandi tónlistarnámið eða setja það í samhengi við rekstrarform eða hugmyndafræðilegan ágreiningum einkarekstur eða opinberan rekstur. Við erum reyndar að vinna markvisst að því þessa dagana að tryggja að börnum og ungmennum í borginni sem eru í tónlistarnámi að þau fái bættan þann tíma sem að tapaðist í verkfalli tónlistarkennara. Það samtal er í gangi í góðu samstarfi við tónlistarskólana og svo vinna er í fullum gangi. Og við munum fara óhyggjað í það verkefni með hagsmuni barnanna í borginni í forgangi að tryggja að öll börn hafi aðgang að því verðmæta námi sem að tónlistarmenntun og nám í borginni er. Enda hér eina helstu skrautfjöður menningarlífsins í borginni tónlistina sem að tónlistarskólarnir hafa átt ríkan þátt í að skapa hér á undanförnum árum. Þriðji umbóta þáttur skóla- og frístundaráðs ber yfirskriftina lýðræði, jöfnuður og mannréttindi og þar stendur meðal annars fyrir dyrum að gera jafnréttisáætlun í starfsmannamálum, styðja starfsstaði í því að vinna að lýðræði, jöfnuði og mannréttindum með því að leiðbeina þeim þau verkfæri sem í boði eru, fræðsluefni, aðferðir og leiðir, vinna að því að efla samstarf leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs á þessu sviði og síðast en ekki síst að leggja áherslu á samfélag án aðgreiningar, þar sem haft er að leiðarljósi á öll börn og unglingar séu virkir og fullgildir þáttakendur í sínu skóla- og frístundastarfi án tillits til kynferðis, trúarbragða, fötlunar, þjóðernisuppruna eða stöðu að öðru leyti. Fjórði umbótaþátturinn er fjölmenning og þar vil ég leggja áherslu á eitt stærsta verkefni sem er að innleiða móðurmálskennslu barna af erlendum uppruna í áföngum. Starfshópur er að störfum í þessu efni en verkefni hans er að móta tillögu að áætlun og þróunarverkefni eflingu móðurmálskennslu barna af erlendum uppruna. Fleira stendur fyrir dyrum í þessu efni, til dæmis að stuðla að auknu samstarfi starfsstaða þegar kemur að starfi með nemendum af erlendum uppruna og stuðla þannig að fjölmenningarlegu vinnuumhverfi.
Annað mikilvægt verkfæri að nýta málkönnunarpróf til að kanna stöðu barna með annað móðurmál en íslensku og úthluta fjármagni til íslenskukennslu á grundvelli þeirra. Loks vil ég nefna í þessu samhengi afar mikilvægt verkefni sem að tryggja jafnt aðgengi barna af erlendum uppruna að frístundastarfi í borginni til jafns við þau börn sem fædd eru og uppalin í borginni. Fimmti umbótaþátturinn síðan gæði og fagmennska, en það rauður þráður í öllu starfi skóla- og frístundasviðs og eitt mikilvægasta samstarfsverkefni sviðsins og fagfólks í skólunum að nýta aðferðir og starfshætti í skólum sem rannsóknir sýna hafa skilað árangri í kennslu barna og ungmenna. Hér kannski eitt viðamesta verkefni og mikilvægasta aðgerðir til þess að styrkja og efla fagmennsku kennara með virkri starfsþróun. Og þar leggur meirihlutinn áherslu á það að fara í samstarf við kennaraforystuna verkefni sem að hafi það markmið að meta kennara að verðleikum. Viðræður eru hafnar við forystumenn Kennarasambandsins þetta efni að mótaður verði farvegur samstarf sem hefur það markmið að gera störf kennara í Reykjavík eftirsóknarverðari með tilliti til starfsumhverfis í víðu samhengi. Þar verður meðal annars höfð hliðsjón af tillögugerð Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í tengslu við sóknaráætlun svæðisins, en þar áhersla á aðgerðir til að auka virðingu kennarastarfsins samhliða bættum kjörum kennara og aðbúnaði í skólum. Sérstök áhersla verði lögð á aðgerðir sem efla fagmennsku, hæfni og starfsgleði kennara með markvissri starfsþróun. Hér eitt sérstakt verkefni sem að ég vil nefna til sögunar og það þörfin fyrir að fjölga fagmenntuðum leikskólakennurum í Reykjavík. Og alveg ljóst að í umræðinu að brúa bili milli fæðingarorlofs og leikskóla þarf að taka umræðuna þetta efni, en árabil hefur verið skortur á fagmenntuðum leikskólakennurum í borginni eins og við þekkjum. Það hefur lengi verið kallað eftir því að borgin legði fram fjármagn til námsstyrkja á leikskólum til þess að gefa fleiri starfsmönnum leikskóla kost á því að afla sér viðbótarmenntunar, og við munum stíga fyrsta skrefið í þá átt á næsta ári, leggjum til 20 milljón króna framlag til þess að setja á fót verkefni þar sem starfsfólki leikskóla bjóðast námsstyrkir til að sækja sér viðbótarmenntun sem nýtist í starfi þeirra sem leikskóla starfsmenn og leikskólakennarar. Borgarstjóri rakti vel í sinni ræðu þær breytingar sem að verða á gjaldskrám borgarinnar, lækkun námsgjalda á leikskólum 6,3%, hækkun fæðisgjalda á móti 3,4%. Fyrir fjölskyldur með börn á leikskólum mun þetta þýða almenna lækkun að meðaltali 3,7% og forgangshópa 2%. Ég vil sömuleiðis nefna að hagur fjölskyldna sem eru með 2 börn, annað á leikskóla og hitt í frístundastarfi í grunnskóla, mun vænkast verulega á næsta ári því tekin verður upp nýr systkinaafsláttur þvert á kerfi sem þýðir að nú verður veittur 50% afsláttur fyrir eldra barni í frístundastarfinu. Þessi nýji systkinaafsláttur mun lækka mánaðarleg útgjöld umræddra fjölskyldna ríflega 5.600 krónur á mánuði eða ríflega 63.000 krónur á ári. Ég veiti forstöðu sérstökum starfshópi sem hefur verið undanfarnar vikur að skoða gjaldskrár mál borgarinnar og geta upplýst að þessi hópur mun skila af sér áfangaskýrslu núna á næstu dögum, og þar eru þessar tillögur reifaðar, sömuleiðis tillaga samræmingu á aldursviðmiðum barna í sundi og fjölskyldu- og húsdýragarðinum. Það reyndar athyglisverð lesning að skoða hinar ýmsu gjaldskrár borgarinnar og vekur athygli að ekki virðist vera mikið samræmi í skilgreiningum þegar kemur að aldursviðmiðum barna sérstaklega. Til dæmis mjög á reiki hvenær barn telst vera barn og rifjast jafnvel upp magnaðar tilvistarspurningar Hamlets Danaprins og Jóns Hreggviðssonar í þeim efnum. Til dæmis má nefna að í gjaldskrá fjölskyldu- og húsdýragarðsins frítt fyrir börn 0 til 4 ára en 5 til 12 ára borga barnagjald. 13 ára og eldri borga hins vegar fullorðinsgjald. Ef sami 13 ára unglingur fer hins vegar í sund, þá glatar hann fullorðinsnafnbótinni, telst vera barn og borgar barnagjald, og ekki bara á því almanaksári heldur alveg fram til 18 ára. Unglingurinn gæti hins vegar spara sér aurinn með því að taka sér sundsprett við Ylströndina í Nauthólsvík, því þar frítt fyrir börn yngri en 18 ára. Starfshópurinn mun samræma þessi aldursviðmið og leita leiða til þess að einfalda og samræma gjaldskránar að þessu leyti. Ég vil líka nefna það að gjaldskrárhópurinn hefur til skoðunar
hvort rétt sé að tekjutengja viðbótar afslætti leikskólagjalda eins og nú þegar gert bæði í Hafnarfirði og í Mosfellsbæ. Nokkur umræða hefur verið skólamáltíðir í leikskólum og grunnskólum á undanfarnu og hefur gætt ákveðins misskilnings í þeirri umræðu sem eðlilegt að leiðrétta. Staðreyndin svo að fyrir árið 2014 var úthlutað verulegu viðbótar fjármagni til mötuneytismála bæði í leikskólum og grunnskólum til að bæta gæði hráefnis, alls tæplega 135 milljónum króna, þar af tæpum 70 milljónum til grunnskóla og rúmlega 58 milljónum til leikskólana. Á sama tíma var hins vegar hleypt af stokkunum þróunarverkefni á skóla- og frístundasviði sem felur í sér innleiðingu á þjónustustaðli sem samþykktur var í borgarráði árið 2012. En hann felur í sér heildstæða stefnumótun næringarsamsetningu, hráefni og matselt, skammtastærðir, sérfæði, mataröryggi, umhverfi og umgjörð máltíða, ábyrgð starfsmanna, fagþekkingu og margt fleira. Þetta verkefni hefur falið í sér almenna fræðslu til starfsfólks mötuneyta, ráðgjöf varðandi samsetningu matseðla, næringarútreikninga, hollustu og loks átaki í hagkvæmari innkaupum hráefnis með svokölluðum örútboðum og magninnkaupum. Markmiðið skýrt að auka hollustu og fjölbreytni skólamáltíða samkvæmt ráðleggingum landlæknisembættisins. Þetta verkefni hófst í grunnskólum í Grafarvogi í ársbyrjun og skólar í Laugardal og Háaleiti bættust síðan í hópinn mitt ár. Og það gleðilegt til þess að vita að þetta verkefni hefur þegar skilað verulegum árangri strax á þessu fyrsta ári og í þeim skólum sem taka þátt í verkefninu nú boðið upp á betri og hollari mat en hráefnið hins vegar keypt á mun lægra og hagstæðara verði. Nýjustu áætlanir sem byggja á 9 mánaða uppgjöri ársins gera ráð fyrir því að ávinningurinn af hagkvæmari innkaupum muni nema 75 milljónum króna á þessu ári í grunnskólunum. Það má því með sanni segja að viðkomandi grunnskólabörn hafi á þessu ári fengið betri mat en skólamötuneytin hafi hins vegar greitt mun lægra verð fyrir hráefnið sem auðvitað hið besta mál. Þetta var ástæða þess að í frumvarpi til fjárhagsáætlunar næsta árs var gert ráð fyrir lægri krónutölu til hráefniskaupa í krafti þess að við sjáum nú þegar fram á mun betri nýtingu hráefnisútgjalda í skólum. Breytingatillögur meirihlutans gera hins vegar ráð fyrir því að hagræðingin verði að stærstum hluta notuð í að bæta gæði matarins enn frekar í stað þess að nýta hann í önnur þörf verkefni í málaflokknum. Þannig koma 30 milljónir til viðbótar í hráefniskaup í grunnskólum og 36 milljónir í leikskóla til viðbótar við það sem gert var ráð fyrir í frumvarpinu til fjárhagsáætlunar. Ástæða þess að upphæðin hærri í leikskólum svo að meiri reynsla komin á þróunarverkefnið í grunnskólunum og þar þegar komin fram veruleg hagræðing sem auðvitað mun koma viðkomandi grunnskólum til góða á næsta ári rétt eins og þessu. Það fagnaðarefni að við séum að nota fjármagni betur og það gerir okkur kleift að ná markmiðum okkar hraðar að mæta fullu ráðleggingum landlæknis. Og talandi þessar ráðleggingar þá benda útreikningar fjármáladeildar skóla- og frístundasviðs til þess að við munum ná 82% af ráðleggingum landlæknis á næsta ári, borið saman við 74% á þessu ári og 67% árið 2010. Í grunnskólunum hækkar hlutfallið úr 68% á þessu ári í 74% á því næsta. Við erum því klárlega á réttri leið og hyggjumst taka upp formlegt samstarf við embætti landlæknis hvernig við náum að mæta fullu ráðleggingum embættisins. Sömuleiðis í burðarliðnum samstarf við Landvernd og jafnvel fleiri aðila leiðir til að draga úr matarsóun í mötuneytum skóla- og frístundamiðstöðva og leikskóla. Þessi vinna mun fara fram í góðu samstarfi við stýrihóp borgarstjóra lýðheilsu og heilsueflingu í skólum. Þar til mikils að vinna, ekki síst varðandi matarsóunina því að við gefum okkur að sóun matvæla á Íslandi sé með sambærilegum hætti og á Norðurlöndunum, gætu alltaf 30% matvæla í skóla- og mötuneytum farið í tunnuna á hverju ári. Þar liggja gríðarleg verðmæti, nánar tiltekið tæpar 400 milljónir á ári. Og það athyglisvert að það sambærileg upphæð og sú sem okkur vantar til þess að mæta að fullu ráðleggingum embættis landlæknis. Samandregið þá munu leikskólarnir hafa sama fjármagn að spila í hráefniskaup á komandi ári eins og þessu en væntanlega njóta hagræðingar í krafti hagstæðari innkaupa. Framlög til hráefniskaupa grunnskóla lækka frá yfirstandandi ári 28 milljónir, en að teknu tilliti til 75 milljón króna hagræðingar sem þegar komin fram mun svigrúm þeirra í raun og veru aukast sem nemur tæplega 50 milljónum á næsta ári.
Rétt í lokin í umræðum þetta atriði vil ég árétta til upplýsingar að 3. hverfinu verður bætt inn í þróunarverkefni varðandi skólamáltíð í grunnskóla núna í desember. Þá bæta skólar í Árbæ og Grafarholti við hóp þeirra skóla sem hafa tekið þátt á þessu ári úr Grafarvogi, Kjalarnesi, Laugardal, Háaleiti og Bústöðum. Síðan kemur röðin að skólum í Hlíðum og Miðborg í febrúar eða mars og loks skólunum í Vesturbænum á haustmánuðum. Leikskólum í viðkomandi hverfum verður búið að taka þátt þegar þjónustustaðallinn hefur verið innleiddur í viðkomandi hverfi og taka þá meðal annars þátt í örútboðum til þess að ná fram betra innkaupsverði. Það mætti fara yfir ýmis fleiri atriði sem að lúta að nýjungum í fjárheimildum skóla- og frístundasviðs. Nefni þar nokkur dæmi, stuðning við börn í 1. til 10. bekk með fjölþættar raskanir. Þetta er fjárveiting upp á 15 milljónir til samræmis við niðurstöður úttektar fjölda barna með slíkar raskanir sem að grunnskólar hafa hingað til átt erfitt með að koma til móts við. Það er lögð til nokkur hækkun vegna sérkennslu bæði á leikskólum og grunnskólum. Sömuleiðis hækkun vegna viðbótar stjórnunar í leikskólum með fleiri en eina starfsstöð. Framlög til spennistöðvarinnar sem er nýtt fjölnota hús sem var opnað í síðastliðinni viku. Þar sem að fjölskyldur og foreldrar hafa af elju og krafti byggt upp mjög skemmtilegt hús sem að getur orðið mjög kraumandi menningarhús í miðborginni og verður væntanlega eyðandalífi alla daga vikunar. Og síðan vil ég árétta varðandi frístundastarfið að fyrir dyrum stendur á komandi ári allsherjar stefnumótun frístundastarf í borginni sem að ég bind miklar vonir við. Að lokum vil ég benda á það að skóla- og frístundasvið hefur að tillögu meirihlutans samþykkt að setja á fót starfshóp sem að mun rýna allan fjárhag sviðsins. Það er bara 40 milljarða og meta leiðir til þess að nýta fjármagn betur, rýna úthlutunarlíkun sem að notuð hafa verið árabil til að ráðstafa fjármagni til leikskóla og grunnskóla, velta fyrir sér kostum þess og göllum að úthýsa einstaka þjónustuþætti, skoða allar tillögur aukið aðhald og eftirlit, leiðir til orkusparnaðar sem meðal annars byggja á skýrslu orkusparnaðarnefndar sem að starfaði hér fyrir fáeinum misserum og önnur verkefni sem að við teljum að geti leitt til betri nýtingar á fjármagni. Fyrirkomulag sérkennslu í leikskólum og grunnskólum verður eitt af þeim atriðum sem að rýnd verða sérstaklega í þessari vinnu og við munum þar hafa leiðarljósi að koma börnum sem þurfa á sérkennslu til aðstoðar eins fljótt og kostur en gera jafnframt þá kröfu að beitt sé aðferðum sem að rannsóknir sýna að hafa skilað árangri. Þannig að börnin eflist og styrkist í sínu námi og geti í einhverjum tilvikum yfirunnið þá erfiðleika sem að hamla þeim í náminu. Þessi stýrihópur hefur störfi í þessum mánuði miðað við að hann skili niðurstöðum sínum næsta vor og munu fulltrúar allra flokka í borgarstjórn eiga aðild að þessari vinnu á auk fulltrúa fagfólks skóla- og frístundamiðstöðva, samtaka foreldra og nemenda, auk sérfræðinga á skóla- og frístundasviði. Ég legg þunga áherslu á þetta atriði því að það var mikilvægt að rýna vel fjárhagssviðsins, kalla eftir hugmyndum af vettvangi leið til þess að nýta fjármunina betur og gera breytingar sem að nauðsynlegar eru til þess að við getum sagt með fullri vissu að við séum að forgangsraða fjármunum sviðsins eftir bestu getu í þágu barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi í Reykjavík. Að lokum vil ég nota tækifærið eins og kollegar mínir hér á undan mér og þakka öllu starfsfólki skóla- og frístundasviðs fyrir mikla og vandaða vinnu við undirbúning starfs- og fjárhagsáætlunar fyrir komandi ár. Sömuleiðis félögum mínum öllum í skóla- og frístundaráði fyrir uppbyggilega og góða samvinnu sem gefur góðar væntingar árangursríkt samstarf á þeim árum sem að framundan eru. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti borgarfulltrúar, þetta er kannski frekar þakkir heldur en ansvar. Vil þakka borgarfulltrúanum fyrir að koma hér upp og bregðast við minni áveggjan varðandi tónlistarskólann í Reykjavík
og gerir sér grein fyrir því, sýnist mér á öllu, þessar alvarlegu stöðu sem að tónlistarskólarnir í og við verðum að bregðast við þeim. Ég hefði náttúrulega viljað sjá viðbrögð í fjárhagsáætluninni vegna þess að það er alveg ljóst að það þarf að setja meira peninga í þennan málaflokk, bæði til að reisa þá við eftir of langan tíma í fjársvelti, þeir reyndir bara skrældir að innan og það þarf að huga að því líka, en líka vegna rekstursins þarf að bæta þar inn í. Þannig ég hefði gjarnan vilja sjá það, en þetta er samt gott, það er gott að heyra þá að taka á þessu vanda og fara í þá fullu. Af því að þessum fundi er svolítið undarlegt einhvern veginn hvernig borgarstjóri hefur lesið allt annað út úr mínum orðum heldur en það sem ég hef sagt, það er svona bara einhvern veginn eins og það sé bara verið að leita eftir því sko, og þá hann það, ég get ekki gert neitt í því. En þú, borgarfulltrúi, nefndi hér að þetta væri ekki átök einkarekstur eða opinberrekstur, það var ekki meining minna orða. Það sem ég átti við, borgarfulltrúi, er að stundum þegar að félög eins og sjálfseignarfélög eða félög sem að fá styrki frá borginni, þegar verið er að skera niður, þá er svona auðveldra að eiga við þá sem er ekki inn á borði hjá þér. Auðveldra að eiga við þá sem eru fjarri og verða bara að bjarga sér og eru ekki alltaf hangandi á húnunum hjá embættismönnum eða hjá sviðinu. Þannig að ég vildi bara leiðrétta þetta og ég er alveg viss um það að allir bera góðan og hlýjan hug til tónlistarskólana, en það bara verður að gera eitthvað. Það verður að hafast eitthvað að til þess að bjarga þessu. Ég muni auðvitað fylgjast með því og óska borgarfulltrúanum, formanni skóla- og frístundaráðs og öðrum sem starfa þessu velfarnar í þeirri vinnu. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við þetta andsvar og svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, háttvirtur forseti, ágætu borgarfulltrúar, tek undir það að við þurfum að hafa fyrst og fremst augun á hagsmunum nemenda í sambandi við tónlistarnámið í borginni og ekki láta einmitt umræðu rekstrarform vill okkur sýn í þeim efnum. Þetta er gríðarlega mikilvægt nám fyrir börnin í borginni. Þau treysta á það að geta haldið áfram í sínu tónlistarnámi og það er það mikilvægasta sem að við horfum framan í þessu samhengi að tryggja það að tónlistarnámið verði ennþá með þeim mikla blóma sem að verið hefur á undanförnum árum, en jafnframt viðurkenna að rekstrarstaða skólana er erfið og við þurfum í samvinnu við þá og fleiri aðila að finna þeim grundvöll til framtíðar. Þetta er flókin staða, við erum með þessa 18 skóla í borginni sem eru reknir á eigin vegum með þjónustusamningum við borgina, en það þarf að finna leiðirnar sem að tryggja að þeir verði ekki hér í tvísýnni stöðu áfram eins og verið hefur því miður í allt of langan tíma. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið að svara andsvari, þá veitir borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson andsvar öðru sinni. Forseti, borgarstjórn og enn eitt svona ansvar sem eru frekar þakkir en ansvar og það er bara einfallega vegna þess sem ég láðist að þakka starfsmönnum Reykjavíkurborgar og embættismönnum og þá sérstaklega fjármálaskrifstofu fyrir frumvarpið að fjárhagsáætlun og þeirri miklu vinnu sem að unninni hefur verið til að gera það allt saman klappa á klappa fyrir það að svara fyrirspurnum sem að stundum auðvitað hefur tekið tíma að ná saman þeim gögnum sem við verðum að biðja um, en það auðvitað skýrist að því að stundum er þetta nokkuð flókið og mjög margt sem verður að vinna á sama tíma, bæði árslutu uppgjör og fjárhagsáætlun. Þannig að ég hef bara, svo það gleymist ekki, svo ég hafi gert það, að þá vil ég þakka kærlega fyrir bæði fjármálaskrifstofu og því fólki sem er út á sviðunum að klára fjárhagsáætlun. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá gerum við hlé í 40 mínútur.